Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu á mánudeginum 16. júní. Hér með mér Maríu Lilju Oddný Eir. Þú ert hress og kátt í dag? Jú. Hress mánudagur. Hress mánudagur, þetta svona mánudags föstudagur. Já. Einmitt. Það er sól og bara gleði í lofti. Já, sumrin eru svolítið best. Ég allavega þeirra skoðanar. Heyrðu, það margt að vera í þætti kvöldsins. Björn Þorláksson fær hér í lok þáttar Gunnar Guðbjörnsson, skólastjóra söngskóla Sigurðar Demens. En hann svona að ræða við Björn skapandi greinar. Þetta nú svolítið svona, þú pælir nú svolítið í skapandi greinum. Jú, og þessar svona starfsaðstæður. Og mikilvægt þess að ungt fólk fá að stunda þá list sem hann brennur fyrir. Ég held að sé svona gagnrýnin undir tónn þarna líka. Já, svona gagnvart hinu opinbera. Já. Áhugavert. Við fórum út úr húsi af því að það er sól. Já, það er svolítið stemning þarna á Víkingaháttíðin í Hafnarfirði sem er búin að vera ár eftir ár og orðin bara svona eiginlega algjör hefð sem náttúrulega fjallar hefð að mörguleiti en þarna er líka mikil svona má segja nýsköpun eða þannig það er mjög mikil líf og fjör og alvöru handverk og bara alvöru pælingar hérna í gangi okkar arfleifð og mjög svona gaman að fara og ræða við víkingana. En voru víkingarnir ekki vondir? Það er svona spurning sem við kannski veltum upp. Jú, það er svona einmitt hvernig þetta orð víkingar hver eignar sér orðið víkingar og svoleiðis. Akkurat. Í fjölmiðlaspjallið hans Björns, það er hérna á sínum stað. Björn, hann ræðir hér við nú finn ég ekki nöfnin að þeim, afsakið. Skúla Gerdal og Ásdísi Ásgeirsdóttur. Hún blaðamaður á Morgunblaðinu og hann í fjölmiðlanefnd og þau ræða polariseringu íslenskra fjölmiðla og starfskilyrði blaðamanna. Vinnubröð og falsfréttir og traust til fjölmiðla. Þetta er svona í þessari seríu Björns fjölmiðla sem hann er búin að vera með í vetur og er eiginlega mjög þörf umræða virðist vera. Já, það er einmitt, við svolítið áhugavert þetta með pólariseringuna einmitt að því að það er mjög áberandi svona pólskipt. Það eru svona þeir sem að þykja draga taum vinstri sinns og svo er hægrið og útgerðin og peningarnir en samt er einhvern veginn svona eins og ég var með vikuspjallinu hún Steinun Gunnlaugs, hún var að pæla svolítið í þessu, hún var að segja að hægrið er svona dugulegt í PR-inu og öllu vinsælustu podcastin og öll og þú veist, og vinstri einhvern veginn hefur ekkert náð að halda í. Það er einhvern veginn svona flokksblöðin gömlu þau svona lögðust af og svo voru þau svolítið svona fjársvelt þessi vinstri blöð en svona nú er einhvern veginn svona umræðan hún er kannski, þetta er allavega hættulegt. Virðist vera allavega mjög mikil peningur í þessum podcastum og peningar, ef það eru til hægri þá ef þeir eru frekar til hægri eða skilgræna sig hlutlaus en samt reyna oft vera mjög mikið til hægri þá ég hugsa kannski einmitt fáir skilgræna sig til hægri eða vinstri en svona við nánari athugun eru til vinstri eða hægri. Akkurat. Minni peningar til vinstri. Akkurat. Herðu, við fengum líka góða gesti hingað í hljóðver. Við erum búin að vera svolítið saman í dag og nýr. Já. Það var nefnilega borst fréttur að þú ætlaðir að söðla og kynna þér Austfirði eftir áramót og ég er með svo mikið svona hvað ég var að segja aðskilnaðarkvíða. Ég er bara búin að vera í pilsfaldunum á þér í allan dag. Já, eða öfugt, það er bara gaman að vera saman í sólinni líka. Já. Og en ég er einmitt að fara, en ég fer nú ekki fyrir áramótin þannig að það er nú alveg nokkri mánuðir þar sem maður getur alltaf áfram að ræða málinu við samstöðuna. Já, og þú ég meina svo er internetið svo fínt að það er vera í auðlindinni ykkar og vera kannski fréttaritari, ég var eins og fréttaritari Ríkisútvarpsins í Budapest þegar á afmæli uppreisnarinnar 1956 hvað ætlaði ekki 40 ára afmæli, ég var 96, jú allavega þetta var mjög, ég tók að mjög hátulega að vera fréttaritari. Er mikið svona fréttaritara ennþá? Hvernig er það á Ríkis,
Kristinn það R. ekki mikið lengur. Ólafsson. Já. Það er ekki eins, þeir eru ekki allavega eins ábyrrandi. Nei, en við bryttum upp á þá gömlu nýjung hér áramótin en ekki fyrr. Við sem sagt fengum hingað í hljóðverið til okkar Ara Logn og Renutu Söru, Ásgeirsdóttur. Arnórsdóttur. Ég er alveg þeir eru aktivistar í Rauðu regnhlífinni. Já. Og komið hérna og voru að ræða sagt, svona réttindi kynlífsverka fólks og kynlífsiðnað, njóstnir og stripplab sérstaklega. Þetta var Ég finnst það mjög áhugavert og skemmtilegt spjall þegar maður er umhverjulega bara í allri samræðinni maður einhvern veginn hring eftir hring að endurskoða sína afstöðu og pæla í svona hvernig og skilja hvernig ein lagasetning sem á að vera til góðs eða ein skoðun og kannski fullyrningar sem að eiga vera til góðs reynast síðan þegar betra er gáð koma illa niður á þeim sem að síst skildi og þannig að þetta er svona greinilega mjög mikil þörf fyrir það að koma í ljós fast mér í spjallinu, þörf fyrir að ræða við kynlífsverka fólk. Já, ekki bara það. Ekki bara það. En Gunnar Smári, hann ætlar að byrja þáttinn hér rétt eftir auglýsingar og tala Íran. Það auðvitað, þú hefur væntanlega fylgst með því sem að gerast á milli Ísrael og Írans, þetta áhyggjefni, það voru örugglega margir sem að vöknuðu þarna á hvað var það laugardagsmorguninn og hugsuðu bara nú erum við komin í kjarnorkustríð en þetta hefur nú haldist svona svæðisbundið enn sem komið og Íranir hafa að mér vitandi sagt að þeir vilja alls ekki láta draga sig inn í frekari átök en þeir munu alltaf svara fyrir sig. Þannig að þetta er svona spurningum hvort að Ísrael hætti. Þetta er alveg ég ætla að leyfa mér að fullera að þetta sé svona hið stærsta svona pólitíska mál í heiminum í dag. En Gunnar Smári fær til sín Kjartan Orra Þórisson með austurlandafræðing og sérfræðing í málefnum Írans. En þeir ætla að ræða íranska þjóðerniskennd svona meðal annars og Má ég nokkuð vera leiðilega að segja aftur, ég held að það sé Þórsson. Sagði ég ekki Þórsson? Þórisson, en ég veit ekki það á ekki að treysta mér fyrir að fara með nöfn fólks. Ég myndi segja að ég er hæfileikarík í ansi mörgu og ég kann margt en ég á ofboðslega erfitt með að muna nöfn. Ég veit ekki af hverju. Já, ég líka, en það er bara því, og ekki dvelverið að ég lesi þetta vittlust eða þetta hafi verið en allavega, það stendur að hann heiti Kjartan Orri Þórsson. Við skulum bara treysta þér fyrir því, að því að það hefur sýnt sig hér í upphafið þessa þáttar, þá ekki treysta mér. En við fullur þáttur af alls konar sniðugu og skemmtilegu og áhugaverðu. Við Oddný þökkum ykkur fyrir áhorfið og minnum ykkur á að ef að þið viljið taka þátt í að efla og styrkja samstöðina, þá áskriftarhnappur á samstöðin.is þar sem hægt að gerast áskrifandi, veita styrki og taka þátt í þessu skemmtilega fjölmiðla verkefni. En hér eftir andartak það Kjartan Orri Þórsson ásamt Gunnari Smára og þeir ætla að ræða Íran. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Við ætlum að snúa okkur til Íran að gefnu tilefni og hann hingað kominn Kjartan Orri Þórsson sem mið-austurlandafræðingur og sérfræðingur í málum í Íran og dvalið þar eitthvað. Já. Þetta náttúrulega hrikalegt ástand í landinu. Við höfum rættum svolítið saman hérna þegar voru mótmælaalda enn einu sinni sem að gekk yfir landið og við vitum að stjórnvöld eru óvinsæl. Já. En þeir ráðist á landið að þá kannski breytist tónninn. Já, það... Þá flykkjast allir bakið flaggið eins og Bretarnir segja. Já, það svona komin svona kannski... Ég meina, skoðanir Íran náttúrulega margar og þeir sjálfur sko, en jú, það virðist vera svona að þetta eitthvað sem svolítið yfir strikið þessar árásir á almenna borgara líka sem að Ísraelar virðist vera að gera. Þannig að það spurning hvað þetta þýðir fyrir einmitt fólki í landinu og það fá fram það sem að það vill sko. Það nú kannski ólíklegt að það geti staðið upp einhverjum svona lífvænlegar mótmálarhreyfingar þegar það verið að lofta sér á ofan frá Ísraelum að það nú ólíklegt að eitthvað geti komið upp að það sem geti þá skipt stjórn í landinu sko. Og vanalega gerist það ekki undir svona þrýstingi. Það var nú í byrjun Úkrænustrísis að það var nú talað að það myndi fljótt grafast undan Pútín. Það bara gerist þveröfugt sko. Og má ekki ætla að það verði þarna núna að Íranir hugsi sér svo að við ætlum að fá að ákveða hvað við ætlum að gera í okkar eigin landi og hlýðum ekki öðru þjóðum allra síst stjórnvöldum í Ísrael. Já, ég meina að, þú veist, ég held líka að sé nú alveg óhætt fyrir okkur að fullera að, þú veist, kannski sterkasta sjálfsmyndi þannig að sé Íran sem land og sjálfstætt land sem á að fá að ráða sínum einn örlögum sjálft og þar sem að þessi árás þá sem að er svona, já, þú veist, ég veit ekki hvernig maður kategorisera hana í raun sko, svona, að því að hún ekki beint upp úr þurru en hún samt svona, kemur þetta sérstakt og hún svona einhliða að einhverju leyti og svolítið frek að þeir bara taka lífi svona ráðamenn og jáfnvel samningamenn og velja sér einhver skotmörk og eru síðan að koma í veg fyrir eða eru brjóta á bak aftur kjarnorku áætlanir Írana og telja sig að hafa fullan rétti þess. Já, en þetta sko eiginlega allt kólólulegt hvernig þeir eru að gera þetta, bæði með því bara hvernig þessar árásir eru framkvæmdar og svo þess utan það var máttu ekki vera að ráðast á kjarnorku innviði þar sem það þykir bara alltof hættulegt að vera að sprengja svoleiðis og þess utan virðist þetta líka vera þetta ísraelska verkefni að losa Íran við allar kjarnorku áætlanir og svoleiðis sé svona kannski svipað og verkefni sem Ísraelar eru búin að ráðast í á Gaza þar að segja að leysa upp Hamas sem ómögulegt og það sama gildir þetta verkefni þeirra í Íran núna sem þeir segjast vera að gera. Það getur virkað öfugt að því meira sem að þeir djöflast á Gaza því líklegra að það verði mynduð bara eiginlega herska og andstaða gegn þeim. Það lítur að vera á tímaspursmál hvernig að palestínumenn fara að svara. Nákvæmlega og sama getur gerst í Íran að þetta flýtir fyrir þessa Íranir stefni á kjarnorkuvopn. Já, þú veist þetta orðið komin einhver svona þversögn þarna í einhvern veginn að Ísraelar segist vera ráðast á landið út af því að þeir getu eignast kjarnorkuvopn og Íranir segja á móti að þeir þurfa að eignast kjarnorkuvopn svo Ísraelar geti ekki ráðast á landið og þannig erum við einhvern veginn komin í ákveðna dilemmu sko sem svona erfitt að sjá hvernig hægt að leysa eða þú veist, það allavega með engum móti hægt að leysa þetta á einhverjum vígvelli þar að segja að við vitum að þessi kjarnorku innviðir og þessi staðir þar sem að það verið að auka úran og allt þetta þeir eru bara staðsettir svoleiðis að Ísraels her kemst ekki í það þar að segja að þú getur ekki sprengta frá lofti eða neitt svoleiðis þannig að þú þyrftir þá að vera með einhvers konar landgöngulið eða eitthvað svoleiðis sem mjög ólíklegt náttúrulega að eða bara Ísraelar hafa ekki bolmagn í það í raun. Kæmist raumilega ekki á svæðið því þeir þurft að fara yfir önnur lönd. Já. Og það er talið að kannski svona
eini herinn sem að gæti ráðið þetta verkefni væri svo bandaríski sko, þannig að það er búið að setja upp þarna, já, maður hefur kannski stærstar áhyggjur af því að þetta sé endalaust verkefni einhverju leyti, þar að segja þetta ekki svona eitthvað clean cut þar sem að menn fara inn og klára eitthvað eitt mál og fara svo út eins og svona Ísraelar hafa svona pínu gefið í skinn, þeir ætla nú bara að klára þessa innviði og segja þetta gott en maður hefur nú frekar áhyggjur af því að þetta verði einhvers konar endalaust stríð og maður svona er kannski svolítið ennþá að bíða að sjá hvernig Bandaríkjamenn ætla að bregðast við því það sem að stjórnvöld þar hafa svolítið talað gegn því að Bandaríkjamenn sé að blanda sér í svoleiðis og þá hún kannski svona eitt af þessum stóru stefnumálum Trump að vera ekki að byrja svona stríð en svo spyr maður sig hvað gerist þegar Íranir mögulega ráðast á bandarískar herstöðvar í Miðausturlöndum ef þeir gera það, hann kannski samt ekkert alltaf líklegt að gera það sem að það geti þá getur samband Írana við nágranna sína súrnað mjög hratt líka sem að það eru oft svona sambyggðar öðrum herstöðum og svo leiðis en líka bara þá þú tala hvað í arabísku furstadæmunum eða eitthvað slíkt einmitt, að það sem að kannski bandarískar herstöðar eru, það eru kannski sambyggðar einhverjum lokal herstöðum En Írani vilja ekki draga Bandaríkin inn í átökin? Nei, menna Íranir segjast náttúrulega bara ekki vilja stríð yfir höfuð og að taka það náttúrulega skýrt fram að þetta sé ekki gert með þeirra vilja þetta ekki eitthvað sem að þeir vilji gera og þeir voru náttúrulega að taka þátt í svona þessum diplómatísku leiðum til þess að koma í veg fyrir þetta, koma í veg fyrir að hlutirnir myndu stigmagnast svona eins og þeir hafa verið að gera og það var nú á dagskrá samningaviðræður í gær sem að fóru náttúrulega gjörsamlega í vaskinn sko eftir þessar árásir á föstudaginn að menn Íranir segja náttúrulega líka að þessar samningaviðræður voru náttúrulega fyrst og fremst við Bandaríkin og þeir tala náttúrulega að það sé svona ísraelsk bandarísk árás sem að er, já Herðu, en Ísrael er með kjarnavopn og eins og við þekkjum bara frá Indland og Pakistan að gamli fjendur, ef annað þeirra er komið kjarnavopn þá vill hinn fá það líka og Íranir vilja koma sér upp kjarnavopn eða hvað? Þykjast þeir ekki vera að koma sér upp kjarnavopnum en það vita allir að það er markmiðið Já, eða þú veist þetta er eins og þetta sé svona einhver leiti svona tvískipt markmið einhvern veginn hjá þeim sko og þeir segjast náttúrulega ekki vilja kjarnavopn en það er náttúrulega en það er nú bara þannig að það er kannski svona stór hluti af einhvers konar þjóðaröryggi þeirra að þeir séu með kjarnavopn sko Vegna þess að Ísrael með það? Vegna þess að Ísrael með það, já og það tryggir náttúrulega líka í raun stjórnvöld í sessi sko að það er ekki hægt að koma inn og skipta þeim út svo auðvitað sem að svona kannski hefur sannað annar staðar að er bara rétt því miður að svona já, mann finnst svona eins og tónnin sé að færast þangað sko að svona eina leiðin til að tryggja fullveldi almennt sé að og tryggja því íslamska líðveldi að þá verðum við að koma okkur upp kjarnavopn Já, þú veist, þetta er kannski ekki svona official línan hjá þeim sko, þeir segjast náttúrulega verið að gera þetta í friðsömum tilgangi sko en það er eftir að sjá hvernig svona já, þeir eiga að geta varist gagvart Ísrael öðruvísi sko og byrjunarleiðin er svo sama ef það ætlar að fara að nýta kjarnorku í friðsömum tilgangi eða búið til vopn að það skilur þarna þú svona hálfar leiðina og einhver leiti eru Írani komni þangað því er haldið fram, hefur þú trú á því að ég held að það verið einhver í ríkisstjórn Ísrael sem held fram að veri bara 3-4 dagar þá getur það ekki að búið til sprengju Nei, það hljóma nú svolítið eins og einhvers konar stríðsæsingatal sko og við erum náttúrulega á þeim stað að það sé hægt að eiga þetta stríðsæsingatal vegna þess að Donald Trump á fyrir kjörtímabil sínu hann rýfur náttúrulega þetta samkomulag sem búið var að gera við Írani eftirlit og þetta þeirra kjarnorku áallanir sem að hann rýfur þarna einhliða til þess að gera einhvers konar betri samning að guðma vita hvað hann var að hugsa þar sko
En ef við fyrir aðeins aftur í það, þá þess að út af hættunni sem að Bandaríkin og þeir sem að fylgja Bandaríkjunum málum lítu á það ef að Írani þróa byggja upp kjarnorkuvopn, að þá mun það draga úr öryggi í Ísrael og svo mun það leiða til þess að sátarnir munu koma sér upp kjarnorkuvopnum og ástandið í Miðausturlöndu verður bara enn verra. Þannig það settar á viðskiptaþvinganir og á einhverju tímapunkti að þá sættast Írani við það að það verið eftirlit með þeirra kjarnorkuáætlunum gegn því að viðskiptaþvinganir verður slaka á þeim til þess að að almenningur hafi það skár líklega. Og þetta var gert á tíma Obama. Og þá eiginlega spurningin, hversu mikil áhrif hafa þessar viðskiptaþvinganir á svona lífskjör og efnahag Íran? Það er náttúrulega greiðleg áhrif á lífskjör og bara, þú veist, við náttúrulega tala bara líf og allt mögulegt, sem er ekki endilega að skila sér til Íran út af þessum viðskiptaþvingunum og þú veist, og mann hafa verið að setja náttúrulega á efnahaginn alveg í rugl náttúrulega með viðskiptaþvingunum á olíu og allt þetta og erfitt að selja hluti, að flytja inn og út úr landi og allt svoleiðis og gefa nú bara auðvitað að það setur almenning í erfiða stöðu þegar það er ekki hægt að selja út afurðir frá Íran. Þannig að Íran í kannski svipar stöðu og Kúbverjar voru nú lengst af sem hafa verið miklu með viðskiptaþvingunum en nutur reyndar viðskipta við Sovétríkin og kannski verri stöðu heldur en til dæmis Rússland að það einhvern veginn skaklappast Rússland áfram þrátt verið mjög harðar viðskiptaþvinganir frá Vesturlöndunum eða voru viðskiptaþvinganir á Íran víðtækari og náðu þar til landa sem að Rússar í viðskipta við í dag? Það er náttúrulega búin að standa í svolítið langan tíma og búið að vera svolítið svona í Íran og búið að vera svolítið svona þungur róður þar lengi einhvern veginn. Þannig að þú veist það er kannski tölvört öðruvísi kannski efnahagur þar heldur en í Rússlandi en þeir hafa nú líka verið að selja þú veist það er þessi vopnasamningar sem er á milli Íran og Rússland til dæmis þannig að þeir hafa nú verið að ná einhver út úr landi og svoleiðis og kannski iðnaðurinn ekki hefur ekki verið nægilega kannski öflugur í Íran með við kannski Rússland til þess að halda sig við en tímarammin er náttúrulega mjög mismunandi þannig líka þannig að það er spurning hvernig þetta fer í Rússlandi eftir 10 ára eða hvernig það er en ég meina og þetta er náttúrulega það er Íranir hafa og Íransk stjórnvöld hafa nú raun gegnum tíðin alveg sýnt einhvers konar samstarfsvilja en kannski ekki mætt honum annar staðar. Bandaríkin hafa verið tregir til að semja við það og draga úr spennu í raun. En Obama gerði þennan samning og markmiðið var að hafa friðsamara ástand í Miðausturlöndum og slakaði aðeins á viðskiptaþvingunum, það voru ekki aflaðar alveg. Nei, hann slakaði og þetta átti að náttúrulega gerast í einhverjum svona skrefum og svoleiðis. Trump rauði þetta. Biden, hann var ekkert að endurvekja þennan samning. Hann stóð við ákvörðun Trump. Já, og það var náttúrulega líka svona og hefur verið mótstaða í Íran til þess að semja við Bandaríkjamenn. Það sé að engu treysta þessi á Bandaríkjamenn. Já, og það er nú bara töluvert mikið til síns máls. Hvað þetta varðar Bandaríkjamenn valdið Írunum stórkostlum skada í langa tíma og þetta kom náttúrulega bara strax í raun upp áður en að Trump var forseti sem að repúblikanar fara að hóta þessu og þessum þetta eyða þessum samningi með einu pennastriki þannig að kannski svona traustum þennan samning kannski minna en hefði geta verið og hefði átt að vera og þetta sem ekkert í fyrsta skipti var líka bara þegar Bush var forseti þá gekk erfilega að fá þá var komin svona umbóta sinnaður forseti í Íran sem vildi semja við Bandaríkjamennum hann talaði svona spjallamilli siðmenningar frekar en þetta klass sem var svona retorikin í gangi þá en talaði bara svolítið fyrir dauðum eyrum þar sem að Bandaríkjamenn voru ekkert endilega að mæta einn svona á þessa samningafundi sem voru haldnir þá í Sviss eða hvað sem það var þeir voru ekkert endilega mættir á svæði til þess að ræða þarna við íranska fulltrúa þannig að þetta er ekkert nýtt að nálinni heldur þetta vantraust þarna á milli og svona kannski rödd innan Írans þar sem eru kannski hafa verið harlín menn hafa talað bara þetta að Bandaríkin séu
eitthvað sem ekki eftir að treysta sko. Og Íranir meta þessi svo að þeir verða að tala við Bandaríkin, að þeir Bandaríkjað mun bara stýra sjóinu, þeir stýra fjölda ríkja sem að taka þátt í viðskiptaþingunum, en eins og svona venjulegu tilfelli myndum að segja að Írani gæti þá kannski bara rætt sérstaklega við Evrópu eitthvað svoleiðis. Sérstaklega vegna þess að það náttúrulega tengsli, sagan á milli Bandaríkjanna og Íran út af sendiráðstökunni og öðru slíku náttúrulega sérstaklega bitur. Bandaríkjanna eiga slæm samskipti við fjölda ríkja, en líklega fá eru jafn svona rafmögnuð og samskipti við Íran. Til dæmis landsleikir Bandaríkjanna og Íran í fótbolta geta verið eins og borgarastyrjöld. Eða þú veist, eins og stríðöld fyrir ekki það ekki. Já, ég meina, eða þú veist, bara bæði og einhvern veginn. Þú veist, það var hann einmitt stórleikur hann rétt fyrir aldamótin, sko, það sem var svona mikið látið um það að Íran hafi sigrað Bandaríkin á HM 98 eða eitthvað svo leiðis. En þá kannski snerist það nú samt svona meira eða var tilfinningin kannski hjá Íran frekar sko svona gleði yfir því að einhvern veginn sigra þarna Bandaríkin sko og það var nú alveg svona farið í ákveðna svona fótbolta diplomasíu eftir það sko, það sem það var svona verið það var fann bara sérstök ferð með íranska landsliði til dæmis til Bandaríkjanna, þar sem að menn voru í svona vináttu ferð í raun sko, þar sem að það var að byggja einhverjar brýr þarna á milli sko, en þetta er svo sem á svipum tíma þegar það er tekin við svona umbótu öfli í Íran sko. Reynt að koma á einhverju þýðu. En það svona endar í raun hvergi. Verður ekki aðneinu sérstaklega sko og kannski vantar einhver svona pólitískan vilja Bandaríkjamenn til þess að svona byggjandi það og svo kannski kemur í kjölfarið af því að við erum að tala um aldamótin 2000 þá var náttúrulega stuttu setna verður tvíburaturnarnir árásin á tvíburaturnarna í New York sko og þá allt í einu í raun að ósekju er Íran allt í einu orðin einhvers konar axis of evil axulveldi hins illa í svona retorík sko Bandaríkja fórseta þá sko þannig að þá fyrir þetta allt í vaskinn sko það kemur svona í kjölfarið þessum svona vináttu umleitunum frá Íranum til dæmis þannig að það hefur svona oft líka bara verið fínt að hafa einhvern svona stóra vonda Íran einhvern veginn til þess að kenna ákveðna hluti og svona og kannski er það sem er í gangi í dag líka sko hjá Ísrael þar að segja að það er svona gott að eiga einn svartapettur hana sem er gott að sparki þegar pressin er orðin mikil á Ísraelum sko, þú veist að þá eru bara að tala um kannski stöðuna sem að Netanyahu er komin í sko, að fólk nú farið að spyrja kannski áleitina spurninga hennan glóruleysa stríðsrekstur sem er í gangi á Gaza og hann náttúrulega sjálfur búin að vera í vandræðum heima fyrir lengi og þá er einhvern veginn rifið í þetta það þurfa ráðast inn í Íran til þess að verja Ísrael einhverju leyti sem að einhver geti orðað þetta öfugt og sagt sem að vegna þess að Netanyahu hefur búin að veikja Hamas og Hizbollah í Líbanon að þá er tækifæri til þess að ráðast inn í Íran sem ekki var á meðan að Hizbollah eða Hamas voru sterkari af því að það er hættan með að Írani myndu beita þessum vera með svona proxy war með þessum hópum og skaða með einhverju nær Ísrael og gætu valdið einhverju skaða á meðan að Ísrael hefur ofurtrú á loftvörnum sínum og til þess að engi sérstaka hættu að stafa að Íran. Nú er tækifærið, myndi kannski ykkur segja að Netanyahu hefði hugsað. Já, eða þú veist, ég held að bara þetta svona cancel ekki hvort annað einhvern veginn, en það er alveg klárt að hann er búin að vera að hugsa þetta í lengri tíma. Þetta kemur ekkert svona allt í einu einhvern veginn að þessi árás sé gerð, þannig að bara það er búið að vera undirbúið þetta í langan tíma eins og við sjáum bara hvernig þetta er útfært hvað föstudagsmorgun eða nótt. Þar að segja þegar menn eru teknir út svona þessir háttsettu herfóringjar og annars líkt en að þetta er tímasetningi sem að verðist vera svona henta vel fyrir Ísraelsmenn sko, og kannski
bæði vegna þess að það er ákveðin pressa á Netanyahu sko, en líka vegna þess að það hendi vel en við erum búin að vita það svo sem í svolítið langan tíma að varnir Írans séu orðnar töluvert verri heldur en þær voru, þar að segja þessi svona varnarlína sem var kannski Hamas að einhverju leyti og Hezbollah sem að gátu aðstóð Írani á landi niðri hana í löndunum í kringum Ísrael ég staðsettir þar að þá er þeir horfnir og geta í raun ekki beitt sér neitt og svo vitum við í raun líka eða höfum svona talið okkur vita að loftvarnakerfi Írana sé svona töluvert laskað eftir árásirnar sem átt sér stað í fyrra þannig að þú veist, en við erum búin að vita það alveg marga mánuði einhvern veginn að svona talið okkur vita það þannig að og svo þetta komið núna spila kannski svolítið inn í að staðan Netanyahu líka sko en eins og ég segja þá er samt sko, jú, hann sér tækifæri þessu en við vitum samt alveg að Ísrael getur ekki tekið út, eða þú veist, við erum að tala um Hezbollah annars vegar sem er í raun bara svona pólitísk hreyfing eða svona hernaðar armur einhvers konar þetta er bara lítill hópur í raun sem að ásýr ekki, þú veist, heimaland sem slíkur þó hann sé í Líbanon sko, þetta er ekki þjóðríki sama gildur Hamas sem er náttúrulega kannski að vinna í einhverjum aðstæðum sem eru alveg galnar sko, á meðan við erum að tala um að Íran er þjóðríki við erum að tala um 90 milljónir mann sem að búa hana við erum að tala um risastórt land sem er bara tvöfalt Frakkland að flattamáli sko. Það er 10 milljónir sem búi í Ísrael. Það er 10 milljónir sem búi í Ísrael. Þannig að við erum að tala um bara miklu stærri bita og við erum líka að tala um sem við vitum bara frá einhvers svona hernaðarlegum sjónamiðum að takmark Ísraela er ómögulegt að ætla að taka út þessa neðanjara bylgi. Þú ekki lesið biblíuna Davíð og Góliat? Ég meina, það er bara innprentað í sko þjóðarsál Ísraelsmanna, ég meina, ef að tala um 6 daga stríðið, ef að tala um Já. Þetta, ég er svo sem margir í Ísrael sem bara trúa þessu, að það skiptir bara engu máli þótt að þeir séu 9 sinnum fleiri, við erum bara Nei, að þú veist Við eigum sko slöngu, hvað heita hana sem að notaði til þess að kasta steininum Já, og það er líka alveg bara í raun Það er okkar Já, en sko, það er kannski svona punkturinn ekki alveg að við sem að tala um 2 misstór lönd, en þess að svona hernaðar svona eiginleikar eru náttúrulega mjög mismunandi. Við erum náttúrulega að tala um að Íran sé sko standi í raun frekar eitt á meðan Ísrael er í raun með Bandaríkin hann á baku sig og gerir þetta með þeirra vitneskju, stuðninga, ég veit nú ekki hvaða orðið maður hafa það svo sem, en Íran stendur í raun eitt sko og er sko veitir svo sem ekki miklum penning í varnarmál eins og Ísrael gerir þó þessi með stærri her og fjölmennari og allt það en sko kannski bara munurinn samt sko að Ísrael er að eiga við svona 2 skærlegar hreyfingar þannig og svo versus sko heilt þjóðríki með herskildu sko þannig að þú veist eins og herin er miklu stærri og svona takmörkin eru möguleg einhvern veginn að bara svona frá hernaðlegum sjónamiðum líka sko að ætla að ná að sprengja upp þessa böngara og allt þetta dæmi þar sem að Íranir eru að vinna sína kjarnorku sko og þá svona spyr maður sig hvert takmarkið er sko og til hvers þetta er. Takmarkið gæti verið að fá Írana til að varpa af sér núverandi stjórnvöldum og talandi Bandaríkin að það hafa náttúrulega verið svona mótmæli og fleira gegn stjórnvöldum og við vitum það alveg í kjörnum sögun að Bandaríkin hafa oft stutt það rækilega. Hefur þú trú á því að Bandaríkin standi á bakvið þessum hreyfingum eða hvort að Bandaríkin sé að nýta sér þær og reyna að ýta undir þær eða er það þannig að út af þjóðirniskend Írana að ef þú ert að mótmæla stjórnvöldu þá er það síðasta sem ættir að gera verið að tengja þig við Bandaríkin og Ísrael? Ég meina, þú veist, ef við horfum á þetta frá einhver svona starri bökkum aðeins kannski með sjónarhóttnin sko, að þá erum við náttúrulega að sjá ákveðna svona retorík með, þú veist, að því við erum að tala um mér finnst þetta líta smá út eins og þessi svona byssuumræða í Bandaríkjunum. Það er að segja, þú veist, þessi svona lógík með að þú þurfur að eiga byssu til að verða þig sjálfur, einhvern veginn.
og þannig erum við kannski smá að horfa á svona að þjóðríkin þurfum líka að vera svona, að þetta sé orðið svona þessi bandaríski svona talpunktar með að fólk eigi bara verja sér sjálft einhvern veginn og þá kannski þjóðríkin sko, og þá erum við að tala eitthvað svona heima sem við sjáum fram á að hvert einasta ríki þurfa að vera með risastóran her eða jafnvel kjarnorkuvopn sko, til þess að geta varað sér gagnvart öðrum og þá erum við komin í þess að svona það sem bandarískt samfélag hefur líka svona oft verið að færast í sko, það sem við komið með þess að svona sjálfvirku riffla og allt þetta rugl sko, svo með hana heimahjáður einhvern veginn til þess að þú getur ekki treyst á lögregluna eða ríkið eða neitt svoleið sko, og mér finnst þess að svona heimsmyndin sé kannski að færast þarna einhverju leyti með að við hvernig Trump hefur verið að tala um NATO til dæmis, með að hversu hann hefur verið að krefjast hvað hann hefur sko látið með Úkraínu og allt þetta sko. Og líka bara ástandið á Gaza og stuðningu Bandaríkjamanna við það hefur grafið undan öllum alþjóðalögum og alþjóðastofnunum, þannig að það má alveg draga þar ályktanir að Bandaríkin ætlir bara að búa til nýja heimsmynd. Sem bara ef þú getur ekki varið þig að þá átti ekki. Það bara það sem minni sterkur á það. Það málið, já. Akkurat við að vera þetta kerfið þarna alþjóðalögin og svona var bara til þess að verja hina veiku og alls konar óþjóðalíð. Þannig að við ætlum bara að setja upp nýja heimsmynd, það sem sterki hefur raunverulega nýtir völd sín og ég ætla að semja skipti á heiminu við Kína og Rússland og önnur stórveldi. Já, það svona tilfinningin sem að færa allavega af þessu og svona kannski, ekkit endilega þeir séu kannski á baku þetta beint en kannski svona ósort þetta. Þetta hendar kannski ákveðlega í þeirra heimsmynd samt sem að virðist þeirra að teiknast upp hérna. Það sem að menn þú veist, það sem að er kannski ekkert til sem heitir löglegt og ólöglegt stríð og svoleið sko, að við erum komnir þangað sko, sem að virðist vera að gerast, þegar við skoðum bara þessar árásir og þú veist þessar svona ásakanir fjöldamorð, þjóðarmorð segi, hann á Gaza, við horfum bara þessar árásir sem eru núna á Íran sem eru líka skilgreindar ólöglegar út frá öllum mögulegum sjónarmiðum, stríðsglæpir og allt þetta og það skiptir bara engu máli. Að það séu stríðsglæpir og það virðist vera kannski leiðin sem að Bandaríkjamenn eru sáttir með að stjórnvöld í Bandaríkjunum og jafnvel bara sáttir með og hafa sjálfir náttúrulega verið að tala þannig ef við fyrir að spá í Grænlandi og öllu því sko, að það er ekki til sem heitir vinur þegar því vantar landsvæði eða herstöðar eða hvað sem það er sko. Bandaríkjinn hafa ekki góða reynslu af svona stríðum eins og í Víetnam eða Afganistan sem að blanda sér í að blanda sér í þau? Nei, það hefur ekki haft góða reynslu af því. Ég kannski lítið þessu á að þeir hafi grætt á því að olía Írak fer nú einhvern veginn til bandaríska fyrirtækja, þannig að þeir eru grætt á því, en Írak og Líbía, þetta er í hryllilegu ástandi, þeir skilja eftir sig bara hryllilegt ástand. Þannig að einhver leiti ætti að vera þannig í Bandaríkjunum, þeir myndu ekki vilja láta Netanyahu draga sig inn í beina átök við Íran. Nei, ég meina það er ólíklegt að vilja taka þátt og það færi þá þvert gegn öllu sem að Trump hefur verið að tala samt sko, ef Bandaríkjamenn myndu fara að senda einhvern herafla hana til Íran. Og líka bara út af því hvað Íran er, því að Íran er náttúrulega með svona þjóðurniskend og þjóðurnishyggju kannski sem að nær sko mörg þúsund ára aftur í tímann. Eiginlega kannski bara, þú ferði ekki mikið dýbra bara á plánetunni sko. Nei, þetta er svona mjög gamalt. Þetta er búið að vera ríki þarna síðan elstum með buna eins og sagt er. Algjörlega. Og það er raunverulega ríkt í þjóðinni að það er ekki bara verið að verja nútímann, heldur er verið að verja marg þúsund ára sögu. Já, og þú veist, bara þessi þjóðarnisvitund hefur verið til bara ógeðslega lengi, sko. Eitthvað sem að við líka við náum ekki utanum, sko. Og þú veist, en við getum alveg líka hort inn í svona sögu sem er okkur nær og það er ekkert alltaf langt síðan að Íran var stóð í stríði við Írak sko. Og það er raun það sem að svona tryggir. Það voru gríðarlegar mannfórnir. Ég meina, já, það var raun það sem tryggði íslamska liðveldi í sessi. Það er að segja að menn gátu nú ekki verið að breyta stjórnarfara meðan Saddam Hussein var að sprengja allt í loftu upp í Teheran og þarna olíulindirnar og alla þessar hluti sem var í gangi hana er að þá í raun hætta menn kannski svolítið að þrefa stjórnarfar innanlands og fara að einbeita sér að því að verja landið en þess að síðasta sem kannski fólk vildi náttúrulega var að missa landsitt í hendur einhvers annars og þetta er náttúrulega ótrúlega sterkt í svona
nútíma vitund Írana líka sko, því við erum að tala bara sögulega sér, við tala bara mörg 1000 ár af einhvers svona þjóðarvitund, svona írönsk þjóðarvitund, bara þetta hugtak bara nokkra 1000 ára gamalt, bara Íran, nafnið. Og það byggt á sko, sjálfstæðri menningu, mikilli menningu, djúpri menningu, þetta stórkostli menningaþjóð, en sagan líka átök við aðra þjóðir. Þetta stríðsaga. Ég held að þeir sem hafa farið í menntaskóla hér allavega í svona fornmáladeild og annars slíkt getið þuluð upp marga persneska hersöðingja. Já, vonandi. En sko, já, en þetta líka miklu nær okkur, sko, því að þú veist, við erum líka að tala sko, þú veist, þetta sem að íslamska lýðveldi byggir rosalega mikið á þessi svona kolónial vitund líka, sko, og það það sem að var náttúrulega í gangi svolítið í nútíma sögu Írans snýst svolítið mikið það að svona, ég meina bara svo sent sem sko seinni heimstyrjöld að þá eru Rússar, sovjetmenn og Bretar búin að skipta upp landinu í sín áhrifasvæði og bara sagan frá bara svona 1700 og eitthvað snýst svolítið mikið þetta að stöðva svona ásælni þessara stóru nýlendu velda í Íran og halda því einhvern veginn saman sem svona sjálfstæður ríki meðan öll löndin í kring falla undir einhvers konar, ég verða einhvers konar nýlendringin, kannski Ottoman Tyrklandið sko. Að þetta allt þetta svo ótrúlega svona sterkt í nútíma sann snýst svolítið þetta að einhverju leyti að halda sínu landamærum, halda landinu saman sko. Og það okkar hlutverk að Íran fall ekki á okkar vakt. Já, þú veist það gríðarlega langar raðir af fólki sem hefur staðið þá plikt og það má ekki gerast hjá okkur. Í raun sko. Já, þú veist þetta allan hluti af þessu og þetta hluti af þessu svona íranska identity sko. Og árásir Ísraels manna og Ísraels bara kveikti þessu bara. Ég meina, já, þetta hefur náttúrulega alltaf verið til. Þetta hefur alltaf verið... Nú þetta bara númer 1. Það ekki verið að fara að ræða hér ykkur innanríkismál. Hlutverk okkar að verja landið. Það að minnstu kosti það sem maður óttast sko. Og það svona, þú veist, maður var bjartsýnn þegar þessi samningar eru gerðar hann í tíð Obama sko, mögulega sé eitthvað opnast. Þú veist, það að kannski fólk fer að sjá að umbótaöfl innan Írans til dæmis, þau hafa eitthvað að segja, þau geta samið, þetta kannski bara leiðin út úr því bága efnahagsástandi sem búið að vera, það einhver samningarleið, það umbótaleiðin, það allt þetta. Það reynist svo vera bara ekki þannig og svona náttúrulega niðurstaðan úr því var einhvern veginn bara að þú veist að síðustu kosningar þar síðustu kosningar og reyndar svolítið óvænt og skrítið ástand sem kom upp þegar fyrirverandi forseti lést í þyrluslysi en þegar hann bauð sig fram að þá var bara íhaldsamir kandidatar bæði sem bauð sig fram á þingið og til forseta sko. Þannig að Írans stjórnvöld náðu einhvern veginn að nýta sér þetta svona umbótaöflin virka ekki ástand til þess að svona herða þetta allt saman aftur þó núna sé komin forseti sem var svona óþekktur eða svona óþekktari að mest kosti og einhverju leyti umbóta sinnaður sko. Það þarf ekki að vera mjög umbóta sinnaður til þess að flokka sér slíkur innan alla harðlínu mennina. Algjörlega sko, en svona já, þeir sem fá að bjóða sér fram yfirleitt bara alls ekkert stöðlega umbóta sinnaður sko, að það hefur svona verið tendensin síðustu ár sko. En efnahagsástandið og lífskjör almennings, hvað þau miklu lakari heldur en í, hvað segja bara, Írak eða já, þetta hefur Jórdaníu? Þetta hefur verið svona bara, þú veist, íranski gjaldmiðlinn hefur bara verið í frjálsu falli gjörsamlega upp á síðkastið sko og þetta hefur orðið ansi slæmt og erfitt bara að ná endum saman fyrir alla sko en svo virðist vera svona að væri mögulega einhver svona von fyrir því sko að svona markaðir voru að bregðast vel við því að þessum samningaviðræðum sko sem að Íranir voru að eiga við Bandaríkjamenn sko og svona miklar vonir sem að voru bundnar við það virðist vera en það núna allt komið alltaf bara í algjöra steik sko og svo bara spurning hvernig svona
efnaðurinn bregst við svona stríðsástandi náttúrulega, þannig að fer í einhver svona allt annan ham. Og ekkert verið, það ekki ljós við enda á neinum göngum í þessu. Trump hérna sem að hann sagði að þeir eru bara, hann sagði að svipað og hann sagði með Úkraínu og Rússland að þeir eru bara að leyfa að hatast svolítið. Það væri það mikill svona hiti, það er best að tappa þessu bara af, leyfa að sprengja hvort annan í nokkra vikur. Já, en hann nú samt verið já, og þeir svolítið svona hótað öllu illu gagvart Íran, allt þetta there's more to come og hérna you ain't seen nothing yet og ég veit ekki hvað frasa þeir að hlaða í þarna, bara bæði Trump og hann Rubio og þessi görar, þannig að þeir eru nú kannski tölvöld aggressívar í tali þar heldur en gagvart Úkraínu og Rússum, En getur ekki verið að taktíki sér þá að Íranir komi núna með skottu á milli lappana og samþykki það að bara fella þetta kjarnorkuplan sitt allt saman gegn því að fá að bara vera í friði? Já. Bara þannig loftrásarlega hætti, svo getur við séð til með viðskiptaþingarinnar, kannski eftir 3 ár. Mér finnst það væri ómögulegt fyrir írönsk stjórnvöld að gangast við ekki sérstaklega líklegt, og svona því miður. Og svona kannski tónnin í þessu, það var einhver svona íranskur toppdiplomati sem talaði þetta hérna sem að þeir vilji svo mikið að þeir líka við vilja að það séu laðar niður bara svona deildir í háskólanum og svona hans takeaway var bara eitthvað svona hvað næst meðum ekki opna starffræðibækur þar að segja að það var svo mikið að stöðva íranska þekkingu og svona þessa hluti að lamar að það svona talaðan kröfur Bandaríkjamanna í þessum viðskiptaþingunum sem þá bara kannski gerðsannlega ómögulegt að hérna verða við og þetta sé einhvers konar svona kannski, ég veit ekki, þetta er náttúrulega hérna, samningatækni sem að þessi sjálfskipaði samningasnillingur er kannski eitthvað að hérna nota sem er að ganga allt og langt og bakka svo eitthvað aðeins en þegar þetta er komið þarna þá ég sé ekki alveg hvernig þetta á að geta að spilast við samningaborðið eða til þess að það þyrfti að gerast þá held ég að svona Íranir þyrftu að eiga einhvers konar að geta smíðað einhvers konar sigur narratív þar að segja já að þeir komi út úr þessum átökum sem einhvers konar sigur er ekki bara þeir hafi luffað og gefist upp og gangi nú að samningaborðinu heldur verðið að vera eitthvað við svona enda gangana fyrir þá hvað það er veit ég ekki geti ekki spáð fyrir hvernig það geti litið út en að það þurfi að vera eitthvað svona sem að þeir geti stert sig að hafa náð fram og varist og já, náð að svona standi í hárinu á Ísraelum einhvern veginn og að Bandaríkjamenn þurfi þá að koma til samningaborðsins líka með einhvers konar áætlun sem eitthvað sens sem að er kannski ekki alveg það sem við höfum verið að sjá. Það er ekki að sjá lausn á þessu, það eru áviðum Úkraínu, það áviðum Gaza, það er bara ekki hægt að sjá lausn. Herðu, en Íranir eru hérna, standa svolítið einir í svona sínum heimsluta því að stjórnvöldum í mörgum löndum stendur svona ógnað þeim að þeir eru, þarna er íslamskt lýðveldi og stjórnvöld í öðrum löndum eru svolítið kannski það sem óttast mest er uppgangur slíkra afla innan sinna viðbanda og Íran hefur stutt Hezbollah og Hamas og eru þannig ekki svona vinsalistir í sínum heimsluta. En hvar hafa þeir svona skjól? Kína gekk á milli og hafði milligöngum samninga á milli Sáta og Íran. Íranir hafa verið að selja vopn til Rússlands. Hver eru vinir Írana í heiminum? Já, þeir standa vissulega svolítið einir en það er svona kannski að rússar séu einhvers konar félagar þarna en þannig ólíklegt að þeir fara nú að stíða eitthvað inn í með einhvers konar hernaðaraðstoð eitthvað svoleiðis vegna þess að þeir eru eiga líka í sambandi við Ísrael og við getum kannski
Ok, við vorum að fara hérna líka aðeins yfir hérna svona diplomatískar lausnir á þarna sem eru kannski starffræðilega mögulegar sko, en kannski ekki sérstaklega líklegar og þó, maður veit aldrei en kannski, þú veist, hitt væri kannski sem líka ekkert líklegt að Íran myndi bara svifta hulunni af einhvers konar kjarnavopnum og neyða Ísraela til hérna einhvers konar samningaviðræðna út frá því sem að, þú veist, já Hvernig svifti maður hulunni? Já, nákvæmlega, skilur Senda kjarnorkusprengju á Tel Aviv? Eða eitthvað starf út í einhverja eyðimörk? Já, bara, þú veist, já, eða það sem þá bara gert skýrt að þessu komnar eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki það hafi ekki verið einar sko tilraunir, ég meina það voru Nei, nákvæmlega Bandaríkjamenn uppgötuðu að Rússarnir ættu kjarnorkuvopn út af tilraunum Já Sama á við allt hitt, eða ekki? Einmitt. Já, þú veist að þeir færu þá bara í að auka úran og allt þetta dót svona á fjórföldum hraða hvernig sem það sko, þú veist einmitt að því að við erum alltaf í þessum tímaram að það eru 3 mánuður í í sprengjuna, það eru 3 mánuður í sprengjuna og eitthvað svoleiðis sko og svo er þetta náttúrulega ákveðið leikhús líka sko, þannig að þú veist þetta er ekkert, það er erfitt að svona alltaf fara við staðreyndir þessa dæmi sem að þetta eru líka einhvers konar, já, bara leikrit sem þeir eru að spila þarna og það hefur verið svolítið þannig í síðustu og komið út í stríð sem að hefur náttúru til þess að stigmagnast á óvæntan og óæskilegan máta í raun sko eða þú veist, ok, kannski meira að þú veist að þeir sýnið að Ísraelir geta ekki stoppað þessa kjarnorkuþróanir og eitthvað svoleiðis sko, frekar en að þeir taki eitthvað svona grand reveal á einhvers konar sprengju sko, eða senda hana á Tel Aviv eða hvað sem er sko en hitt er kannski að við sæjum sko að við sæjum stjórnarskipti í Íran og það er kannski líka svona, eða þú veist, við erum kannski í svona tveimur scenarium sem eru einhverstaðar upp í skíunum og við náttúrulega vitum ekkert hvað við erum að tala þannig séð sko en það til dæmis að það sé eitthvað svona sem að Ísraelar sæju sem svona já, þá getur þeir bakað út einhvern veginn eða það væri búið að taka úr umferð íslamska lýðveldið en þú veist hvað það þýðir er náttúrulega algjört kaos og það myndi til dæmis ekki að því við erum að tala um vini Írans, þú veist, það er eitthvað sem að held ég já, enginn af þeim myndi vilja sjá, það myndi ekki henda Rússum vel, það myndi ekki henda Kínverjum vel og það myndi ekki henda Tyrkjum vel sko að fyrir allt í einu að fara að díla við einhverjum ný stjórnvöld og það er eiginlega ómögulegt að sjá fyrir hvernig þau litu út og kannski já, langmestar líkur á því að við séum að horfa það fram á einhverja borgarastyrjöld sko. Og það sé líka ómögulegt að sjá fyrir sér stjórnvöld sem koma fram og ákveða lúffa gagnvart Ísrael og Bandaríkjamönnum að þau stjórnvöld munu ekki endast lengi Nei og það er, eða þú veist, þá get ég ekki sé hvernig við kemst fram hjá einhvers konar skærum innanlands og það er einmitt svona eitthvað sem að fólk myndi líklega ekki treysta sko, en svo erum við kannski, þú veist eins og við erum kannski lendið en að við getum ekki talað um þetta út frá einhverjum svona staðreyndum heldur meira svona, þú veist, að hugmyndin um það að það séu að koma stjórnarskipti og hugmyndin um það að þeir séu kannski með einhvers svona kjarnorkuvopn sem að gætu þetta er, þú veist, þetta getur eiginlega bara leyst sig á einhvern svona hugmyndafræðilegum grundvelli vegna þess að við erum ekki að sjá að þeir geti grandað þessari kjarnorkuáætlun en kannski geta þeir selt sér einhverja hugmyndum að þeir séu búin að stöðvana næginlega mikið þar að segja Ísraelar til þess að geta bakað út úr Íran en þá þyrfti Íran til að stoppa líka einhvern veginn að fá einhverja aðra hugmyndafræðilega svona stig til þess að geta stöðvað sínar árásir og þá hefndar aðgerðir myndi það þá líklega að vera þannig að þú veist við erum alltaf að tala um bara einhverju svona hugmyndir að hlutinni séu leystir þó að þeir verða það kannski ekki Þetta er víða svona orðið að við erum með í Úkraínu og í Gaza og í þessari deilu og fleira það sem er eiginlega ekki hægt að sjá fyrir sér sko góðan endi og kannski bara ekki eins og hægt að sjá fyrir sér einhvern endi heldur að frekar að sko átökin haldi bara áfram og malli áfram sko. Já, ég meina maður er svolítið að sjá það og maður fær svona óþægilega tilfinningu þegar við erum búin að horfa á einhversu stríð í Úkraínu líka sem að var talað um svona
ég man nú ekki hver tímaraminn var sem að Putin sett sér, það voru nokkra vikur eða eitthvað líka sem hann ætlaði að leggja þetta undir sig og klára málið og henda burt nasistum eða hvað var sem hann var að tala sko, og við erum að sjá nákvæmlega sama hérna, þú veist, við erum búin að sjá okkur tímaramma sem 2 vikur, það er búið að undirbúa eitthvað svona Ísraela undir stríðsátöku í 2 vikur og til þess að ná fram álíka og nálegu markmiði einhvern veginn innan Írans sko, þannig að hvað Úkraínsk stríð búin að standa í 2-3 ár? 3 ár. Já, þannig að þú veist þetta fljótt að einhvern veginn verða endalust og þetta er nákvæmlega tilfinningin sem maður fær einhvern veginn og það er bara vont að fylgjast með þessu. Herðu, Kjartan Orri, takk fyrir að koma hingað og tala inn í óvissuna sem er fullkomin. Herðu, en við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim, næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6 100. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og ásamt okkur Oddnýju eru hér aktívistar frá Rauðu regnhlífinni. Það eru Renata, Sara Arnórsdóttir og Ari Lók. Velkomin. Takk hérlega. Sko, við erum svona hingað komin, svona, kannski til þess að byrja á að tala viðburð sem var haldin hérna fyrir viku síðan, rúmri, stripplab. Er ekki stripp bannað á Íslandi? Það er nefnilega mjög áhugaverð lögin sem að eru það. Það er sem sagt að eða atvinnurekandi má ekki gera út á nekt starfsmanna og í rauninni sko þetta hafa verið rosa svona, hvað segir maður? Það er svona túlkun, svona matskennt. Já, rosa mikið sko og það er rosa erfitt að segja, þú veist, ok, er verið að gera út á nekt starfsmanns ef að einhver á stóra sviðinu í þjóðleikhúsinu eða borgarleikhúsinu á að vera nakin í einhverju leiksýningu? Er það að gera út á nekt starfsmanns? Eða ef þú átt að vera nakin í einhverju bíómynd sem þú ert að leiki í eða þáttum sem þú ert að leiki í? En þú veist, að því að það er svona high class eða þú veist, það er svona menningarlegt, hámenningarlegt. Já, hámenningarlegt og hérna að þá er það er enginn að pæli því, skilur. Nema kannski sumir sem alveg bara, ég vil ekki sjá þetta. En, þú veist, fólk líka kannski fer í leikhúsið og veit ekkert að það er að fara að sjá Tippi og Pung. En, þú veist, svo kemur fólk á okkar sjó og það veit alveg hvað það er að fara að sjá. Nefnitt, og kaupir sig inn í það sjóf, akkurat. Og hvernig sjó er þetta? Getur við eitthvað svona líst í Já, þetta er sem sagt svona við erum á súlu og við erum bara mjög vanar í því að vera á súlu. Við gerum rosa svona kynferðislegar sýningar. Við erum með þetta, hvað heitir það á íslensku? Seduction, þú veist, og svona. Og þetta er rosa mikið við að virða uppruna súludansar sem er stripp. Að því að við höfum líka bara reynslu úr iðnaðinum. Ég var strippari þegar ég var í Berlín og fleiri, þú veist, hafa verið eða eru, þú veist, öðru hvoru að strippa eða gera einhvers konar kynlífsvinnu. Þannig að þetta er rauninni bara staður til þess að fagna því að við sjöum til og við megum tjá okkur. Og fagna þessum stíl sem að maður sér að því að dans á, þú veist, strippklúb er allt öðruvísi heldur en, þú veist, ef við erum að tala acrobatic pole eða eitthvað svona, þú veist, þetta er allt annað og að búa til rými sem að fagnar því að fólkið sem að, þú veist, hefur kannski upplifun á iðnaðinum geti stjórnað öllu umhverfinu, þú veist, þú ert ekki með ömulegan yfirmann sem er að taka af þér launin bara fyrir að mæta í vinnuna, þú veist.
þú ert með öryggisverði sem að actually hlusta á þig, þú veist, þetta allt stjórnað af dansurunum sem að vissulega gerir þetta svolítið öðruvísi heldur en þetta svona típiska eða það sem að fólk hugsa kannski sem svona típiska stripp en þetta að fagna þessum hlutum á forsendum dansarana þú veist, þau eru að dansa af því þeim finnst það ógeðslega gaman og þau eru að fá pening fyrir það, þú veist, hversu magnað. En þeir eru ekki raunverulega skilgreiningur eða aðgreiningur frá þessur kynlífsmenningu eða svoleiðis, eða hvað kallast þetta? Bara kynlífsvinnu eða kynlífsvinnu. Eða iðnanum, já. En þið eru samt, þarna ertu samt að segja að þetta svolítið, þið eru kannski aðgreiningur frá einhverjum svona kynlífsiðnaði þar sem á sér stað ákveðið svona arðrán eða svona misnotkun einhver. Kynlífsvinna yfir höfuð svo tabú og það eru svo, þú veist, lögin í kringum þetta eru svo skrítin, bara allt, þú veist, ekki bara stripp eða svona, heldur lögin í kringum svona hluti eru bara ótrúlega skrítin og ekki með manneskjuna, þú veist, jaðarsettu manneskjuna sem að gera þessa vinnu í hag og þá erum við líka að tala eins og sænskuleiðina, þú veist, hún ekki jaðarsettu fólki í hag og það að gera það sem maður elskar að því að vissulega fólk í kynlífsvinnu sem samþykkir að vera í kynlífsvinnu annars það ekki kynlífsvinna, þú veist, ef það ekki samþykki þá það ekki kynlífsvinna og við erum út allan heim að búa til rými eins og stripplab þar sem að við getum tekið þetta allt í okkar hendur og það þarf ekki að vera einhvers konar yfirsjá, þú veist, að því að ógeðslegir kallar, þeir flokkast að því að græða á okkur að því þeir vita að við græðum pening. Þannig að þeir flokkast að því að eins og strippklúbbar og svona, þetta á svo gráu svæði, lagalega, þau vilja ekki bara stíga upp og vernda fólkið og hlusta á fólkið. Heldur vilja þau bara halda þessu svona gráu eða ólöglegu og þá það hættulegt fyrir okkur. Þannig að við erum bara út allan heim, það eru, þú veist, viðburðir á Bretlandi sem heita Sexplicit og Blackstage sem að highlightar, þú veist, bara people of color sem að í strippsenunni. Sem stjórnað af fólkinu, þú veist, að hafa þetta svona cooperative model þar sem þau geta ennþá gert vinnuna sem þau elska og vilja gera en á þeirra forsendum og það enginn að græða á þér, allir splitta bara það svona að þeirra bara kynlífsvinna versus kynlífsþrælkun og mansal þar undir ekkert endilega að því að kynlífsþrælkun og mansal það allt annað þú veist, þetta allt annað og þú veist, þar ekki samþykki en það getur ennþá verið samþykki á þessum leiðilegu strippstöðum þú samþykkir að mæta í vinnu hverjum degi en þú samþykkir ekki ömulegan yfirmann sem að stela af þér og snerta þig og þú veist það eiginlega þrennt, það alveg svona versta sem þá þrælkun og mansal og svoleiðis og síðan svona gráa svæði sem svona leifilegt en ömulegur samt einhver sem að græða og það líka þannig og svo þið það þriðja svona en í þessu rými á þessu gráa svæði þá verður til svolítið svona viðbjörnsleg kúltúr sko, það sem að sko, svona vondri yfirmenn þeir geta gert alls konar í skjóli þess að þetta svona eiginlega bannað og það erfitt fyrir fólk, kynlífsverkafólk og strippara og svo fólk í öðru sexwork að leita rétta síns vegna þess að þau eru einhvern veginn eina vitnið einhvern meintan glæp og eru í leiðinni einhvern veginn að kriminalæsa sjálfa sig. Og bara lenda í einhvers konar gryfju af glæpavæðingu. En við sjáum eins og líka í löndum eins og Nýja-Sjálandi og Belgíu þar sem að það afglæpavæðing, full afglæpavæðing. Þá eru líka að því að svona brot hjá yfirmönnum gerast líka í það sem kallað brothel, við höfum ekkert gott orð fyrir þetta á íslensku en þetta svona rýmið þar sem að margir geta unnið á sama tíma á sama stað og það náttúrulega ólöglegt á Íslandi en undir afglæpavæðingu þá eru sem sagt bara kynlífsverkafólk að stofna sína eigin
sín eigin svona rými þar sem að þau geta verið með öryggisverði sem að hlusta á þau, ekki einhvern yfirmann sem segir nei, þetta er allt í lagi, það má brjóta á þeim, þú veist. Þannig að afglæpavæðing gerir fólki sem að vill gera þessa vinnu kleift til þess að gera hana saman á öruggan hátt og í þessum gráu svæðum að þá getur fólk ekki gert það af því að þá er það lögsótt fyrir að pimpa hvort annað af því að þau eru að vinna saman örugt sem er náttúrulega bara fáránlegt en já, þannig að þú veist að losa sig við þessa yfirmenn sem að leita í að halda úti svona brothel og eru bara að stela launum, bara, já, ok, þú ákvaðast að koma í vinnuna í dag, þú þarft að borga mér 1000 evrur og þú veist, þetta er náttúrulega bara brot og allir aðrir hafa vinnuréttindi sem komi í veg fyrir að svona brot geti gerst, nema kynlífsverkafólk, þau hafa ekki þessi vinnuréttindi, þannig að það má brjóta á þeim og það má hagnast bara endalist á okkur sem er ógeðslegt. Er þetta stórt samfélag, kynlífsverkafólk á Íslandi? Já, ég myndi segja alveg stærra en flestir halda eða þú veist, já. Einmitt. Og það er jafnvel alveg 100% fleira, þú veist, meira fólki heldur en við einu sinni vitum sko. Að því að það er bara líka þessi hræðsla við að segja nokkrum frá, að því að þetta er lítið land, þetta er lítið samfélag og það er alltaf þessi hræðsla að þessi þekki eitthvað sem að þekki mig og þetta minna einhvern veginn fara þú veist, komast. Við höfum sem tekið eftir á þessum síðustu árum og sérstaklega eftir, ég mann þegar við vorum síðast og vorum að tala um þessu OnlyFans svona sprengju, eftir það, þá var eins og það var svona smá múrbrotin í þessu svona tabú. Fólk byrjaði að tala um þetta, fólk byrjaði að hafa samband meira við okkur og ekki þá bara að vera OnlyFans heldur líka að gera kynlífsvinnu í persónu. Og þú veist, við erum oft bara fyrsta fólki sem fólk er að segja frá sinni reynslu og þú veist, við viljum vera staður þar sem að fólk líður þægilega til þess að koma og segja frá og fá líka bara svona samstöðu og svona, já þetta gerist líka fyrir mig eða já þú veist, ég einmitt hef hugsað þetta líka og þú veist, mér finnst þetta þægilegt, mér finnst þetta óþægilegt, þú veist, að geta bara svona einhvern veginn deilt þessari reynslu sem að fólk var búið bara að loka hurð á, bara ég má aldrei tala um þetta. Þið er svona taka vinnufundi, svona eins og við, Oddný Eir, við tökum hérna hádegisfund á mándum, hérna með okkar samstarfsfólki. En ert þú að meina samt, sko, er það að tala um þeir sem að leita til ykkar sem, sko, kunnar? Nei, alls ekki, kynlífsverkafólk. Já, kynlífsverkafólk. Við erum bara til rauðu reglífanum. Já, við erum ekki samtök fyrir kunna. Við höfum lítinn áhuga á að tala við kunna. Við höfum mestan áhuga á að tala við fólki sjálft með reynsluna. Já. En sko, getið þið svona fyrir bara hlustendur og orðundur svona skilgreind að þið segja kynlífsvinna, þetta konsept, þú veist, hvað er einhver einmitt, þið segja þetta er átóldi gráu svæði svona, en er það einhver svona mörk, þú veist, strippið er þar inni en er líka vændið inn í því og hvers konar og hvað? Sko, í rauninni allt sem að með samþyggi, báða aðila, felst í því að gefa kaupandanum erotíska upplifun og þá getur það verið að vera professional dominatrix, það getur verið að selja kynlíf í persónu, það getur verið að vera á OnlyFans eða webcama eða hvaðeina, það getur líka verið svona síma kynlífsvinna, þú veist, fólk sem er að selja bara svona erotískt samtal og svo mikið meira, þú veist, erotískt nudd, allt þar sem að og strippdans, obviously allt þar sem að því veist, það er svona kynferðisleg upplifun fyrir kaupandan. Það er svona tölum við að þú veist, orðið kynlífsvinna er reglífar hugtak. Það nær yfir þannan rosa breiða hóp fólk sem að er samt að vinna, þú veist, þessa vinnu sem að er mjög eða svona samfélagi hefur mikla fordóma gagnvart í, af því það er líka bara ennþá mjög miklu fordómar gagnvart því að vera kynvera og sérstaklega þú ert kona, þú veist, það er bara svona eitthvað, það er ennþá svona og einmitt, þetta sko konur í kynlífsvinnu þar tala margar að það sé einmitt valdefling falin í því að fá að bara starfa við að veita öðrum unað einmitt og það sé
engin minkun í því. Svo er svona feminísk svona alda og við fórum með þið voruð hérna fyrir 2 mánuðum síðan, þá vorum við að fara yfir hérna kvikmyndina Anora, en núna svona hérna, við komum aðeins inn á feminisman þá. Þetta er svona mál sem að klífur feministahreyfinguna. Og það er einhvern veginn virðist ekkert lát á því. Þetta er bara svona algjör polarisering. Finnið þið fyrir því að það sé svona kannski einhver breyting þar á eða þetta er bara stál í stál? Já, mér finnst alveg að sko sumir hafa alveg komið til okkar og sagt bara já, ég var einu svona á þessari skoðun að þetta væri bara allt ofbeldi, þetta væri bara allt hræðilegt og ætti að banna allt og svo fór ég að lesa mér til og sjá hvað þið voruð að segja Ég var þar, persónulega. Já, og þá bara, ok, þá er fólk aðeins að skilja að þetta er flóknara, þetta er ekki svart og hvítt og í endanum á deginum að þá er þetta bara vinna og vinna þarf ekki að vera valdeflandi til þess að eigi skilja mannréttindi eða vinnuréttindi eða réttindi til þess að stofna stéttarfélag, þú veist. Einmitt og við svolítið svona, við höfnum svolítið þessi svona samtali valdeflingu að því að einmitt, við þurfum ekki að vera valdefld ef það er orðið til þess að eða líða eins og við séum valdeflið til þess að gera kynlífsvinnu það má líka bara vera að vinna þín þú veist, það geggjaði ef það lætur manni líða ógeðslega bara empowered, það er bara æði og þú veist, það er bara go for you, good for you en svona empowerment er kannski felst í því að mega velja sér að atvinnufrelsið sé svona einhvers konar við höfum öll þú veist, líkamlegt sjálfræði virðist vera nema kynlífsverka fólk það er svolítið svona búið að lögsetja samþykkið okkar það er búið að segja í lögunum okkar að við actually getum ekki veitt samþykki og það er svo ógeðslegur hlutur að taka í burtu frá einhverjum að því að ég veit alveg hvað samþykki er og ég veit hvað ekki samþykki er, þú veist og það er ekkert feminist við það að taka sjálfsákvörðunarréttin af einhverjum sérstaklega þá jaðarsettu fólki Hvernig myndu þið vilja breyta lögunum? Er þið svona með pælingar þið náttúrulega hafið nóg að snúast bæði við að vinna og svo eru þið með rauðu reglífana sem er svona er það ekki hálfgerð reglíf? Já, en ég meina hvað má kalla það? Hagsmuna baráttusamtök Jú, við viljum sjá fulla afglæpavæðingu við viljum ekki að það sé ennþá glæpavægt þriðja aðila hagnað því það hefur í rauninni þýtt að þú getur ekki ráðið öryggistjónustu þú getur ekki notað hótel til þess að hafa þjónustuna þína í af því að sem að væri miklu meira öruggt. Fólk fer inn á heimilin sín frekar eða út í bíl, eða út í heiðmörk eða þú veist, bara eitthvað staðar það sem fólk sér ekki, það þarf að vera rosa fljótt og líka það að þú veist, þegar þriðji aðili er glæpavæddur að þá er hægt að taka kynlífsverka fólk sem að vinnur saman og sagt nei, þú veist, þið eru að hagnast á hver öðru, þið eru að pimpa hvort annað. Líka bara leigusalar, þetta eru svona hlutir sem fólk veit ekki. Ef að leigusalinn þinn uppgötar eða lögreglan veit að þú ert að gera kynlífsvinnu og lætur leigusalinn vita, þá ber leigusalinn skylda að vísa þér út að því að þú, hvort sem þú gerir kynlífsvinnu heima eða ekki, þá er hann að leigusalinn að hagnast á kynferðisofbeldi gagnvart þér sem þýðir að ef hann vill ekki vera lögsóttur þá þarf hann að vísa þér út og þá ertu orðin heimilislaus og í kynlífsvinnu og þá þarfst að vinna úti í bílum, þú veist, þetta er bara svona minnkar öryggi bara svona alveg stall í stall þangað til að við höfum ekkert öryggi og engin réttindi. En hvað með þarna að glæpa, að það sé ólöglegt að kaupa? Jú, það er akkurat líka vandamál af því að það þýðir í fyrsta lagi að kúnnar verða miklu
meira svona stressaður og vilja ekki gefa okkur neina upplýsingar, vilja bara vera á einhverjum svona rosalega afskekktum svæðum til þess að þú veist, þjónustan eigi sér stað. Já, vegna þess að kynlífsverka manneskjan í rauninni eina vitnið að glæpnum, sko. Já, þannig að þú veist, ef að lögreglan uppgötar að þú ert í kynlífsvinnu í persónu, að þá getur lögreglan vaktað heimilið þitt til þess að ná kúnnum. Og þeir gera það markvisst og að vakta síma, þau eru mjög opin það. Okkur var boðið á málþing vændi fyrir nokkrum árum og þar var lögreglan bara mjög opin að hún að vakta kynlífsverka fólk. Þannig að til dæmis segjum að ef ég væri ennþá að vinna, sem að þú veist, ég hef ekki gert í mörg ár en ef ég væri ennþá að vinna og ég myndi landa í ofbeldi, og ég náttúrulega fer til lögreglunar og kæri það og bara eitthvað hérna, þessi maður braut á mér, þá byrja þau að njósna á mér til þess að fá kunnana mína. Og kannski lögsækja mig fyrir að auglýsa þjónustuna mína því núna vita af mér þannig að þeir geta byrjað að njósna mig. Og þá leita ég til lögreglu út af kynferðisofbeldi en ég labbi í burtu með mögulega kæru á mér fyrir að auglýsa. Þetta brenglað. Þú veist, þetta er ekkert að snúast vernd á neinum. Og það hefur líka, þú veist, kunnarnir sem eru líklegri til þess að, þú veist, ekki hlusta á lögin og samt hitta kynlífsverka fólk eru þeir sem að hafa nú þegar brotið lög, eru kannski frekar til í að brjóta lög aftur og oft eru bara ofbeldisfyllri en annars. Og það hefur verið bara European Alliance for Sex Workers sem sagt búin að rannsaka þetta mjög vel að kunnar sem að eru að kaupa kynlífsþjónustu undir eins og sænsku leiðinni, þeir eru líklegri til þess að beita ofbeldi. Það bara, þú veist, þetta eru kallar sem að eru líklegri til þess að vera með ofbeldisbrot á sér og svona, sem ræðilegt, þú veist. En ef þetta væri þá eins og þið eru að leggja til afglæpavætt alveg, sko, myndi það nokkuð þá eða þetta væri þá auðveldar að kæra þá ef einhverjum ofbeldi, en væri þá líka auðveldar að ná til dæmis þessu svona þrælkunavinnunni, mansalinu. Það hefur sýnt sig, sko. Já, í Nýja-Sjálandi. Já, í Nýja-Sjálandi og núna Belgíu, að það minna sem sagt, kynlífsmansal. Bæði kynlífsverka fólk getur tilkynnt ef það að mansala á sér stað. Þannig það auðveldara að því að þetta meira á yfirborðinu að þá auðveldara að taka eftir því og grípa áður en þú veist þetta fyrir lengra. Það líka tekið meira mark á kynlífsverka fólki undir afglæpavæðingu að því að þegar þetta ólöglegt og svona eins og í Bandaríkjunum við höfum séð fullt af uppákomum þar sem að það mansal og það kynlífsverka fólk sem að uppljósa þetta og það gerist ekki neitt af því að kynlífsverka fólk ómarktækt sem vitni sem absúrd að bara því þú gerir einhverja x vinnu þá á ekki að taka mark á neinu sem þú segir. En ekki finnst ykkur ekki eitthvað svona sláandi þá hræstni hvað gert ólöglegt og hvað löglegt og svona í samfélagi já líka því að þið vitið þið kannski með vitneskjuna hvað þetta þá algengt þannig að þetta ekki bara örfáir sem að nýta sér þessa þjónustu þið með einhver vitneskju sem þið getið ekki þið getið ekki sagt það hér. Nei, en ég meina við getum alveg ímyndað okkur að fyrsta hópur kynlífsverka fólks stór og þið hérna og undir reglífinni samanast sífellt fleiri þá þú veist þá hlýtur að vera kúnahópur þarna á bakvið þannig að hérna maður svona Já, algjörlega, þú veist og það kúnahópar í löndum sem að þetta ólöglegt, þú veist, lögin að þú veist, reyna eitthvað að banna, það hefur ekki gert neitt. Alveg bann minnkar ekki aðsókn, hálft bann minnkar ekki aðsókn, en undir fullri afglæpavæðingu þá höfum við séð að
aðsóknin breytist ekki. Það ekki bara eitthvað, við opnuðum á þetta og núna eru bara allir að kaupa sér vændi. Þú veist, það ekki raunin. Nei, það einmitt. En það talað og feministarnir hafa talað svona normaliseringu á, sko, svona sexualization og kvenlíkama og konur séu eign og tæki og tól fyrir karla og annað slíkt. Patriarki, það náttúrulega svo okkur finnst svo skrítið að svona setja að því þau tala okkur sem mjög jaðarsettan og viðkvæman hóp sem vissulega við getum verið en af hverju þá verið að setja upp þennan hóp sem svona the defenders of patriarchy þú veist, af hverju erum við þú veist, við erum allt illt, þú veist, við erum að vernda patriarki með því að, þú veist, eins og sexualization sé ekki til burt frá kynlífsvinnu. Þú veist, ég get labbað út á götu þú veist, og Renata líka bara í fötum og það samt öskrað okkur, skilur við, það skiptir ekki máli hvort við erum á brjóstunum eða ekki. Þegar ég var 15-16 ára í New York, ég var að verða catcalled þú veist, alltaf. Það var löngu áður en ég fór í kynlífsvinnu, ég var bara ballettdansari á þeim tíma. Þannig að þú veist. En má spyrja ykkur svona af hverju þið fóruð út í þessa vinnu eða þú veist? Já. Er það of persónulegt kannski? Ég vildi bara borga leigu. Mér langaði að ferðast. Ég endaði á því að þjána nóg sem sagt þegar ég var að strippa til þess að geta tekið mér svona gamlársferð með vinkonum minni sem ég bjó með til Amsterdam. Keypti miða á það var sem sagt 2019-2020 keypti miða á sýningu á gamlárskvöld sem var svona burlesk sýning og 1920 svona þema og það var bara geggjað þú veist og ég bara þannig að þú strippaðir til þess að fara á burlesk sýninguna já, þú veist, þú gætir alveg sagt það sko. Það er mjög flott en líka bara já, þú veist, ég ég vildi geta, þú veist, unnið Það er einmitt að þú nefnir burlesk og sko fyrir leikmann þá virkar þetta svona eiginlega bara nákvæmlega eins burlesk og strip þú veist, fyrir utan súluna kannski sko, hvers vegna eitt í lagi en hitt svolítið svona litið hornauga? Ég held að sé í rauninni að því að burlesk hefur verið gert aðeins meira svona eitthvað fyrir kannski fínt fólk með vínglas. Þetta listform á meðan okkar klúrt og það er svolítið, sko, ég man þegar súlu danstímarnir byrjuðu fyrir einhverjum hvað svona, þú veist, 15-20 ár síðan eða eitthvað og þá var þetta samtal sko að við erum ekki, þetta ekki kynferðislegt. Þetta listform eða þetta svona, þú veist, ólympíusport og fólk svolítið svona inclined, ég má sletta ensku, að reyna svolítið að öðra stripp og þetta svona en þegar við lítum á þetta þá þetta, þú veist, rosa mikið að sama dótinu og búrlesk samfélag á Íslandi stendur þétt á bak við okkur og það sem við erum að gera að því að þau skilja að við erum tengd, þú veist, við erum sama listformið, þú veist við komum frá sömu rótunum og það að stripp hefur verið hlutur partur af því okkur burlesk getur verið til, þú veist, það að við fórum hingað þýðir að þau geta farið hingað, þú veist, þannig að þau að gera þetta á baki kynlífsverkafólks og þau rosa opin og þú veist welcoming með það þau ekkert að fela sig senan ekkert að fela sig og segja að þau séu öðruvís en við þú veist að því að þetta erotískt skemmtiefni og þetta hefur líka verið rosa stórt vandamál á milli strippara og þeirra sem stundar súludans en eru ekki stripparar að það var rosa svona algengt hashtag sem að var not a stripper það sem að fólk sem stundaði súludans var að pósta mynd af sér eða myndbandi af þeim á súlu og segja ég sko ekki strippari en
og þú veist, og sumir jafnvel gengur svo langt að reyna að finna eitthvað, þú veist, já, stripp kom ekki úr, eða þú veist, súludans kom ekki úr strippklúbum eða frá strippi, það kom frá, þú veist, indversku eða eitthvað, þú veist, bara vá, þú veist, þetta bara svona eins og að þú mundir stunda jóga og vera bara eitthvað, nei, það ekki frá Englandi. Já. Þú veist, það ekki. Jóga actually frá Englandi eins og Já, þú veist, það bara, það ekki þannig. Og þetta, þú veist, þá komu sko stripparar á móti, byggu til hashtag yes a stripper. Og fóru mjög mikið og hart í það að fræða fólk að, jú, stripparar hefðu byrjað þetta, sérstaklega svartir stripparar sem að höfðu virkilega þróað þetta listform og og það að fólk sem ekki í strippiðnaðinum fái að njóta þú veist, eitthvað sem þau ætti að vera þakklátt fyrir þakklátt strippurum fyrir þú veist, en þetta nú kannski líka í fleiri svona eins og bara í mörgum listgreinum þá kannski sumir kannski í sögunni þeir rithöfundar sem fóru með ljóð fyrir kóngafólk sko, voru svona hálfgerð hirðfíbl og þú veist, voru eiginlega bara að bjarga lífi sínu stundum og svona einhvers konar höfuðlausn og síðan mönnum mikið mun að segja, þú veist, ég ekki að selja mig valdinu, þú veist, það skiptir náttúrulega svolítið máli að skilgreina hverjum þú ert að selja þinn lífskraft og þína list kannski, þú veist, þannig að það og hvernig þú skilgreina, þetta vinna og svo kemur alltaf þetta, þú veist, list að vera listamaður líka vinna en svo það samt, já, en þetta líka bara list, þú veist, þannig að þetta líka alveg, maður kannast við þetta úr fleiri formum og það sem þeir að tala kynlífsvinna, en samt þeir kynlífslista, þetta vinna en þetta líka list. Þetta ákveðin list. En það ekki þar með sagt að þið séu að skilgreiningur einmitt frá, þið þurfi ekki að því að halda að vera íta öllu kynlífsvinnu frá og segja við erum bara listafólk. Því að við getum líka sagt, þú veist, ég í kynlífsvinnu og ég listamaður. Ég í kynlífsvinnu og ég hitt og þetta. Þetta ekki svona mutually exclusive, skiljum við. Og getur verið margt. Við erum fjöldhættir manneskjur. Einmitt, nákvæmlega. Sko, hvað að gerast í Svíþjóð? Það það er stóra spurningin. Já, það er stóra spurningin. Það allir að spyrja sig þessa dagana, hvað að gerast í Svíþjóð? Sko, Svíþjóð á dögunum voru sem sagt að gera ólöglegt að kaupa svona sérsniðið efni á netinu og þá erum við að tala eins og já á OnlyFans en líka á, þú veist, það fólk sem bara að webcama, þú veist, að gera svona live webcam show á kynferðislegan hátt og í rauninni núna búið að banna þetta þannig að þú mátt í rauninni búa til vídeo af þér og selja það á OnlyFans en þú mátt ekki fá svona beiðinni frá kúnna sem segir, þú veist, ok, ég borga þér þetta, ertu til að gera þetta fyrir mig og senda mér vídeoið. Og það sem sagt bannað núna. Þetta virkar svolítið svona eins og mjög illframkvæmanlegt og skringilega svona lagatæknilegt sko, vegna þess að það rosalega erfitt að mónitora samskipti á milli einstaklinga á internetinu. En þetta þýðir að þau eru að fara að byrja að njósna. Þetta þýðir bara, þetta í rauninni að mínu mati bara afsökun til þess að njósna hvað fólk gerir á netinu. Ekki samt bara að þínum að líka hefist Digital Rights Europe og þessi samtök sko. Mannúðar samtök Human Rights Watch bara eitthvað, oh my god, eru þau að fara að njósna á opinberum þú veist, á prívat einstaklingum bara á netinu. Bara á almennum borgurum, skiljur þeir að fara að njósna bankareikningarna þeirra í hvað þau eða peningum, þeir að fara að njósna hvað þau gera á netinu, þú veist, allt þetta. Þetta bara mjög hrikalegt að sjá, þú veist, þetta eru svona valdheimildir lögreglu teknar alveg svona það eru teknar inn á internetið. Já, þetta svolítið svona eins og það sem við höfum verið að ræða vandamáli við forvirkar rannsóknarheimildir. Að það bara sem að verða nú til umræðu sem að á að leggja fyrir á þinginu núna, forvirkar rannsóknarheimildir. Og það eiga nú kannski eftir að koma svolítið niður á kynlífsverka fólki.
að því að við erum með sænskuleiðina, sannarlega, ekki þessa nýju, en vitið þið eitthvað til þess að það hafi verið rætt? Nú höfum við hort svolítið til Svíþjóðar í þessum málaflokki. Sko, Vinstri græn, þau sem sagt náttúrulega duttu af þingi núna síðustu kosningum, en þau voru svolítið að vinna með þetta. Þetta var eitt af þeirra kosningaloforðum eða hvað sem maður kallar þetta. Þau kölluðu klám á netinu, þess að vændi á netinu og alls konar svona og það veri allt ofbeldi. Og að þau vilja koma í veg fyrir vændi á netinu með því að njósna á fólki, en þú veist, þau segja náttúrulega bara, þau segja ekki the quiet part out loud, af því að... Bíddu, nú skil ég ekki alveg, sko sem sagt, þessi sænska leið, nú listi ég að Já, það er í rauninni, Svíar voru að bæta í rauninni sænsku leiðina, við erum náttúrulega fyrir þessa sænsku leið þar sem að við glæpa, það er ólöglegt að kaupa og hagnast á og það, en það er allt í lagi að selja í rauninni. Svíar voru núna að bæta við sig og bæta við löggjöfin og þeir eru komin með svona forvirkar rannsóknarheimildir á internet. Já, en þið voru nú að segja áðan að það væri, þið vissu til að væri verið að njósna nú þegar og... Já, á kynlýsverkum í persónu. Ekki sem sagt, þú veist, þau sem eru tekur þau í rauninni inn á internetið, sko. En byrju, hvernig komum Vinstri græn inn á þetta að skilgreina að öll vinna væri allt klám væri vændi? Já, sko það er þingmaður Vinstri græna sem að virðist hafa mikinn áhuga á þessu og hún vill sem sagt, það er hennar vilji sem þingmaður Vinstri græna eða fyrrverandi þingmaður Vinstri græna að auka refsingar þegar kemur að klámi og það er gert með því að njósna á fólki á netinu. Já, en var það ekki, en alltaf þessi ekki hugsað, nú veit ég ekki hvað, ég ætla ekki að fara að verja það því ég veit ekki hvað en sko, er það ekki hugsað til, eins og þið sögðu án, til þess að verja þá ykkur sem hugsanlega fórnarlömb þessa iðnaðar eða eitthvað svo leiðis? En þá ætlaði ég þá að borga leiguna mína fyrir mig? En þá er líka bara svo gott að, og það sem var ekki gert í Svíþjóð var að tala við fólkið sem að þetta mun bitna á. Það var ekki talað við kynlífsverkafólk, hvorki sem gerða í persónu eða á netinu þegar það kom að vinnu þessi lög. Það var ekki fengið álit og þegar kynlífsverkafólk lét í sér heyra þá var það þingmaður að nafni Guðrún Nordborg sem að sagði og okkur finnst sína svo skýrt, þú veist, raunin á bakvið þessi lög, að því hún sagði að hún hefði fengið fullt af bréfum og skilabóðum frá kynlífsverkafólki en hún efaðist stórlega að þetta væri í alvöru frá þessum jaðarsetta hópi því bréfin sem hún fekk voru svo skýr og vel tjáð og skrifað. Þetta er fárán. Hún sagði þetta bara eitthvað tímann í daginn. Já, í pontu. Nei, þú veist, þetta er hlægilegt. Af því að í alvörunni, eins og kynlífsverkafólk sé einhvers svona spes, ógeðslega bara heimsk og skil ekki neitt og vit ekki neitt og get ekki tjá sig, kunni varla að tala, þú veist. Eins og við höfum ekki alvöru hluti að segja vinnun okkar og vinnuumhverfið. Og þá var þetta bara svona, þú veist, hendum þessu bara til hliðar af því þetta var ekki alvöru kynlífsverkafólk. En var hann ekki svarað alveg? Jú, auðvitað, en hún sagði þetta í pontu og það er enginn að hlusta á kynlífsverkafólki sem að tjá sig, þú veist. Og þú veist, við erum að tala sko, þessi pólitíkusar og þessi ríkisstjórn er ekki einu sinni að hlusta á mannréttindar félög sem sagt þau eru ekki skoða rannsóknir eins og þið nefndu þá eru bara allt sem að bendir til þess að kynlífsverkafólki sé best borgið þar sem að þetta er afglæpavætt og það er jafnvel talað skaðaminnkun í því samhengi sem er svo leitt að því að hvenær hefur skaðaminnkun þýtt við ætlum að gera það heimilislaus. Þú veist, skaðaminnkun snýr öryggi manneskinnar sem er mest jaðarsett og við gerum hluti til þess að auka öryggi jaðarsetta fólksins. Við tökum það ekki í burti og erum bara eitthvað, já, nú ert á götunni, gangir vel, bæ, við höfum gert feminisman í dag, þú veist. En þið hafði alveg þóra sem þetta stripplag, eins og þú varst að tala um þetta er svona á gráu svæði og vera ólöglegt eða löglegt, en þið bara
þið farið allar leið bara og ert bara í stimplið þetta á ból og auglýsið það og... En líka bara, þetta í rauninni, þú veist, gráa svæðið á sér ekki stað þannig séð á Íslandi að því að það búið að banna þessa nekt, en stripplab dansar ekki nakin. Þú veist, þannig að þó að það sé kannski reynt að koma í veg fyrir stripplab show eða whatever, þau ekki að gera neitt ólöglegt. Þau ekki að sýna neitt sem má ekki sýna, þau ekki að gera neitt sem má ekki gera. Það í rauninni bara þetta svona, ég veit að þessi viðkvæmni við stripp eða kynlífs eitthvað svona. Eða bara það að vera svona kynvera, þú veist, og það að vera kynvera publicly og fá greitt fyrir það. Að allt í hennu þá það bara, já, nei, þú ert bara eitthvað fórnarlamb og þú veist ekki hvað þú ert að tala um. En ég var að njóta mín svo mikið að fara þarna upp á svið. Þú vannst eitthvað keppni, sagði ég? Já, það var hérna eftir sýningun okkar, þá fórum við á Midnight Sun Kiki Ball. Fyrir Rec Art, shout out Rec Art. Já, shout out Rec Art, þau eru geggjuð. Og við vorum að labba svona mismunandi categories. Ég vann var það ekki síðasta categoryð, Shake That Ass, og bara mjög stolt af því. She did shake that ass. Já, og ég og vinkona mínar úr Strippla vorum líka að keppa í Sex Siren og alls konar svona sem var bara ótrúlega skemmtilegt, og akkurat vinkona mín úr Strippla vann Sex Siren category. Þannig að þetta var æðislegt og allir bara fögnuðu okkur og það var bara yndislegt að fá bara að vera, fá að labba þangað. Einmitt, og ég fór einmitt með ræðu á þessum viðburði einmitt hérna, það sem að gerast í Svíþjóð, að því að við viljum nota, þú veist, ef við fáum eitthvað svona plattform eins og hér í dag, við viljum nota það til þess að stækka raddir á samfélaginu okkar. Þú veist, það sem að hafa áhrif á okkur, það á að tala það. Þú veist, við verðum að tala það, því ef við gerum það ekki þá skilur okkur enginn, þekkir okkur enginn, veit ekki neitt, og eins og þú varst að tala þú veist, að gera ráð fyrir því að lögin eru rétt. Þú veist, ef við erum ekki að tjá okkur og segja, nei, þetta rangt, þetta að skaða okkur, að þá heldur fólk bara ennþá, já, ég að gera gott með því að banna. En til ykkar í Rauðu reglífunni leita, eins og þið sögðu áðan, það leita mjög margir til ykkar, það ekki? Sem að vilja ekki mitt kannski koma fram opinberlega og vilja ekki tjá sig. Við tökum það á okkur. Já, og það var alveg, þú veist, það tók okkur svolítið tíma að gera þetta opinberlega, af því að það eru hræðilegir fordómar í samfélaginu frá almenningi. Ég vissi alveg að ég væri mögulega að skerða mína atvinnumöguleika, bara, þú veist, og það svolítið svona, en það vill enginn einhvern veginn tala það. Já, en það líka viðheldur svona, þú veist, því að fólk í kynlífsvinnu, það festir þau á stað sem að þeir kannski vildu vera á einhverjum tímapunkti en svo vilja þau hætta. En þá þetta svona stigma sem að svona, lokast inn á mann, sem bara eitthvað, já, nei, þú mátt ekki gera neitt annað. Og svo fólk alltaf, fáðu þér alvöru vinnu. Og svo, þú veist, fær maður sér alvöru vinnu og þau eru bara eitthvað, hvað þú að gera hér? Þú átt ekki að vera að vinna hér eitthvað, hvað viltu? Þú átt að vera bakinu, bara eitthvað, ok, hvað eigum við að gera? Þú veist, segðu mér það. Á ég fá mér alvöru vinnu eða á ég að, þú veist, halda áfram með kynlífsvinnu? En hvað þetta? Hvað, þú veist, þetta? Að því að nú þykistu við vera ekkert engar gríðarteprur svona sem samfélag, þó við séum það sannlega að mörgu leyti, en það ég meina því hér eru kvenréttindi og hér eru hinsegin dagar og hér allt einhvern veginn svona voða opið og frjálst en hvers vegna erum við ennþá þarna? Við erum náttúrulega... þetta eitthvað svona kaþólsk skömm? Eða svona, hvað var það hitt? Þú veist, Ísland protestant, náttúrulega ekki kaþólik, þannig að við erum með þessa hinna skömmina. Já, það ennþá rosa mikið svona purity culture. Og þú veist, við höfum alveg heyrt frá því ekki bara út af kynlífsvinnu, heldur líka út af kynjafræðingum. Eða kynfræðingum. En sko, það sem hvað leiti þá? Þú veist, þegar kynfræðingar hafa farið að fræða og að þá verði fólk alveg brjála að það sé bara verið að tala hlutina. Það verið að kenna börnum að ríða.
í skólunum. Sem absúrt, þú veist, að því að við erum að tala forvarnir og svona, þá, þú veist, við erum mjög skýr á því að það á ekki að horfa á klám sem kynfræðslu. Klám er ekki kynfræðsla, klám er leikið efni eins og bíómynd. Þú veist, við eigum ekki að horfa á klám og hugsa, já, svona ger ég þetta. Við horfum sem fullorðnir kannski á klám til þess að njóta með kynlífi eða í staðinn fyrir kynlífi. Eða til þess að finna út, ég fíla þetta, ég fíla þetta ekki. Þú veist, það bara rosa margir sem hafa nota klám líka þannig. Bara svona, já, ég væri til í að prófa þetta. En flestir vil ég segja, horfa ekki á klám og eru bara eitthvað, já, þau töluðu ekki áður en þau fóru að ríða. Ég þarf ekkert samþykki, þú veist. Já, þetta er líka bara svona eins og við höfum talað áður að kenna, þú veist, tónlistafólki ofbeldi í heiminum að því að þau eru að rappa eða syngja ofbeldi eða tölvuleikir. Þú veist, við vitum að rót vandans fræðsla, þú veist, börn ekki að fá fræðslu vöntunarfræðslu, rótvanda sér vöntun og ekki fjölmiðla læsni. Það vantar það. Þau hafa enga svona læsni í þessa miðla, hvernig þeir virka og þú veist, ekki að taka öllu bara sem heilu sannleik. Það bara fyrst mér vantar mjög mikið. Já, kynfræðingar þau hafa svolítið talað þetta. Og það var auðvitað heilmikil umræða í kringum eitthvað námsefni í viku 6 sem í úlingadeildum í allavega ef þú talar máli þá ert að búa til vandan, ef þú talar vandan þá býrðu til vandan eins og krakkar sé ekki að pæla í þessu öllu nú þegar að því að þú veist tala kynlíf allstaðar, ekki bara í klámi. Það svolítið það sem þið upplifið í rauðu reglífinni að þú veist að fólk kemur til ykkur og þarf á því að halda ræða og miðla málum og svoleiðis, en kannski samfélagið stór hluti samfélagsins vill heldur að ef það talað þetta eða ef það einhvern veginn viðurkennt að þetta sé til staðar að þá sé verið að búa vandamáli til. Þannig að það sé betra að þegja það í hel svona. Já, og það rauninni, þú veist, og við vitum að allt gott gerist þannig. Já, það sem þau vilja í rauninni að við séum ekki sýnileg, sem þýðir að ofbeldi þrífst og það að því að þegar við erum sýnileg það þýðir ekki að við séum að fara út og segja þú ættir að fara að búa til klám. Já, þeir eru ekki að ríkrúta svona. Nei, þú veist, þvert á móti. Ef eitthvað þá erum við að segja fólki að hugsa vel áður en það ákveður að gera eitthvað svona. Já, ég hef oft fengið skilaboð þar sem fólk eitthvað svona, já, ég hef búin að velta fyrir mér hvort ég vera að gera eða þú veist, hvort ég byrja í þessu og eitthvað svona og ég alveg bara svona, okay, ertu með eitthvað hugmyndum hvað þú vilt vinna við í framtíðinni. Já, ég vil vinna í einhverjum skóla eða eitthvað svoleiðis og ég bara, þá mæli ég ekki með því að því að það eru svo miklu fordómar að fólk mun ekki vilja, að skólar mun ekki vilja ráða þig. Þú veist. En myndirðu ekki segja að það væru ekki bara út af fordómunum, skilur heldur ráðulega það ekki líka út frá því að þetta sé líka erfitt, skilur þetta sé að því að kannski að því að rannsóknir hafa sýnt að fólk mjög oft niðurbrotið út af ofbeldinu og út af Já, það er útsett fyrir ofbeldinu, mitt út af lagasetningunni Ég rauninni vara fólk mest við fordómunum sem þau munu fá í daglegu lífi frá fólki sem að það treysti frá það sem þau kölluðu vini eða fjölskyldu fólk sem er bara útilokaðu kannski bara hættir að tala við þau. Það er það sem að mér hefur fundist erfiðast við þessa vinnu. Er ekki, þú veist, shit í kúnnar eða fólk sem, þú veist, kúnnar sem segja eitthvað ljótt við mig. Heldur fólkið sem að mér þótti væntum og treysti að, já, bara vanvirða mig og útskoða mig. Og fara yfir mörki mín, þú veist. Það hefur verið hvað sásökafullt. Og líka bara, þú veist, alls konar hlutir, fólk leifir sér oft að fara yfir mörk kynlífsverka fólks að því mörkin okkar skiptir ekki máli, þú veist, fyrir þeim, fyrir samfélaginu. Það skiptir ekki máli að fara yfir mörk kynlífs, þú veist, og þá er ég að tala ekki bara kynferðslega heldur, bara í samtali. Fólk leifir sér að spurja, við höfum farið á alls konar podcast og viðtöl og eitthvað svona, og stundum leifir fólk sér að spurja okkur absurd hluti og segja absúrt hluti við okkur sem þið myndi ekkert segja við annað fólk að því að við erum kynlífsverka fólk. Eins og það svona sé eitthvað svona afsökun fyrir því að ganga yfir mörk eða svona þú veist, almenna siðferði eða eitthvað svona.
Líka bara þegar þú ert að deyta og ef að fólk veit að þú ert eða hefur verið í þessari vinnu að þá sé það bara svona já, þú veist hefur verið í kynlífsvinnu, þú ert bara til í allt. Já. Ég ætla ekki að spyrja þig hvort þú sért til í þetta eða hitt. Einmitt. Og það kemur líka svolítið inn á feminisman að því að það eru svo margir feministar, þú veist, á Íslandi og bara í heiminum sem að tala kynlífsvinnu á hátt sem að við sjáum svo skýrt þú hefur aldrei talað við manneski kynlífsvinnu. Þú veist, að því að þau gera ráð fyrir því að þú opnar hurðina eða kunnin opnar hurðina og þú bara leggst á bakið og everything goes. Þú veist, það ekkert raunin. Það samtal, maður ákveður hvað maður vill gera, það eru mörk, það borgað, hversu mikill tími. Já, þú veist, þetta constant negotiation, þetta constant samtal sem að byrjar, þú veist, áður en að maður mætir, þú veist, já, hverju ert að leita að því að ég býð upp á þetta, þetta og þetta, ef þú vilt ekki þetta, þá getur þú farið eitthvað annað, þú veist. Og mér finnst svo áhugavert, þetta svolítið það sem ég hef lært af kynlífsvinnu og yfirfæri, þú veist, það þessi mörk, að þekkja mín mörk og að eiga gott samtal við fólk áður en við förum út í eitthvað kynferðislegt. Og mér finnst svo skrítið að fólk ekki vant þessu, þú veist, ég fer á date og áður en við förum í eitthvað þá svona, já, þú veist, hvað fílaru og hvað myndirðu alls ekki vilja gera og þú veist, svo tala ég hvað ég fíla og hvað ég myndi alls ekki vilja gera, þú veist, þetta má ekki. Þannig að rökin það að þetta sé svona einmitt kannski ekki bara út frá feminísku, heldur líka bara svona eins og kapitalism, svona gagnrýni á kapitalisma, þannig að sé verið að selja, þetta sé verið að neysluvæða allt, neysluvæða okkar líðan og kynlíf og gera allt að vöru. Þú veist, þeir eru verulega líka að blásið á það og segja þetta eru bara tengsl eins og hver önnur, þótt að sé gangi kaupum og sölum eins og svo margt. Sálfræði þjónusta, gengur kaupum og sölum eða hvað. Mér líður bara þægilega að tala við sálfræðinginn minn allt sem ég tala að því ég veit að ég er að borga henni, þú veist, ég veit að ég er að borga henni vel, þannig að hún þarf að hlusta á mig. Akkurat. Og það kannski hægt að horfa á einmitt fólki í kynlífsvinnu með sama hætti, það eru einstaklingar sem finnst bara þægilegt að gera það sem að... Eða eru tilbúin að gera, þú veist, einmitt, að því að maður kannski, þú veist, ég alveg með einmitt mín mörk sem að, þú veist, ég með hluti sem ég tilbúið að gera og ég tilbúið að gera fyrir þetta en ekki fyrir þetta og ég tilbúið að gera... Eins og sálfræðingurinn, og sálfræðingurinn myndi segja bara, Arilok, stopp nú og þú ert að fara hér yfir mörk þú veist, við ætlum ekki að láta svona í tímanum. Nei, við getum ekki farið út í kaffibolla. Já, nei, einmitt, oh my god, mér langar á þessi vinkonu mín. En honestly, þú veist, að það hægt að eins og þú varst að gera á það, þú veist, yfirfæra hluti frá öðru yfir í kynlífsvinnu. Þetta ekki eitthvað svona einsdæmi sem ekki hægt að relata við neitt eða tengja við neitt. Ef við förum inn í þetta, þá þetta bara mjög tengt alls konar samskiptum sem við eigum fyrir utan kynlíf, þú veist. Sem rosa, þú veist, skemmtilegt að því að það fær fólk til þess að fatta, vá, þú ert bara manneskja, vá, þetta bara... Þú veist, hvað heitir það þetta bara viðskipti, þú veist. En það einmitt, þess vegna svo mikilvægt einmitt að koma fram og uppfræða og allt þetta. Og ég get sagt fyrir mitt leyti að því að ég tilheyrði þeim hópi feminista sem var bara mjög harður gegn allri kynlífsvinnu. Og fannst sænska leiðin algjör snilld að því að þá gætu fórnarlömbin sloppið við kæru á meðan brotamennir væru alltaf brotamenn. Og ég í rauninni kynntist kynlífsvinnu í fyrsta sinn, þú veist, í gegnum þessa svona linsu. Að því að, þú veist, ég var tengt inn í feminista hreyfinguna í háskólanum mínum á Bretlandi og þar voru rosa mikið af samtölum sænskuleiðina og kynlífsvinnu og einmitt að fórnarlömbin fá að, þú veist, og ég var bara eitthvað svona,
en ef þetta er glæpavætt þá, þú veist, er það gott? Þú veist, gott, þú veist, ef við viljum vernda þennan hóp sem við sjáum sem fórnarlömb, væri ekki betra að fókusa á þau frekar en einhverja kuna og hvað þau vilja, hvað þau þurfa, þú veist, mér fannst það strax eitthvað svona svolítið skrítið, en ég var bara svona, ok, þú veist, svona gerum við þetta. Ok, og svo fór ég bara svona að fræða með hans meira og þú veist, ég leit á meira en bara þetta sjónarmið og þá fór ég að fatta, já, býttu, þegar fólk er að tala sænskuleir, það er enginn actually sem í þessu sem er að tala sænskuleir. Það er bara einhverja konur sem að þekka ekki raunina og þá það kveikti líka á bara eitthvað svona að því pólitíkin mín er rosa mikið svona, við eigum að miða við jaðarsetta fólkið, við eigum að miða við jaðarsetta hópin, við eigum að hlusta á þau, við eigum að lyfta þeim upp, við eigum ekki að þykjast vita betur og tala fyrir þau eða yfir þau og við eigum ekki að gera þau að fordæmi svona svo að hinnar stéttirnar geti haft það betra. Einmitt og þú veist, mér fannst þetta allt bara rosa skrítið og ég var svo glatt að, þú veist, fræðamenns meira og svo náttúrulega kynntist ég kynlífsverkafólki og heyrði að þau voru að tala bara eitthvað, þú veist, og mér langar bara að vera örugg í vinnunni og ég bara eitthvað, nákvæmlega, akkur er ekki verið að hlusta á fólkið og þú veist, að því að ef að Svíþjóð vildi í raun og veru vernda fólk, væru þau ekki bara, þú veist, að kalla til kynlífsverkafólk, þú veist, ok, hvað er ykkar upplifun, rannsóknir, skýrslur, bla bla bla, þú veist, hvað þurfið þið? En í staðinn er það bara svona, okkur langar bara að njósna ykkur, þú veist, what? Já, við viljum bjarga ykkur því þið eru öll fórnarlömb, þau bara vitið það ekki. Já. Og við viljum helst njósna ykkur líka. Og við höfum einmitt fengið þetta svona, það er þetta svona dichotomy, þú veist, hvað er dichotomy á íslensku? I don't know. En tvískinnungur? Já, einmitt, að það er þetta svona kynlífsverkafólk sem að talar og tjáir sig eins og, þú veist, ég geri, eins og Renata gerir. Við erum of mikinn forréttindi og þess vegna getum við tjáð okkur af því að við erum með svo mikil forréttindi og sjáðu allt þetta fólk sem er hér sem hefur engin forréttindi og þú ert bara að tala yfir þau og þá er ég bara eitthvað svona ok, ég var heimilislaust sem unglingur ég er frá bara mikilli fátækt og þú veist, allt í henni svona þú veist, bara það að ég tjái mig og ekki tjái mig skýrt og vel vinnuna mína, upplifunina mína og þennan iðnað þýðir ekki ég sé með of mikil forréttindi og það er ekki að hlusta á mig. Það var annarkvort þetta forréttindi eða fórnarlamb. Já, og þá ertu fórnarlamb og þá ertu of heimst til þess að tjá. En ég get alveg, ég get sagt, það var alveg, það þurfti mannesku til þess að breyta minniskoðun og það þurfti samtal við vinkonu, transkonu frá Glasgow, Traveller, sem að bara góð vinkona og hún þurfti að útskýra þetta fyrir mér af því að hún er sexworker. Og hún setti þetta einmitt svona upp eins og þeir eru búin að gera hérna og þannig að þú veist, ef einhver myndi reyna að segja mér að hún væri með forréttindi og svona brjálæðislega forréttindi þá vísa ég því bara aftur til föður og svona það er þú veist að því að þannig erum við með mjög jaðarsettan einstakling og í ensku samfélagi, ég meina sem Traveller hún kýs að kalla sig gypsy og transkona úr því samfélagi og sexworker sko, og þannig að það... Ég veit ekki að lista hann, hún er með of mikil forréttindi. Það gengur ekki alveg. Nei, en Ari Lógn og Renata Sara, þakka ykkur kærlega fyrir að koma, það er alltaf gaman að tala við ykkur og ég held að við ættum bara að gera meira af því að tala saman og fræða og það er svo mikið meira sem við höfum að segja. Já, við þurfum bara að gera þetta reglu. En má ég bara spyrja, fulltrúar Rauðu regnhlífarinnar og fyrir þá sem ekki þekki og kannski vilja
koma og spjalla við einhverju sem að hlusta á okkur þá það kannski netsíða eða eitthvað Já, við erum á Instagram og Facebook aðalega, svo erum við líka með e-mailin, hann á öllum, þú veist, á samfélagsmiðlunum okkar en við erum alltaf til í spjall við höfum einmitt talað við svo mikið af fólki sem bara eitthvað ég held að sænska leiðin væri bara, þú veist, fyrir fólkið og við bara eitthvað, já, þú veist ég meður og á Instagram þá það bara rauða.reglífin með D í staðinn fyrir E og á Facebook það ég held að sé sama, eða bara rauða reglífin allt í einu með náttúrulega ekki íslenskum stöðum og e-mailið okkar bara rauðareglífin@gmail og bara endilega við erum að gefa fjárhagsstuðning þegar við getum til kynlífsverka fólks í neyð þannig að ef að það þú og þú ert í klandri þá getur alltaf heyrt í okkur þú veist, við reynum okkar besta Takk fyrir Frábært, takk kærlega og tókið við því að það meira hér handan við auglýsingar Samlokubrauð maltbrauð tékkneskt súrdeigsbrauð brauð ársins Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, komið í sæl og blessuð. Velkomin í fjölmiðlaþáttin sem að við hér á Samstöðinni höfum haldið út í allar götur frá áramótum. Það eru tímamót í dag. Ég í fyrsta skipti með blaðamann frá Morgunblaðinu og gaman að því. Síðan hér fulltrúi fjölmiðlanefndar. Við ætlum að ræða traust, falsfréttir, vinnubrögð, hvernig þau hafa breyst í sögunar ás og hlutverk fjölmiðla, stöðu fjölmiðla og hlutverk fjölmiðla og mögulega framtíðina eins og við erum vön að gera í þessum þáttum. En verið velkomin bæði tvö, Skúli Geirdal hjá fjölmiðlanefnd og Ásdís Ásgeirsdóttir, blaðamaður og ljósmyndari. Að byrja á því að spyrja þig hvort séu margir blaðamennar eins og þú þar sem þú bæði tekur viðtölu fólk og myndar að þau viðfengið þín. Ég held ég sé nú bara ein sem í þannig stöðu. Já. Ég þekki engan annan sem tekur myndir líka, sko. Nei. Þannig að lærði blaðaljósmyndin í upphafi, sko. Já. Þannig að skrifin komu svona aðeins eftir á. Já. Þetta eiginlega stórmerkilegt, sko. Ég segi það saman, ég þekki engan sem að í þessu tvennu. Blaðamenn eru vanir að vinna með ljósmyndurum og ekki síst í stórum viðtölum. En hefur þá þann háttinn á að þú byrjar á viðtælinu og myndar svo eða? Já, ég byrja alltaf á viðtælinu. Mér finnst það bara einhvern veginn þægilegra. Ekki nema að sé alveg að fara að skella á kolniða myrkur, þá kannski einstaka sinnum ákvað ég að byrja á myndinni, sko. Já. En það bara, þú veist, þegar maður kannski búin að tala við fólk í klukkutíma þá er maður búin að ná svo svona góðri tengingu við manneskjuna og þá er miklu auðveldara fyrir mig einhvern veginn að mynda einhvern veginn, af því þá er búið að byggja upp eitthvað ákveðið traust og svona, þá næ ég betri myndum, held ég. Ég trúi því alveg. Og til dæmis ef tónn viðtalsins hefur farið einhver ákveðna átt, þá væntanlega reynir þau að láta myndirnar endurspegla það, ekki satt? Já, algjörlega. Já. Ef þú veist, ég ekki að biðja fólk að brosa ef við erum nýbúin að vera að tala eitthvað hræðilega erfiða hluti. Nei. Að þá passar það ekkert við viðtalið, sko. Það minnir mig á það að ég var einu sinni staddur í Varsjá. Það var rétt eftir innrás Rússa í Úkraínu. Og ég var þarna staddur fyrir hönd Fréttablaðsins. Og ég var að tala við þolanda úkraínska konu sem var nýkomin yfir landamærin nema það að þegar ljósmyndarinn minn ætlaði að fara að taka mynda af henni þá sett hún alltaf upp svo mikið bros sem var í engu samræmi við frásögnina annarkvort óöryggi eða eitthvað svoleiðis. Og þá það spurningin ein spurning af mörgum af því að blaðamennska náttúrulega ótrúlega flókið jobb og veldur kannski mikið á tilfinningagreind hverju sinni, sko, hvernig maður bregst við. En hefðir þú þá beðið þessa konu að brosa ekki? Já, ég hefði gert það. Já, þú hefði beðið konuna að brosa ekki.
það var einmitt það sem ég bað konunum að gera en ljósmyndarinn sem var með mér hann var ekki sammála að maður ætti að beita ítökum sínum. Ég hefði kannski sagt sko þú þarft ekki að brosa. Nei. Eða skilur, ég hefði kannski ekki sagt þú mátt ekki, þú veist, ég myndi ekki kannski skipinni fyrir en hérna, eða eitthvað svona eitthvað að prófa eina sem ekki brosandi, skilur við. Akkurat. Svona maður kannski fer svona valega að fólki bara. Já. En já, ég hefði absolutt bara sagt hérna bara tökum eina án, þú veist, án þess að brosa. Já, en það svolítið hjákátlagt að segja halsögu við brosandi andlit. Já. Og líka þú veist það þarf ekkert alltaf að taka myndir fólk þarf þetta ekkert alltaf að brosa á myndum en hérna en þú veist kannski í léttum og skemmtilegum viðtölum að þá alveg gaman að fólk sé glaðlegt að sé ekki hérna þú veist eitthvað næstu í sorgmættasvipinn skilur en flottustu portrettin eru yfirleitt af fólki sem ekki brosandi. Já. Það er bara þannig. Já. Hvað laðaði þig að fjölmiðlun? Já, ég eiginlega svona datt inn í, má segja að ég datt inn í þetta svolítið fyrir tilviljun, sko. Ég hafði reyndar alltaf gaman að taka myndir svona sem úlingur og svo þegar ég var svona að fara að velja mér eitthvað nám eftir stúdinspróf og þá kom nú svona eitt og annað til greina og það var nú eiginlega bara eldri systir mín sem að býr í Bandaríkjunum að hún segir bara allt í einu við mig eitthvað við þetta hvernig væri þú færi bara í photojournalism og ég segi photojournalism, hvað er það eiginlega? Ég vissi ekki eins og það væri fag sko, sem maður ætti að læra. Nei. Þetta náttúrulega 92 eða eitthvað svoleiðis. En svo þegar ég fór að hugsa málið fannst mér þetta bara hljóma mjög vel og þá geti ég samin að þetta að læra bara blaða ljósmyndun en það var náttúrulega líka kent skrif þarna, blaðaskrif og við vorum látið vinna á skólablaðinu og eitthvað svona. Var þetta skóli í Bandaríkjunum? Já, þetta er Kent State University sem nú frægastu fyrir það að það voru drepni 4 nemendur þarna í Víetnamstríðinu 1970 af þjóðvarðaliðinu bandaríska. Þau voru að mótmæla stríðinu og það var eins og núna að gerast í Bandaríkjunum þá kallaði Trump, ekki Trump þá, heldur kallaði forsetinn á þjóðvarðaliðið og í staðin fyrir að skjóta gúmmíkúlum þá bara einhver hluta vegna þá skutuður alveg kúlum og það dói þarna 4 nemendur. Og bera við slysni eða? Ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvað hver var ástæðan en þetta var svona talið vera það sem að gerði svona líka var svona sem að var til þess að enda Víetnamstríðið. Já, einmitt. Fólk var náttúrulega mjög reitt. Já. En þetta svona útudúr. Jú. En já, þannig að ég fór í þetta nám og kom svo bara heim og fekk strax vinna á Mogganum sem ljósmyndari. Já. Og hefur þau unnið alla þinn starfsferil hér á landi á Mogganum? Já. Það má segja það. Hvenær breytist það að þú hættir að taka myndir og færir líka ég sem sagt þegar ég var ljósmyndari þá átti ég það nú alveg til að skrifa smá með þú veist, ég til dæmis fór stundum í svona einhver ferðalög það var ég kannski fór segjum bara á sjó í nokkra daga fyrir Moggan fór á varskip, gerði hitt og þetta svona sem var svona lengri og stærri verkefni og þá skrifaði ég bara sjálf sko. Moggin átti náttúrulega alltaf pening sem að hinir fjölmiðlarnir sérstaklega sko 95 til svona 2000 þá var til ansi góð peningur góð blaðamennska metnaðarfull verkefni og svo fór maður kannski í bara ferðalög og þú veist ég gerði 2 risastóra greinar frá Afríku og það skrifaði ég allt sjálf en ég var svona aðeins byrjuð að fikta við að skrifa en svo hætti ég nú bara Mogganum og snýri mér nú bara meira háskólanámi og endaði svo í master í blaðamennsku því það tókaði eitthvað í mig aftur að Tókstu masterinn upp í HÍ? Já.
held ég væri svona einhvern veginn búið með hann að kapla en svo var ég greinilega ekki búið með hann. Og svo kem ég bara aftur og þá ég ráðin á Sunnudagsblaðið og það, svo bara liðin 10 ár sko. En þá eiginlega snýrist þetta aðeins, þá ég náttúrulega auðvitað meira að skrifa en mynda alltaf sjálf sko. En þú ert jóluslega grjóthörð sko, það er ekki allir sem að myndu nenna að fara borð í skip og harka í slíku. Já, maður var svona, þú veist, á 30-aldri sko. En jú, ég, mér finnst gaman að gera svona hluti sko. Hvað er það sem að keiri þig áfram? Ég held að sé bara áhugin á fólki. Já. Og já, bara mér finnst bara fólk svo áhugavert, mér finnst að þú veist fólk, það er að gera svo margt skemmtilegt og óvænt og skrítið og skemmtilegt sko. Já. Ég til dæmis núna nýkomin úr hringferð. Ég gera þetta líka hitti fyrir að ég bara það er bara mín hugmynd, má ég skreppa eina hringferð og bara ná í viðmælendur út á landi. Já. Og ég fór núna fínt að fara í maí, það var svona ekki eins mikill túrismi og svona. Og þá bara finn ég viðmælendur út um all land og þar finnum maður líka oft fólk sem að gera svo ótrúlega áhugaverða hluti. Já. Og það fínt að ég fer bara ein og ég fer bara með myndæluna og upptöktakið sko. Hvað ertu lengi? Viku. Og gistir hótelum og gistir heimilum? Já, ég bara gisti. Mókin borgar það? Já, ég verð nú að segja, ég nú bara mjög sparsöm fyrir höndmökkans og gisti nú bara já, svona fæ svona afslætti hjá vinn og vandamönnum líka við, eða fæ inni hjá vinn og vandamönnum á hringferðinni sko. Þarna þekki ég hlutverk blaðamannsins. Já, maður ekki, þú veist, ég ekki að gista á einhverjum 5-stjörnu hótelum. Nei. En sko alls ekki. En þú ferðu svona út á land og ertu þá búin að ákveða fyrirfram allt viðmælendasettið eða? Já, svona, þú veist, ég kannski með langan lista. Já. Og svo maður svona að reyna að ná í fólk og auðvitað ekkert allir við. En þetta endaði samt alveg, þú veist, þetta endaði kannski í 15 viðtölum. Já. Og þau svona mislöngum auðvitað. Já. En auðvitað voru ekkert allir heima sem voru á listanum mínum, sko. Ertu þá núna með hráefni, sko, getur við vænst þess að í október kannski fá við viðtal sem þú tókst í? Nei, ég eiginlega, sko, ég búið með eiginlega allt nema kannski 2 svona minniháttar. Já. En það eitthvað að koma núna á næstu 2 vikum. En það búið að koma núna alveg, þetta svona, kannski kemur í svona 4-5 vikur eitthvað í hverju blaði, sko. Já. En október kannski svolítið langt, mér finnst það nú aðeins svo langt að bíða með viðtal í marga mánuði, sko. Já. En reynirðu að segja samfélagssögu á sama tíma og þú segir persónusögu viðmælenda þinna í máli og myndum? Ég held að sé náttúrulega kannski oft sem að það gerist bara sjálfuð sér, sko. Ég er svona kannski meira fókusera á fólki sjálft og þeirra sögu. Já. En svo kannski fer bara eftir hvernig saga fólksins ég meina það getur alveg endurspeglað eitthvað sem að gerast í samfélaginu eða þeirra bæjarfélagi eða hvað sem það sko. Já. Þannig að kannski ég veit það ekki, ég held að þetta er svona kannski svona eitthvað sem maður myndi kannski fyrir eitthvað sjá ef maður horfið tilbaka. Já. Þegar maður, þú veist, ég veit, ef maður myndi rýna í það aftur, þú veist, aftur í tíman, þá kannski, já, þetta var nú akkurat að gerast á þessum tíma. Já. Ég veit ekki hvort ég sjái það svona akkurat á meðan ég að taka viðtölina. Þetta eru yfirleitt bara svona mannleg viðtöl og getur náttúrulega bara fjallað alls konar. Bara... Já. En þarf maður ekki að vera samfélagspólitískur og með einhverja sýn til þess að maður hafi einhvern átt að vita hvernig spurninga þú spyrð, hvernig þú rammar inn, hverju þú sleppir og svo framvegis. Erum við ekki öll samfélagspólitísk við blaðamenn í þessum bransa? Og þar ger ég mikinn greinamun á flokkspólitísk og samfélagspólitísk. Af því þú nefndir áðan þessar nefnendur sem voru skotnir sko. Og ég held að sé ekki að ástæðalausu sem þú nefnir það. Það er einhver réttlætiskennd þarna og það er
einhver samfélagspólitík í þér? Já, ég bara ábyggilega, sko, ég veit ekki alveg hvernig hvað þú ert að fara, sko, með þessar spurningu. Ég kannski að fara í þá átt að ég trú ekki á hlutleysi blaðamanna. Nei. Fagleg hlutlægni aðeins skárra hugtak, en ég held að við höfum aldrei verið hlutlaus og ég held að hlutlaus blaðamaður sé ónýtur blaðamaður, algjörlega gagslaus, hann veit ekkert til hvers hann mætir í vinnu á mótana og mér hefur fundist núna í seinni tíð að þessi sko að starfið sé að breytast og vegna þess hvað það bara erfitt að hanga í bransanum. Störfum hefur fækkað svo svakalega og rekstra hlutskipti í flestra fjölmiðla svo vont að þá held ég að við færumst alltaf lengra og lengra frá þessum meinta hlutleysi. Það það sem ég að pæla. Já. Hvað segir það? Já, ég segi bara sko að mín viðtöl eru bara einhvern veginn oft svo persónleg, þú veist, þannig og ég auðvitað bara reyna að nálgast það bara einhvers konar fagmennsku og alúð og þannig að ég veit ekki alveg, þú veist, hlutleys, ég meina auðvitað bara engin manneskja kannski getur verið 100% hlutlaus. Nei. En allavega svona pólitískt séð myndi ég segja að ég ekki að blanda mikið pólitík inn í eða minni skoðun einhvern veginn inn í viðtölin en þú veist, en eins og þú segir það kannski engin hlutlaus og það ekki þetta auðvitað gæti það verið hvernig maður spyr eða eitthvað, ég veit það ekki sko, en ég er náttúrulega ekkert í hörðufréttunum sko. Nei. Þannig að Hörðufréttunar á Mogganum hafa einmitt verið til umræðu hér í þessum þáttum frá áramótum. Já. Og þú getur náttúrulega bara sleppt í að taka þátt í þeirra umræðu og sagt ég vil ekki tjá mig um þetta eða get ekki tjá mig um þetta. En sko, sumir hafa komið hér bara mjög ánægðir með vendingar í fréttastefnu Moggans og sagt bara nú Moggin bara orðin gagnrýni blað aftur af því að það eru stjórnvöld við lýði sem að Mogganum líkar ekki við og sýnir sinnir aðhalds og eftirlits hlutverkinu með miklum bravúr eins og blaðið hefði nú átt að gera þessa áratugi sem að Sjálfstæðisflokkurinn var í ríkisstjórn og allt það. Já. En aðrir segja að þetta sé hægt að vera blaðamennska, að þetta sé bara orðin einhver sirkus og það er þeim spennt á það að sumir blaðamenn á Mogganum eru flokksbundnir eru sjálfstæðismenn og yfirlýstir hvert þitt teik á þetta ef eitthvert? Já, sko ég veit ekki hvað skal segja en ég meina það eru þetta bara alls konar fólk á Mogganum og alls konar skoðanir og alls ekkert allir sem að vinna á Mogganum eru sjálfstæðismenn. Nei. Það sé bara allir gangur á því þú veist, fólk kannski heldur það en það er ekkert svoleiðis, við erum bara fjölbreyttur hópur eins og á hverjum öðrum vinnustað sko. Ég kannski kýsa að tjá mig ekki um nýju eins og þú kallar það nýju stefnuna eftir að ný ríkisstjórn tók við. Nei, ég skil það en þetta er áhugavert og allt finnst mér þetta að spyrja svona nýra spurninga framtíð fjölmiðla aukin polarisering sem að mér finnst vera og þá nú komið að þér Skúli að leggja spilin á borðið þú varst að kynna fyrir okkur eða þið hjá fjölmiðlanefnd voruð að kynna fyrir okkur skýrslu í síðasta mánuði sem sagði að við svona treystum fjölmiðlum heldur í aðdraganda alþingiskosningarna í fyrra miðað við 21 og það er svolítið talað falsfréttir og annað slíkt en það er meðal annars komið fram í viðtölum við þig og fleiri að kannski sé skilgreiningin á falsfrétt ekki endilega á hreinu ef að byrja þarna, hvað er falsfrétt? Falsfrétti er meira og minna hugtak sem við notum í dag að því við skiljum að þetta er fölsk frétt en það er svo mikil einföldun í rauninni á því sem við erum að sjá í umhverfinu okkar við höfum annað hugtak sem heitir upplýsingaóreiða
og þá erum við að gera greinamun á því verið að beita upplýsingum vísvitandi til að hafa áhrif á þína skoðanir eða eru þarna mannleg mistök. Það er þá falsupplýsingar og misupplýsingar og meinupplýsingar, hún skiptist í þrennt sem er miklu betra en þegar við erum að spyrja í rannsóknum hvort það sé upplýsingaóreiðu þá er ekki vissum að við höfum þennan skilning á þessum 3 þáttum upplýsingaóreiðu og jafnvel er upplýsingaóreiða oft notu sem hugtak bara svona óskipulag í upplýsingum. Þannig að þetta er allt svolítið á reiki. Þannig að þess vegna höfum við notað falsfréttir. En það eins og getur alveg gerst á öllum miðlum er að það geta fara út rangar upplýsingar út af mannlegum mistökum. En það er ekki þessi falsfrétt sem er verið að beita til að hafa áhrif á skoðanir fólks. En upplifun okkar eru þetta svo að við erum að sjá mikið af fréttum sem eru falskar eða upplýsingum sem við teljum rangar eða ósannar. Og það er auðvitað svona viss vandamál sem geta fyllt því í umhverju okkar en það er ekki bara inn á fjölmiðlum, þetta er inn á samfélagsmiðlum, þetta er inn á neti og þetta fyrst og fremst inn á samfélagsmiðlum og neti. Þá förum við inn í spurninguna, gerum við nógu mikið greinamun á fjölmiðli og samfélagsmiðli í dag, áttum við okkur á því hvernig fjölmiðlar starfa og öllum þeim siðareglum og fagmennsku sem það ríkir. Þannig að þetta er þetta vandasamt en þegar við erum komin inn í umhverfi þar sem við sjáum mikið einhverjum falsfréttum og ósannindum það getur dregið úr traustinu á upplýsingavettvanginu sem við erum inn á og það er vandasamt. Eitt dæmi til dæmis varðandi falsfréttir í aðdraganda kosninga, við spurðum út í það hvaða falsfréttir ert að sjá því flesti þátttakendur sögðust að það sé falsfréttir og þetta gat verið eiginlega bara hvað sem er og meira og meina bara það sem ég var ósammála það var falsfrétt bara bullið í honum þarna í þessum flokki sem ég er ekki að fara að kjósa það er allt í einu falsfrétt svolítið eins og Trump sem bendir á allt sem hann er ósammála sem falsfrétt til að draga úr vægin á því þannig að já, þetta er á svona vondum stað en ég myndi segja kannski það sem við höfum verið að gera til að bregðast við því því við kannski getum ekki endilega brugðist við því að við sjáum meira af fölskum upplýsingum eða falsfréttum inn á samfélagsmiðlum en það sem við getum gert er að bregðast við því að leita okkur upplýsinga á traustum stöðum blokka, láta vita spyrja spurninga, gagnrýna hugsunin þetta eru þættir sem við getum lagt áherslu á Ég hef sjálfur meiri áhyggjur af trójuhestum í fjölmiðlum gildislöðnum, fyrirsögnum heldur en hreinum falsfréttum með þér veist það kannski óviðurkvæmilegt en af því þú ert nú gestur minn í dag en bara sem dæmi sko í Mogganum í dag varar við boðun villutrúar biskups er fyrirsögn þarna er engin fyrirvari á því hver sakar hvern villutrú hefði einhvern tímann verið og fleiri dæmi mætti nefna sem að mér finnst núna sko, mér finnst að það hafi orðið ákveðin vatnaskil og mér finnst að sko erindi fjölmiðlana sé að verða skýrara og sterkara þú þekkir þetta, við erum núna að hafa smá áhyggjur af sýn að hérna útgerðaröflin sé að taka sýn yfir eins og hermt er að útgerðaröflin sé með fréttadeild Moggans í vasanum sko og stöð eins og þessi nýtur gríðarlega vinsælda en hefur haft mjög sterkar pólitískar tengingar því er vonandi að ljúka segi ég og það er það besta sem geti komið fyrir þessa stöð og það er alltaf það besta sem geti að mínum að komið fyrir bæði fjölmiðil og samfélagið að það séu engar pólitískar tengingar og séu engin grunur agenda en hvað segir það að svona bara svona í seinni tíð eru þið eitthvað að rannsaka það hjá fjölmiðlanefnd sko þessi trójuhesta þessi ritstjórnarlegu tilfærslur við vorum að ræða hérna núna áðan Moggan hvernig hann breytir ritstjórnarstefnu með nýri ríkisstjórn er þetta ykkar tilfelli? Við í rauninni reynum að bara rannsaka fjölmiðla umhverfið á Íslandi og það er alltaf spurning, alltaf þegar maður fær gögn í hendunar hefur maður með fleiri spurningar og svo oft það sem okkur skortir er sko samanburður milli ára, þannig oft erum við að reyna að draga einhverja ályktanir eða skoða einhverja vísbendingar úr gögnunum eins og við höfum þau, því við höfum ekki þetta gagnasett til margra ára.
En jú, við reynum auðvitað að reyna að setja fingur á þetta umhverfi sem alltaf að breytast og það mikill hraði í því líka og lítil skil á milli. Fjölmiðlar eru að nýta sér samfélagsmiðla til að koma sínu efni á framfæri. Það mikill hraði. Þá myndum og fyrirsögnum auðvitað beitt til þess að ná athygli. Það auðveldar að skilja fjölmiðlinn eftir og að hætta að lesa hann heldur en að skilja samfélagsmiðlinn eftir það sem ég með tengslanetti mitt og afþreyinguna og annað slíkt. Það skýrsla sem á leiðin núna í vikunni frá okkur og þá erum við að skoða hvort að í huga fólks fjölmiðlalandsins séu óháðir í sinni umfjöllun. Okay. Og það mjög athyglisvert að skoða þau gögn við hliðsjón af því hvort fólk hægra megin eða vinstra megin pólitískt. Já, segðu okkur fréttir. Það gríðarlega mikill munur á því hvar í rauninni okkur finnst miðlar vera óháðir eða hlutlægir eða traustir. Já. Og þetta auðvitað eitthvað sem við erum að skoða líka með hliðsjón af því hvernig við sjáum umhverfið í Bandaríkjunum þar sem við erum bara með hægri og vinstri miðla. Við erum ekki komin þangað. En við þurfum auðvitað miðla sem ná til fólks bæði vinstra og hægra megin á spektruminu. En við sjáum til dæmis mikinn mun að RÚV hefur mikið traust öðru megin en dettur svolítið niður listan þegar þú ert farin að skoða út frá hægri pólitískum skoðunum. Minna traust frá fólki sem aðhyllist hægri stefnu. Já, heilt yfir eru vísir og... Hefur það ekki alltaf verið þannig? Já, svo það spurningi, við höfum ekki gagnasætti endilega til aftur í tíman, sko. Þannig að það hefði verið mjög gagnlegt og dýrmætt. Þannig að við erum auðvitað svona að lesa í vísbendingar þarna. Vísir á Bændablaði virast tróna svolítið ofarlega, bæði hægri og vinstra megin. Morgunblaði gríðarlega miklu meira traust á hægri stjórnmálaskoðunum. Þannig að þetta auðvitað áhugavert að skoða allt saman. Sko. En ertu að segja að Vísir og Bændablaði séu með svona jafnasta trú landsmanna? Svona ef við erum að skoða hægri og vinstri, þá eru þeir svona almennt séð hátt uppi. Ekki endilega samt, en RÚV fer alveg í efsta sætið hjá þeim sem með vinstri stjórnmálaskoðanir. Já, skoðar eitthvað þennan fjölmiðil hér, samstöðuna? Já, hann þarna á lista hjá okkur að sjálfsögðu líka. Og ekki bara róttæklingar sem að trúa að samstöðinni? En svo það líka, sko, svo erum við að spurja úti að eru miðlarnir óháðir. Og þá sérstaklega líka ef það eru miðlar sem eru með tengingar til dæmis við pólitíkina þá gæti það sérstaklega haft áhrif á það hvar við metum og þarna. Þannig að spurningin kannski ekki frábærlega orðu hvað það varðar. Þeir miðlar sem eru með beina tengingu við einhverja pólitíska tengingu. Svo kemur auðvitað, það ekkert bannað að vera með pólitíska tengingu ef það bara upp á borðum og við vitum af því. Og þess vegna auðvitað þessi skrá sem við erum með yfir eignarhald fjölmiðla mjög mikilvæg. Og í rauninni miklu heilbriðar að hafa það upp á borðinu heldur en trójuhæsta starfsemi. Það algjörlega þannig. Og ég ekkert vissum að margir viti af til dæmis inn á fjölmiðlanefnd þessi skrá yfir eignarhald á fjölmiðlum sem hjálpar okkur aðeins að átta okkur á því hver á miðlana og þá getum við þetta bara að lesi miðlana með það í huga, bak við eyrað. Og það ekkert að segja að það hafi áhrif á alla umfjöllun á miðli, alls ekki. Þetta athyglisvert að skoða. Á sama tíma sjáum við samt að traust almennt á fjölmiðlum fer upp. Sem ákveðin mótsögn. Já, það svona spurning af hverju það traust ekki að aukast á stjórnvöldum eða dómsvöldum, það aukast á fjölmiðlum. Líka traust á lýðræðinu. Það að fara upp og trú á lýðræðinu sem líka mjög áhugavert í þessu landslæði sem við erum í núna. Við erum að sjá fólk segja okkur í rannsóknum, við erum að sjá falsfréttum beitt til að hafa áhrif á kosningar og við treystum fjölmiðlum ekkert sérstaklega til þess að vera með hlutlæga umfjöllun í aðdraganda kosninga en trú á lýðræðinu fer mikið upp og traust á fjölmiðlum fer líka upp. Þetta mjög fyndið. En á sama tíma það samt einmitt í þessu umhverfi sem við búum í núna með allar þessar falsfréttir. Við sjáum einhvern veginn eiginlega öll gervigreindin að skipa stærri og stærri sess inn á netinu. Ungmenni sem ég tala við eru hreinlega farin að tala erum við að skemma internetið. Þetta bara bottar að tala við botta og það eiginlega engu treystandi þarna inni. Hverju geti þá treyst? Ekki lykilatriði fjölmiðlar í þessu umhverfi? Jú, og ætla að sé kannski þannig að ef ég hef bara eitt fjölmiðil sem ég treysti og halla mér að
og ég hef bara ákveðið að ég ætla bara að trúa upplýsingu sem koma fram í þessum fjölmiðli. Ætli það geti leitt til þess að ef ég tröst til fjölmiðla þá bara segja já, það aðeins meira núna heldur en það hafi verið af því ég er búin að finna mér eitt fjölmiðl til að fylgja. Veistu hvernig? Það getur, þetta allt upplifunar spurningar. Það gætu þetta verið að hafa áhrif á upplifunum mína. Nei, mér finnst eiginlega allir hinni sem ég er ekki að lesa, þeir eru algjört sorp og drasl, sko, en þessi sem ég treysti og les, hann er frábær. En við þurfum þetta að finna okkar miðla, en sjálfsögum myndi ég segja bara að reyna að skoða sem flesta. Og þess vegna höfum við þetta líka áhyggjur af því eins og þróuninu og við höfum séðan að þegar Torg dektur út með Fréttablaðið og Hringbrot, það eru þetta stórmál. Nýjustu vendingar líka hjá Sín. Þetta er mjög fréttnæmt og það er margt að gerast í fjölmiðlaumhverfinu. Og þau eru mörg áhyggjuefnin sannarlega. Það eru áhyggjuefni þarna líka, já. Mér langar einmitt að af því að nefndi fall Fréttablaðsins hann Skúli. Ég var nú að vinna á Fréttablaðinu. Já. Þetta var ótrúlega morgun. Ég var með 4 mál í pípunum og ég var bara í símanum, sko. Það var búið að brjóta eitthvað að efninu mínu fyrir Lögadagsblaðið. Þetta var á föstudegi. Þegar bara fundur og neyðafundur, skyndifundur og 5 mínútur seinna þá bara liggur fyrir að það verður ekkert blað. Það verður ekki fleiri blöð. Og ég gleymi aldrei, sko, þessum tilfinningu. Fyrst voru það persónlegar og ok, ég er naturlaus. Og þarna var nú þegar búið að fækka ansi mörg störf, en svo fór ég að hugsa samfélagið og ég bara hugsaði með mér, já, skildi eitthvað koma í staðinn og það hefur ekkert komið í staðinn og þarna er risastórt sár, gat í íslenskri þjóðarsál að mínum mati. Náttúrulega það er ekki gott að við séum bara með eitt dagblað sem kemur út eins og Moggan, ábyrgðar náttúrulega hluti ykkar en mikill. En mér langar til að spyrja þig núna af því að sumir þóttu sjá einhverja þórðargleði upp í hádegismóum og hvernig leið ykkur, hvernig leið þér þegar þú heyrðir að Fréttablaðið kemur ofta? Ég man bara fyrst, maður var náttúrulega bara hissa og svona, já, þetta var auðvitað bara svona sjokkrandi frétt. Já. Þú verður ekki glaðst í þínu hérsta? Nei, ég held að það hefði nú ekki verið þannig, sko. Nei. Þetta var náttúrulega stór samkeppnisaðili og það var náttúrulega svolítið skrítið að hann sé bara farinn á einu degi. Já. Ég meina, sko, þú veist, ef ég hugsa bara þú veist, mig, eða það sem ég er að skrifa, að þá náttúrulega var alltaf Helgablaðið og ég var náttúrulega með Helgablaðið og þetta var náttúrulega svona ákveðið kapplaup, sko, hver nær, þessum aðila í viðtal. Þú veist, við erum oft að tala við fólk sem er að gera eitthvað, aðalleikarinn í dag eða hvað sem það er og ég meina stundum var Fréttablaðið búið að ná viðmælanda, ég ringi kannski á þriðjudegi og segi, nei, ég er að fara í viðtal í Fréttablaðið bara. Fréttablaðið skúpaði þig? Já, og svo náttúrulega. Og stundu skúpaðir þú Fréttablaðið? Ég veit það. Þannig að og svo einstaka sinnum sem var náttúrulega alveg hræðilegt kom það fyrir að við vorum kannski með sama viðmælanda, þú veist, af því að viðmælandin svona gleymdi að segja manni að síðleysi viðmælanda. Að hann gleymdi að segja manni að hann var líka búin að fara í viðtal hjá Fréttablaðinu, sko. Og þá var þetta kannski viðmælandi sem hafiði haga af því að viðtali væri tekið. Já, þetta var náttúrulega mjög slæmt. Þetta eru skítalar, sko. En fólk er ekki kannski endilega viljandi, það bara átta sig stundum ekki á því. Þetta er ekki endilega eitthvað illa meint hjá viðmælandanum, sko. Nei, kannski ekki. Það er einhvern veginn þekkir ekki alveg umhverfið og bara, já, ég var bara beðin að koma í við, þú veist. Þannig ég er nú ekki að dissa viðmælendur endilega, en varðandi Fréttablaðið, þá var þetta svolítið skrítið að já, hvað var það allavega Sunnudagsblaðið og Helgablað Fréttablaðsins, að þá datt þessi, auðvitað, samkeppnisaðili bara datt út og já, þetta er bara sérkennilegt, sko. Og þannig að en ég veit ekki þú veist já, maður satt á kannski meira einn af viðmælendum eftir það en ég er ekkert að segja þessi betra. Nei, og það er alveg gild spurning hvort sko pólitísk ritstjórnarstefna Moggans í fréttum gæti verið svo sem að hún er núna ef það væru fleiri dagblöð að keppa við það. Og ég get sagt það bara á svona einn skinni að þegar maður er í sem harðastri samkeppni við aðra, þá vinnum maður best. Þegar maður er að berjast upp á líf og dauða við keppinaut af öðrum fjölmiðlum, þá kemur langt best út úr því.
en maður getur hallað sér aftur og bara strokið ístruna og hérna það engin annar sem að veita mér hérna aðhald, þá svona frekar líklegt að það bitni á afurðinni og bara við getum spilst ef við erum ekki á tánum af samkeppni. Ég held samt að blaðamenn Morgunblaðsins séu á tánum. Þú veist, ég meina það bara mjög mikið fagmennska hérna og fólk að vanda sig og hérna þó að vanti fréttablaðið þá ekkert verið að slá af held ég að reyna að hafa gæði í vinnubröðum. Nei, það kannski taka svolítið mikið pláss þessir blaðamenn eins og Andrés Magnússon og Stefán Einar kannski svona úr fjarska finnst manni stundum eins og allir séu eins og þeir en það náttúrulega ekki þannig eins og bendir á en sko ég svona velta fyrir mér þessum niðurstöðum sem að þú ert þarna að kynna hvernig maður að ráða í þetta við erum allavega sammála það Skúli að ef sko daginn sem að fólk vænti ég, að daginn sem að fólk hættir að treysta fjölmiðlum þá hafa skapast kjör aðstæður fyrir populistana og stórhættulegt fólk til þess að vaða uppi og sölsa undir sig lýðræðið ekki satt. Ég vil ekki horfa upp á þann dag sem við hættum að treysta fjölmiðlum. Það alveg klárt mál og ég held að í þessu öllu saman þá þurfum við að opna dálítið meira dyrnar gagnvart almenningi hvernig fjölmiðlar virka af hverju ættu við að treysta fjölmiðlum að við skiljum hvaða vinnsla fer í fréttirnar og þar vinni margt og fjölbreytt fólk en ekki kannski bara þessi andlit sem við sjáum einna helst fyrir hvern og einn miðil. Þetta skiptir allt saman máli. Samstaða miðlana líka, þeir séu ekki að því þeir eru í samkeppni líka og þá hættan auðvitað að þeir fara að tala hvern annan niður og við fyrir svolítið að éta þetta umhverfi að innan í samkeppni bitan á markaði, í samkeppni viðtöl eða áskriftir eða auglýsingatekjurnar. Það auðvitað vont. Það vont þegar við sjáum pólitíkina tala niður fjölmiðla sem að fjalla á einhvern nátt eða veita þeim aðhald í þeirra störfum og tala jafnvel að beita sér og taka styrkja fjölmiðlum að því þeir eru óþægilegir eða sinna hlutverki sínu. Við sjáum til dæmis eins og á þessum skala yfir fjölmiðlafrelsi í Evrópu að við erum ekki að staðsetja okkur alveg nógu vel þar. Hröpum svolítið niður þann lista. Það eru auðvitað að því að við erum ekki alveg að gæta nú vel að þessu umhverfi hér þegar við sjáum stóra miðla þetta út af markaðinum. Við þurfum svolítið að líta inn á við hvernig erum við að tryggja það að blaðamenn á Íslandi geti sinnt sínu starfi, að séu öruggi sínu starfi, sé ekki að fá á sig ákæru hérna að því ég var að fjalla eitthvað málefni og svo þarf ég allt í einu standi í dómsal til þess að verja mál mitt og hef ekki kannski endilega miðlina að verja mig. Þetta áhugjefni. Það áhugjefni hvernig við tölum almennt fjölmiðla og þeir eru svolítið að narti hvern annan. Þannig að við þurfum svolítið öll saman held ég bæði við sem erum að vinna í rannsóknum á fjölmiðlum, þau sem eru að starfa inn á fjölmiðlum í að reyna markvisst að efla traust á fjölmiðlum. En ekki ónefnd sko mesta ógnin sem stafar að blaðamönnum og blaðamennsku sem bara fækkun blaðamanna? Að sko það hlýtur að skapast freistni vandi hjá þeim fáu útvöldu sem verða eftir í staðist að séu sko mörg hundruð manns mjög öfluga ritstjórnir eins og á okkar gósen árum, við getum farið hérna áratugi aftur í tíman og borið saman tíman að tvenna þá þetta orðið svo mikið hark að það hlýtur að vera freistni vandi. Blaðamenn ekkert heilagar kýr, þeir eru ekkert sko held ég sterkari siðferðislega á svellinu heldur en annað fólk. Það getur skapað svo hætta að þeir fari í einhverja átt til þess að vernda lífsbjargir sínar eða bara til þess að hafa áfram lífsbjargir og með þessari fækkun sem orðið hefur þetta ekki alls stærsta vandamálið? Þetta mjög stór vandi að sjálfsögðu. Laun ekki há og við ræðum þetta mikið ég ræði þetta mikið með nemendum í fjölmiðlafræðinni í Háskólum Akureyri og það eiginlega krafan farin að vera núna á að blaðamaður þarf að geta gert margt, hann þarf eiginlega að vera kunna eitthvað í umbróti og hann þarf að kunna eitthvað í ljósmyndun og hönnun og það alls konar pakki tæknilega hliðin, við erum tæknimenn okkar eigin þætti í útvarpinu og svo framvegis og sama tíma eru launin ekki glæsileg
á sama tíma hef ég áhyggjur að því hvort ég að fara að lenda hérna í einhverju kulnun eða ég að fara að lenda með stórfyrirtæki á mig inn í dómsal eða betra fyrir mig að leita í eitthvað annað starf. Þannig að sjálfsögur þetta gríðarlegt áhyggjefni og sérstaklega þegar fólk sem að mennta sig í fjölmiðlafræðum eða blaðamennsku horfir í önnur störf. Við viljum auðvitað að þetta fólk geti unnið við sitt fag inn á íslensku fjölmiðlum. Já, mikil atgerðisblæðing núna bara fyrir skemmstu við stjórnarskipti og svo hefur líka alltaf vanist því að það sé bara í lagi og komið tilbaka, ég veit ekki hvort það er rétt. En Ásdís, hvað eigum við að hvað finnst þér þessa umræðu? Heldur við séum næmari fyrir því, viðkvæmari fyrir því að víkja frá góðum gildum blaðamennskunar á tímum eins og þeim sem við erum að upplifa núna heldur en svona góðaristímum þegar var miklu meiri peningur inn í bransanum, þegar áskrifenda fé var töluvert, þegar auglýsingafé lag ekki lengur út fyrir, var ekki byrjað að leka út fyrir landsteinana eins og núna önnur hver krónu. Þetta eru stóra spurningar. Já, hvað segir, hvort við séum næmari fyrir hvort starf blaðamann sem sé viðkvæmara núna heldur vegna þess að það steði að svona rekstralegar og ógnir í víðari mæli, kannski ekki á ykkur á mokkanum, þið þurfið aldrei að óttast að komi launum mánaðamót en það eru nokkri fjölmiðlar sem geta ekkert verið vissir um það. En það er náttúrulega fer enginn í blaðamennsku til að vera ríkur sko. Þetta nú held ég svolítið svona hugsjónastarf, þú veist, fólk fer í þetta áhuga, þú ferð ekki til þetta eða ætlar eitthvað ég myndi verið í einhverju öðru starfi, mér langaði að vera rík sko. En já, ég veit ekki alveg hvað skal segja. Nei. Svo snýst það kannski líka bara blaðamennina sjálfa þeir sem að skrifa fréttina og við sjáum það náttúrulega í kommentakerfum og öðru að við erum svolítið að ráðast á þann sem að flytur okkur fréttina eða skrifaði fréttina. Skjóta sendibúðan eins og það kallast. Já, og það er kannski líka þetta kannski ekki einmitt, ég alveg sammálaður að maður fer í þetta starf af hugsjón meira heldur gróðasjónarmiði en það er kannski það að maður hafi einhverja bjargir og einhverja varnir þegar árásirnar byrja að dynja á manni bara einfallega fyrir það að vinna vinnuna sína. Ég held að ég hafi farið í þetta starf á sínum tíma. Mín fyrsta blaðamennska átti sér stað 1984. Ég held að ég hafi farið í þetta starf til þess að hafa áhrif. Til þess að geta hakað við eitthvað sem að mér varst ekki nógu gott í samfélaginu og ég vildi benda á það. Þannig að ég held að það hafi verið samfélagspólitíkin sem rak mig áfram. Mér finnst líka stundum þegar við erum að ræða starf blaðamannsins og við erum að tala um þetta sé illa borgað og vinnutíminn sé erfiður og maður sé alltaf í vinnu og svona. Við gleymum samt svolítið ofta nefna hvað þetta er sko dýrmætt jobb og hvað áhrifin af störfum blaðamanna geta orðið mikil. Til dæmis þegar ég skrifa frétt sem að verður til þess að maður sem að misnota börn vistaður í fangelsi og þá ekki hættulegu börnunum árabil, þá bara líður mér rosalega vel. Og það er alls konar svona element sem eru í blaðamennskunni að við höfum í rauninni aðgengi af öllu fólki innanlands og erlendis. Þetta er ótrúlega forréttinda staða og mér finnst sko margt alveg sérstaklega eftirsóknarvert í starfi blaðamannsins sem við tölum alltaf lítið við tölum of mikið neikvæðu hliðarnar, hvað launin séu lág og vinnutíminn erfiður og rekstrarumhverfið og allt það. Þetta ekki sammála þessu, Ásdís? Jú, og svo auðvitað til dæmis eins og í mínu starfi og ég vel náttúrulega mína viðmælendur mjög oft bara sjálf. Já. Að, þú veist, ég auðvitað hef, þú veist, ég get valið að, þú veist, taka viðtöl við fólk sem að mér finnst kannski muni, eins og þú segir, hafa einhvers konar góð áhrif, opna augu fólks, fá fólk til að vera svona aðeins sjá aðra hliðar. Og þetta er auðvitað ákveðið svona, já, ég veit ekki, vald. Þetta eru völd. Já, þetta eru áhrif. Ég get tekið viðtal við flótta fólk, transfólk, alls konar fólk sem í samfélaginu sem að, og veist, ég get alveg hugsa, vonandi hefur einhver lesið þetta og hugsa, já, heyrðu, þetta nú ekki svo slæmt fólk. Eða skiljið, þú veist,
að mér finnst alveg gaman að reyna að opna augu fólks fyrir ólíkum bara þjóðfélagshópum og sérstaklega þegar er svona, þú veist, mikið grimmd oft í samfélaginu, til dæmis bara varandi innflytjendur og svoleiðis, að þú veist, það er allir settir undir sama hatt oft. Þetta er bara, þá er líka svo gaman að sýna allt fólkið sem er að gera bara frábæra hluti og eða er í minnihlutahópum. Þú veist, ég reyna alltaf ég reyna að passa mig á að taka þannig vitul alltaf í og með, sko. Það er þetta hugtak sem er ekki ólítið talað sem er sko constructive journalism og það eru ekki talað bara það að vera alltaf einhverja jákvæða fréttir eða bara skotti sem er í lok fréttatíma heldur við séum að finna hennan uppbyggilega vingil á fréttum og þetta eru þetta mjög dýrmætur vingil og þegar ég var í fjölmiðlum og eiginlega þegar ég hlustaði tala hringferðina þína þá fór ég að hugsa nú langar mig að fara aftur að vinna á fjölmiðli því að þetta er ótrúlega dýrmætt og bara þegar maður er á þessari ferð það var líka, maður kom eiginlega líka með sko raskati fullt af sko efnum í næstu ferð bara af samtölum fólkið, myndu svo að tjekka hann bjössa þetta næst, hann byrjar að búið til ís hérna og þá er maður komið með fleiri sögur maður er að lyfta fólki upp það upplifir að það sé einhver að taka eftir því sem það er að gera að það skipti máli fyrir samfélagi, drífur þau áfram þannig að þetta svona konstruktiv, svona uppbyggilega sín því meðan við erum með meir og minna fréttirnar í kringum okkur neikvæðar þá missi ég líka að trúa þeim ég get ekki boðið mér upp á þessu nútíma samfélagi að vera að horfa á fréttatíma sem eru bara neikvæðir og með kannski einni krútfrétt í lokin við þurfum meira af svona uppbyggilegum fréttum til þess líka að lyfta trausti. Svo reynir blaðamennskan á óbúslega margt hún reynir á næmi, hún reynir á tilfinningagreind það er svo margt valið sem á sér stað, ekki síst þegar þú ert að taka viðtöl í hvaða átt er ég að hlusta nógu vel í hvaða átt getum við farið og mér langar aðeins vinnubræðarlega svona þáttur, svona umræðaverðin og alltaf svolítið kaotísk, hún er svona bland í póka fer út alltaf vantar stundur svolítið fókusinn en eitt af því sem að mér langar þeim að ræða við þig áður en við ljúkum þessum þætti sem verður nú að gerast innan örfára mínúta það er til dæmis sko leyfirðu þínu fólki að lesa yfir viðtölin? Já, sérstaklega ef þetta eru svona stærri viðtöl sko. Og ef fólk segir eitthvað í viðtölinu sem að það áttar sig á því að kemur því illa að það hafi sagt en þú veist samt að það er rétt leyfirðu því þá að breyta því? Sko, ég lendi nú bara ekkert mikið í akkurat þessu sko ég verð nú bara að segja það fólk er kannski meira svona bara kannski örlítið að vanda betur málfarið eitthvað svoleiðis en mér finnst nú ekki oft að fólk taki út einhverja heila skoðun eða eitthvað svoleiðis sko en þannig ég get eiginlega ekki tekið dæma því sko Leifur fólkinu að ráða fyrirsögninni? Nei En er það eina sem er svona háheilagt í viðtalinu? Þú ræður, annað getur fólk snikkað aðeins til. Já. Þú veist að það er líka til þeir blaðamenn sem að segja, nei, ég bara, ég get lesið upp yfir þig svona, þú veist, en þú átt ekki að fá að, það er ég sem er sérfræðingur í þessu og ég veit betur en þú hvernig á að skrifa á rammin þetta viðtal. Sko, að því ég er náttúrulega, þetta er svona mest svona mannleg viðtöl og persónleg. Já. Human interest. Þá finnst mér einhvern veginn að þegar að fólk lesi yfir að sko fólk er ekkert að breyta miklu. Nei. Þetta er stundum bara eitthvað ein og ein setning sem það vil taka eða bæta við eitthvað. Já. Í flestum tilvikum er mjög lítið breytt. Já. En það sem er kannski breytt er þá oft bara til batnar. Af því að fólk segir, já, ég gleymdi að ég ætlaði að segja frá þessu má ég bæta þið inn í, já, fínt bara og þú veist, en ég hef ekki oft, eða ég held ég bara aldrei upplega það að viðtalið verði eitthvað verra þó við komum til að fá eitthvað aðeins að pota í það. En þegar umræðir harðari fréttaviðtöl og viðkvæm og umdeild mál eru þið þá með sömu reglu
þeir sem eru í fréttunum á Mogganum og við á fréttablaðinu að við litum ekki þannig á sem að viðmælendur okkar ættu nokkurn rétt á því að fá til dæmis tölvupóst með tilvitnunum en þeir áttu rétt á því að við myndum lesa upp fyrir þá í síma hvað þið haft eftir þeim merkingar. Já, ég bara þekki ekki alveg hvernig fréttadeildin vinnur þetta en ég held að stundum það sé lesið upp einhverja tilvitnanir í síma sko. Já, einmitt. En ég hef bara ekki spurt þau. Nei, þú ert í annarri deild. Já, ég er bara í svona mýgri málanum og Akkurat. En ég meina ég hef líka alveg tekið viðtöl bara við stjórnmálumenn og það er bara engin, þú veist, það er bara ekkert sem þeir vildu breyta. Eða skilur við, þannig að þetta er ekkit En sumpart er svona er efni í beinni útsendingu og þáttur eins og þessi sem algjörlega ókliftur, við klippum aldrei neitt efni, það eiginlega alveg saman hvað gerist þótt þú myndir skella vaskflöskunni þarna á rauðaborðið og við færum að þurrka upp vatni þá myndum við sennilega bara ekkert klippa það að sumpart er þessi tegund af fjölmiðla efni svo sannasta en dýftin hins vegar sem að er í þínu djópi og að snurfusa og fókusera og struktúrera að það er náttúrulega mest að vinnan það er mest að vinnan að skrifa þetta sko og reynir á þar færið tækifæri til fagfræði og merkingar sem að er erfiðar að gera svona í beinni útsendingu ekki satt. Jú, algjörlega, ég meina ég hef líka tekið dagmáls viðtöl og það eru þetta allt öðru í þessi form menn það er ekkert klift hjá okkur heldur og maður þarf í raunin að byggja upp viðtalið kannski af allt annan hátt að því maður veit að þú veist að þetta er bara sendt út eins og en ég náttúrulega að taka viðtöl bara og svo og þau eru líka oft mjög löng sko, ég kannski er hjá fólki í 1,5-2 tíma sko síðan þarf ég að vinsa úr því og aðalatriðin og búsla saman og þetta náttúrulega tekur alveg heilan dag allavega, stundum 2 einu sinni var ég að vinna á Tímanum hér sunnan heiða og ég var sendur í að taka helgarviðtal við Hrafn Gunnlaugsson, kvikmyndagerðarmann og hann vildi endilega að ég kæmi á laugardegi og ég var svo sem ekkert ánægð með það en ég ákvað að koma og ég held ég hafi áætlað tíma frá 10 til 11 á laugardagsmorgni að taka viðtal við Hrafnin og heimili hans í Laugarnesinu nema það að ég fór þaðan út klukkan 6 eftir 8 klukkustundir og stundum hefur maður lent í svona gíslingu sem blaðamaður. Þú er ekki geta satt stopp? Það var svolítið erfitt fyrir svona ungan og óreynda blaðamann á norðan sko, komin þarna inn til hins mikla leikstjóra inn á heimilans. En þetta er auðvitað líka bara kunst sko, að hvernig ætlar að, þú veist, ég menn ef ég veit er að fara að skrifa eina síðu þá er ég ekki að láta fólk tala í klukktíma. Nei. Af því þú veist, ég reyni svona að ef ég veit þetta er opnu viðtal þá má það alveg tala samt helst ekki meir en svona rúman klukktíma því það er bara svo erfitt að vinna úr margar klukktíma viðtali tímafrekt. En veistu Ásdís að því hér var nú að tala samstöðu blaðamanna það sem ég finnst skemmtilegast við þennan þátt okkar hér er að það búið að vera gaman að kynnast þér við höfum aldrei hist, það er ekki rétt hjá mér og og ég hef svona aðra mynd á Mogganum við að kynnast þér og heyra hvernig þú vinnur og það er ágætis lærdómur að vera myndur á það að það sem mest er talað er ekki endilega mest lýsandi fyrir ástand stóra fjölmiðla. Nei. Þannig að ég þakka þér kærlega fyrir að koma hér að rauðaborðinu til okkar og vera gestur í fjölmiðla þættinum. Takk fyrir að bjóða mér. Já, óskar alls besta í framtíðin er ekki rétt skilja hjá mér að þú sitt á fyrsta degi í sumarfrí. Jú. Ég er í flutningum og þannig að ég er bara að fara heima að pakka í kassa. Já. Og ég er þér sem viðmælanda mjög þakklátur fyrir að þú í sumarfríinu þínu komir sem gestur og það minnir mig og þig kannski leiðin á það hvað við eigum allt alla okkar vinnu undir öðru fólki að fólk sé tilbúið að koma og spjalla við okkur. Kannski bara kann ég ekki segja nei.
Og það sé eins með viðmælendur þína þegar þú ringir í þá. Já, svo hugsa maður stundum líka. Ok, ég líka að reyna að fá viðmælendur og það sem betur fyrir að segja nú svona flestir já, en hérna, á maður þá sjálfur að segja nei. Hérna. Þú ert að hugsa svipað á ég. Þegar kemur fyrir að einhver fjölmiðill ringir í mig og biður mig að koma í viðtal sem ég langar ekki til þess að taka þátt í, þá hugsa ég stundum, you have to practice what you preach. Þú veist bara, hvað er það ef við ættum sjálf að sitja hjá? En allavega Ásdís, kæra þakki fyrir komuna. Takk. Skúli, það búið að vera gaman að fá þig. Hvenær myndu hérna kynna svona formulega þessa skýrslu með þessum áhugaverðu niðurstöðum sem að varst að nefna? Þetta er bara eins og allt hjá okkur að það eru fáar hendur sem eru að vinna mörgu verk, þannig að þetta kemur nú svona í seinni hluta vikunnar myndi ég halda skýrslan. Ég er bara í umbroti núna, ég er fjölmiðlafræðingur og grafískur hönnu, þannig ég sé alla grafíska vinnu og umbrot fyrir okkur líka, þannig að þetta er svolítið eins og fjölmiðlastarfið, maður þarf að geta gengið öll verk. Ég veit. Ég kann ekki umbrot, en kannski þyrft maður að læra það. En nú þurfum við líka að læra á gervigreindina. Já, ég er aðeins byrjar að nota hana, eins með ykkur. Já, svona mjög lítið, sko. Já, það er nú bara efni heilan þátt myndi ég segja, en ég myndi segja við viljum byrja að vinna með hana, við þurfum að byrja að vinna með hana og kunna á hana, við þurfum að hætta þeir sem setja varnagla á gervigreindina, við sem á móti nýsköpun og tækniframförum, það er ekki þannig, við þurfum að hafa varnagla á henni og við þurfum að móta okkur stefnu fyrir það hvernig við ætlum að vinna með hana, áður en við vöðum og stað og dælum hann inn öllum okkar gögnum. Það nýjasta með gervigreindina er að hún hafi skrifað einhverja ræður sem voru fluttar á eldhúsdeginum. Menn hafi séð sko stílíst hérna, þetta verður hálfgerð leðja sko oft sem kemur frá gervigreindinni. Hún er náttúrulega ekki með nef fyrir stíl oft sko. Og hérna ég sé þetta í skoðanagreinunum núna, bara ef við förum að skoða merkin þá er þetta í skoðanagreinunum sem við erum að lesa mjög mörg merkjum það að gervigreindin hafi skrifað hana texta og er þetta þá skoðanagreinin mín eða var gervigreindina búið það til fyrir mig? En svo er það nú annað að ég hef nú skrifað helling af greinum fyrir þjóðþekkt fólk sem ghostwriter. Þannig að á undan gervigreindinni var fólk eins og ég sem að skrifaði greinar og ræður fyrir fólk í háum stöðum sem að hérna, fekk til sín ghostwritera. Það er önnur sag. Það er staður og stund fyrir allt sko, að fá náttúrulega aðstofa sig, við erum með gagnrýna hugsun á hana og gera hana sínu, það er nauðsynlegt. En frábært að fá okkur bæði tvö í heimsókn, kæra þakkir fyrir komuna og ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur því þátturinn heldur hér áfram eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Við erum hérna stödd á Víkingaháttíðinni staddar á Víkingaháttíðinni í Hafnarfirði og hún er nú búin að vera í sko bara mörg ár ef ekki 10 ára og ég er að koma hérna nú bara fyrsta skipti í ár, oft búin að ætla mér að koma og ég bara alveg hlessa hvað þetta er svona magna mikið af áhugaverðu handverki og fallegum klæðum og skemmtileg dagskrá, þannig að við ætlum að reyna að taka nokkra tali hérna. Birkir heiti Örvarsson. Og hvað og berð þú eitthvað svona víkinganafn líka eða? Nei, ég ger það nú ekki. En þú ert alveg í fullum svona skrúða í tilefni þessar hátíðar og ert bara búin að vera hérna virkur allan tíman? Já, ég er búin að vera í þessu alveg inn 20 ár sko. Þannig að þetta er ég er búin að vera lengi í þessu sporti sko. Og er þetta sport, eða út á hvað gengur þetta? Getur þú sagt okkur það svona? Já, þetta er náttúrulega bara fólk sem hefur áhuga á menningu og bardagslist víkinga svona í grunninn og lifnaðarháttum og við njótum þess að koma saman hérna á sumrin og slá upp tjaldbúð og eiga góða daga saman sko og Og eru þið ekkert að vandræðast svona, þú veist að sumir segja víkingar hafa verið hálfgerðir villimenn og
og svo eru útrásavíkingarnir og svona sem tók upp þetta nafn, þið ekki láta það eitthvað, þú ert búin að vera í þessu 20 ár og þú bara heldur þig við þína merkingu? Já, nei, það er ekki neitt. Ég held að þetta sé einhver þjóðsaga sem bara byggð á einhverju rugli, sko, að víkingar hafi verið grimmir fantar, sko, held ég, sko. En náttúrulega, veist, fólk á þessum tíma náttúrulega, veist, það væri svolítið bagalegt að segja að allir séu einhvern veginn, sko. Allir frá Vopnafirði séu bara skarvar, sko, út af einhverju, sko. Ég veit ekki, sko. Allir með Vopnafirði beri vopn, til dæmis, já. En er hátíðin það, hvað á eftir, ert þú að berjast sjálfur? Ég hef gert það, en ég hef nú ekki verið í ár, sko. Við erum með ansi metnaðarfullt starf, sko, á veturnar og það eru bardagaæfingar, sko, og bogfimæfingar líka og svo erum við líka með svona handverksdaga, sko. Þannig að það er mikið starfsemi í félaginu og til að fá að berjast hérna á hátíðum þá þarf maður að ljúka svona held ég 12 eða 14 æfingum yfir árið, sko, til þess að fá að vera með, sko. Er þetta einhvers konar svona víkingaskóli þá? Nei, bara félag, sko. Félag, sko. Og hvað heitir félagið? Rimmugjúgur og Rimmugjúgur er nafni Rimmugjúgur er hérna úr Njálssögu og var öxi Skarphéðins Njálssonar og ég held að merking orðsins sé í raun, sko, einhvers konar bardagatröll eða þess konar, sko. Og þú ert með það merkir ekki hálsinn? Jú, við erum með svona þetta merki félagsins, sko, og allir sem hafa verið teknir inn í félagið fá þetta að lokinni smá svona reynslutíma, sko. Þetta er hálfgerð svona innvígsla þessu leið, þú víist sem Rimmugjúgur. Já, víast inn í félagið og þeir sem að gera það þurfa að sverja dýran eið gildi og bræðralag félagsins, sko. Og við spyrjum einnar spurningar að lokum, sko, núna þegar það er svona svolítið aukin þjóðernisvakning, sko, í kannski svolítið öðrum skilningi, það er kannski svolítið svona vondum pólitískum skilningi, kannski verið að loka landamærum og svoleiðis, að hugsa Ísland fyrir Íslendinga, þannig, hvað finnst þér það, svona? Ég tek ekki afstöðu til þess, sko, ekki verið hönd félagsins, sko. Nei, ég meina að þú sem einstaklingur, finnst þér það eitthvað svona kasta skugga á ykkar, sko, félagskap? Já, nei, ekki beint, sko, en við erum almennt séð ekki við erum svona frekar frjálslynd fólk, sko, og tökum ekki afstöðu með einhverjum rassistum og nasistum og slíku, sko. Það er ekki allavega vil ég ekki standa þar, sko. Og hérna er einmitt fólk svona hvaðan er úr heiminum, sá ég þegar ég kom hérna síðast. Við eigum hérna vini sem að koma hingað, sko, frá öllum heimshornum, sko. Þetta er alþjóðlegt áhugamál og hérna eru víkingar frá Norðurlöndunum og Evrópu og meira þess að veit ég víkingar frá Ástralíu. Þannig að þessi áhugi á víkingamenningu teygir sig allan heim, sko. Það er bara mjög skemmtilegt. Það er þörf á því að finnst þér að minna á þessa arfleifð? Já, sjálfsögðu. En þetta er náttúrulega bara eins og annað, bara fólk hefur áhuga á svona lifnaðarháttum og það er náttúrulega að gera að ekki bara láta sér dreyma eitthvað, heldur bara framkoma það.
klæða sig í búningi, þetta alveg glæsilegu búningur, pingi, já, föt, já, fyrir ekki, já, föt, bara klæði, þetta hör og ull og leður, og Gerum okkar föt sjálf og allt þarf að vera svona handgert og ekta. Og silfrið líka. Hjartans þakkir fyrir að spjalla við okkur á Samstöðinni. Takk fyrir. Góða skemmtun. Áfram. Óskar Engling Birgisson. Og ert þú í fyrsta skipti hérna á þessari vikingahátíð? Nei, fyrsta hátíðin sem ég mætti á var 1995, akkurat hérna á Víðistaðatúni, 30 ár síðan. En þá var ég nú bara aðalega svona að skoða og vera með. Og er þetta svona fjölskyldan öll komin í vikingabransan? Já, ég raun og verið kynnt í konunni minni í þessum félagskap og við erum búin að vera saman núna í 14 ár. Við erum með 4 börn og barnabarn og fleira, þannig að það er allir í þessu. Er þetta svona bara, þetta er ekki bara sport, er þetta bara lífsstíll? Í raun og veru, já. Það eru margir í þessu bara fyrir bardagan, bara fyrir handverk, bófemi og svo er bara flestir fyrir félagskapin. En hvað er svona, út á hvað snýst, sko, þetta er einmitt þetta sem hún nefnir og svo er það þessi fallegu klæði og minnast þessar arfleifðar. En lífsstílinn, út á hvað gengur það, ef þú getur eitthvað svona lýst í? Sko, náttúrulega fyrir utan félagskapin, þá er þetta aðalega að við erum að reyna að fara eftir sögulegum heimildum og það sem hefur fundist í fornleifa uppgröftrum. En svo flestir af þessum hlutum sem við erum að selja hérna eru hlutir sem eru á söfnum og eru þá endurgerðir af okkur og mikið af handverksfólki hér hefur í raun og veru rannsakað og fleira, margir úr fornleifafélaginu eru hér og þannig að þetta er svona, já, eiginlega við ferðumst erlendis og við erum svona félagskapur saman að gera þetta sem að gera þetta skemmtilegt. Og hver er svona trúin, finnst þér, sko, hvert er mikilvægið, þú veist, að setja þessa gömlu hefð í tengsl við einhvern veginn okkar tíma? Sko, okkur finnst mikilvægt að sagan og þekkingin, kunnáttan við það sem þetta gamla handverk og hvernig þetta var sé viðhaldi. Og það er hluti af áhugamálunni í þessu hjá okkur. Og maður sér að hérna er ákveðin svona gömul hugsun sem að mitt nýtist okkur kannski í dag, það er svona pínulítið sjálfbærni eða svona fullnýting og nýtni. Akkurat, og það eru einhverjir, veit ég, sem eru með bóndabæi og við höfum verið með mikið af vöru frá bíli og reyna að gera svona sjálfnýting af leggjónum eins og úr lömpum og gerum flautur og það er hægt að nota skinninn og við erum að reyna að sína fram á það þarf ekki alltaf, þetta er sérstaklega eins og fyrir börnin hjá mér, yndislegt að geta sleppt símanum og tölvum og sjónvarpi í viku. Svona endurnýja finnst mér þetta þægilegir alveg í 2 mánuði eftir hátíð þegar það er svoleiðis. Það er mikil svona tengsl við náttúruna finnum maður hérna bara í jurtalitunni og er það í einhverju og kannski matfælaframleiðslunni, er það almenn svona náttúruverndar hyggja einhver, finnst þér, tengja þessu? Já, að miklu leyti. Við reynum alltaf að nota, við erum aldrei með til dæmis, við erum að reyna að passa að vera ekki með neitt plast, engan svona þannig mat, við reynum að gera þetta sjálf á kvöldin erum við að elda öll saman, sérstaklega þegar við förum að hátíðir erlendis þá erum við að elda öll saman, reyna að gera þetta svona eins og þetta var og reyna að minnka svona, já, allt þetta rusl og neyslu sem að er alltaf að viðhaldast. En það er líka greinilega bara þessi svona samfélagshugsjón samveruna eða hvað, að gera samvinnuna. Já, samvinnu, eða meiri tíma með fjölskyldunni, með vinnunum, ekki alltaf bara vinna, fara heim, hvíla sig og fara svo aftur að vinna. Þetta er svona reyna að vera í kringum fólk og margir sem hafa komið hérna inn eru svona einfarar en er ekkert miklu einfarar hér sem að manni finnst alltaf rosalega gaman að sjá. Okay. Kæra þakki fyrir spjallið. Já, ég heiti Salka Jóhannsdóttir og ég er hátíðarhersir og er skipuleggjandi hátíðarinnar ásamt Jönu Arnarsdóttur og hér er Jökull Tandri Ámundarsson í Jarl Reymugíjar og í öðrum störfum Dalveragóði hjá Ásatrúarfélaginu en það er ekki hér. Ég var einmitt að spyrja þetta áðan hvort það væri alveg svona beint tengsl á milli Ásatrúarinnar og ykkar. Þetta eru í sjálfu sér algjörlega aðskilin félög. Reymugíjar hefur alltaf haldið sig fyrir utan trú og pólitík svo að byrja að skilja
og hérna en við höfum hins vegar átt mjög gott samstarf við Ásatrúarfélagið. Við til dæmis mætum á Sigurblót hjá þeim á sumardeginum fyrsta og höfum verið þar með skemmtun bæði handverk og handverk, leiki, dans og söng og svo hefur verið að elda mat fyrir þau líka. Þetta náttúrulega skarast þessi menningarheimar og við erum að fletta í sömu ritum og þau, þannig að það er alveg gott samstarf þarna á milli en bara almenn virðing. En okkur var sagt að þetta væri svona, ef við hefum áhuga allum að gangi í þennan félagskap, þá þurftum við að vera samþyktar og er það þá af ykkur? Já, það getur rauninni hver sem gengið í félagið og tekið þátt í handverki og bardagaæfingum og bogfumæfingum og borga nýlega gjald sem þá fyrir sem við notum þá til að borga aðstöður eins og til dæmis leigu á brautum í bogfumusetrinu og núna til dæmis aðstöðu innandyra fyrir bardagaæfingar í Björk íþróttahúsi og svoleiðis og bara svona annars slíkur kostnaður. En svo annað ef þú ert búin að vera ákveðið lengi í félaginu og búin að taka ákveðið mikið þátt, sýnir virkilegan áhuga og vilja til þess að taka þátt í stjórnun félagsins til dæmis og bara svona vilt vera í rauninni, vilt mæta á aðalfundi og kjósa stýringu félagsins að þá samþykkjum við fólk inn í rauninni svona þann innri hóp sem að tekur stýringuna á félaginu og það eru Það í rauninni stungið upp á fólki á þessum þingum og þeir eru svo teknir fyrir á aðalfundi félagsins og ef að þeir eru samþykktir af stórum meirihlutafélaga þá erum við með inntökuathöfn þar sem að þeir sverja eið við félagið og í skiptum þá fá þeir þetta hálsmenn hérna sem er merki félagsins, það er breið öxi með útgröfnum Þórshamri í blaði og gylltum þríhyrningum og svo eru líka til vinaaxir fyrir þá sem að hafa verið okkur góðir yfir þessi 28 ár sem að félagið hefur verið að störfum og bronsaxir fyrir vinafélög og fleira sko. Ég spurði svona í gríni eiginlega áðan eða svona gríni og fúlustu alvöru hvort það væri sko nokkuð inntöku skilir að vera með blá augu því að vill svo til að allir sem ég teki við til veru hérna með blá augu er það ekki? Nei, alls ekki og hvort sem að þú ert bláeygður, brúneygður með skollitað, hvítt, svart eða rautt hár þá ertu alveg velkominn og það sama gildur þá sem að taka þátt í þessari hátíð. Við til dæmis erum með eina hérna frá Ástralíu sem að er dökk á hörund og er alveg velkominn og hver annar. Þið viljið nú ekki tengja ykkur við neina pólitík svona núna í þjóðernishyggjunni og... Alls ekki og við erum eins og áður nefndi bara þvert á móti því að taka pólitík inn í þetta yndislega samfélag okkar og höfum stundum lent fyrir barði á svona hægri sinnuðum áhuga mönnum ef við köllum það og reynum bara að passa okkur að vera alveg þar fyrir utan. Þetta er ekki vettfangur til þess að koma með einhverja réttlætishyggju eða vera í einhvers konar holier than thou framgangi. Við erum, einu skilyrðin til að vera tekin inn er að bara vilja vera í félaginu, taka þátt í starfinu, hafa áhuga á víkingatímanum, hafa áhuga á handverki eða bardaga eða bogfimi og það er bara það eina sem skiptir máli. Ef þú vilt vera með og taka þátt í því sem við erum að gera, þá ertu bara velkomin. Þessi lífstíl, þetta er svona mikil samvera, þetta eru svona kynslóðirnar saman og bara er það svona helst lífstílinn svona þessi samvera? Þetta er mikið fjölskylda áhugamál, það er náttúrulega alls konar útilegur í þessu, við ferðumst landið, ferðumst milli landa, gistum í tjöldum og það er eldað yfir eldi og það er til dæmis, við erum með alveg bara kokka sem er að finna upp hvernig maður eldar dýrindis máltíðir yfir varðeldi í gömlum stálpottum og þetta er alls konar rosalega áhugaverðir hlutir sem er að finna upp og gera. Ég er spennt á Tandra því að hann er einmitt. Ert þú kokkur? Ég er matreiðslu og framreiðslu meistari eða mennt þannig að ég hef verið aðeins í þessum göflum en er enda búin að delegera það frá mér þar sem ég sitt nú í stjórn félagsins. En forvörður minn orðaði nú á sínum tíma sko að þetta var athvarf fyrir brotnar sálir sko. Fólk sem hefur ekki haft samastað annar staðar, ekki fundið sig í öðrum áhugamálum hefur oft komið til okkar og við lítum svolítið á þetta sem svona valda fjölskyldu, ef það mætti orða það þannig. Aldursbilið er allt frá nýfæddu upp í nýrætt og það eru bara öllum tekið jafn velkomið og ef einhver sést ekki í 5 ár og kemur aftur þá eru bara fagnaðarfundir sko. Og þessi hátíð vill nú svona vera
kölluð ættarmótið á íslenskum víkingaskala sko. Er þessar hátíðir bara, víkingahátíðirnar, er það alltaf hérna í Hafnarfirði eða er það líka út um land? Setið upp þorpið svona annar staðar? Sko, þessi stóra víkingahátíð er bara hérna í Hafnarfirði. Þetta er víkingahátíðin í Hafnarfirði, þetta er heimili Rimugýjar. En svo eru aðrar víkingahátíðir um landið, til dæmis á Þingeyri og svo eru Gásir í Akureyri sem eru miðaldahátíð. Svo förum við ofta á aðrar hátíðir eins og Galdrafár á Ströndum og það sem við erum smá svona með lítið auka horn og og bara ýmsar aðrar svoleiðis og svona viðburður og við höfum verið á bæjarhátíðum um all land í bland, ekki alltaf kannski reglulega en svona hingað og þangað á og til. Það er helst að nefna írska dag á Akranesi sem voru vinsælt stoff fyrir okkur hér á árum áður. Nú Akureyrar að vaka orðin vinsæl staðsending fyrir okkur þar sem að Veðurfölnir, nýtt víkingafélag á Akureyri, hefur hafið störf og eru hérna með okkur í ár. Svo höfum við verið hérna kannski svona mest á suðvestur horninu en það hefur alveg frest af okkur á Egilsstöðum og viðsvegar landið sko. Og við fórum núna aftur til Vestmannaeyja í svokallað upphitunarhátíð hérna fyrir í sumar og okkur var tekið með fagnaðarlátum bara 10 árum síðan sko. Og finnst ykkur verið svona vakning núna fyrir eða svona meira einmitt þegar það svona áhersla á kannski náttúruna og vera nýtnina og sjálfbærnina og svona nýta það sem í umhverfinu, þá kannski meiri stemning fyrir ykkar starfi? Já, það alveg, það má alveg segja það sko, fólk farið að svona vilja kannski mæta á Jarðtengi sig aðeins meira og ganga hérna berfætt á túninu og njóta sín bara í náttúrunni og þegar við erum með svona okkar serimóníur hérna á milli þá það bara voðaleg kyrrðarstund og mikil virðing fyrir mannfólkinu og náttúrunni sko. Og náttúrulega mikið af þessum handverkshefðunum að fara svolítið svona aftur í grunninn að leita að hvernig hlutir voru gerðir í gamla dag, hvað gat fólk gert með járni og beini og steini og þú veist, alls konar hlutum. Og það eru margar tæknir sem hafi fundist leifar af frá víkingatímanum sem ennþá verið að nota í dag því það var einfaldlega besta leiðin til að gera hluti eins og að vefa efni og ýmislegt sem hefur bara verið gert eins í árna raðir og það svona að finna þetta er það sem var hægt að upplifa bara á einfaldan hátt og nota náttúrulega efni og við erum alveg mjög svona reyna að vera mjög strönga því að vera ekki með plast og polyester og notum ull og hör og þess konar, náttúrulega efni og annað slíkt þannig að það mikið tengist alveg þarna á milli. Tala nú ekki þegar við hittum á einhverja víkinga sem eru með einhverja sérkunnáttu eins og tvær sem við kynntumst út í Færeyjum í fyrra, ég man nú ekki hvort að það hafi verið danskar samt en það kennt okkur sem sagt seglasaum sem við erum svo búin að nota til þess að búa til 3 yfirsegl hjá okkur sem má til dæmis sjá seinna og það var bara gert á einni helgi í tvígang og þá voru við komið með 2 ný yfirsegl og fólk bara furða sig á því hvernig þetta er allt saman hægt svona. Svo eldsmiðin, það heilmikið eldsmiði, stóri físibölgir. Við getum nú mest takkað Akurnesingunum og Þingeyringunum fyrir sína kunnáttu við því, þeir eru búin að kenna yngri kynslóðunum hérna sko og búin að mæta hérna náttúrulega bara frá upphafi víkingahátíðar svo gott sem að ég veit sko. Þegar ef allt fyrir til fjanda sem sagt og bara svona heimur þessi tækni þá ágætt að sé einhver með grunnþekkinguna. Já, fólk búið að vera að grafa upp þessu gömlu tækni og við getum gert ýmislegt til að koma okkur af. Þetta alveg ágætis staður til að vera og fólk að þekka. Við eigum allavega góða líkur á því að lifa af Ragnarök ef það svo til kæmi sko. Kæra þakkir fyrir. Sjá hvort Árni fá ekki að pröfa. Eitthvað í því. Takk. Herðu, þú ætlar að skjóta. Ertu örfend eða réttend? Örfend, sko. Örfend? Það ekkert mál. Þá stendur þú hér, snýr beint að mér, og gerir aðeins meira bil á milli fótanna. Þú verður að vera stöðug. Þarna hvað. Herðu, þetta er bóginn. Vá. Er ég með hann í þessari hægt? Já. Vinstri, já. Það er flottur. Ég hægri. Vá, hvað er fallegur. Býðum með þennan. Höndin þarf að vera svolítið sterk og svo færðu ör á strenginn. Svo vil ég fá 3 putta hérna undir og ekki snerta örina neitt. Hún veit alveg hvað hún er að gera. Hún veit hvað hún er að gera. Svo vil ég fá olnbogann upp og aftur. Og svo máttu bara sleppa. Okkar kona er aldeilis að standa sig. Þetta er hér á samstöðinni rætast draumarnir. Hér er Árni að skjóta ör
undir dyggri leiðsögn. Sjáu þið okkar konu. Sko, þetta var beint í mark. Hér sjáu þið, já þið sjáu þið nú ekki öll, en hér hún Oddný Eir að skjóta úr boga og hún sigurreif. Rosalega langar í svona boga. Og þá ger ég bara eins og með alla krakkarna sem koma að skjóta. Vel gert. Þakka þér fyrir. Oddný, hvernig er tilfinningin að hafa? Þetta rosalega skemmtilegt. Ég eiginlega bara alveg húgt sko núna einhvern veginn. Og þetta svo fallegir bogar, handgerðir og sko sjúklega skemmtilegt verð ég bara að segja. Þannig að þá maður loksins búin að finna sitt sport. Hvað heitir bandið? Bandið heitir Krauka og ég heiti Guðjón Rúdolf. Og Jens Vilji Petersson og Axel Strím eru félagar minnir í þessu tríói sem erum hérna á Víkingahátíð í Hafnarfirði. Þeir eru með gíur, lýrur? Já, þetta eru sko gömul hljóðfæri eða eftirlíkingar af gömlu hljóðfærum og beinflautur og allt sem við gátum hugsanlega fundið sem geti verið frá þessum tíma og sínum tíma. Og við erum búin að vera svona hangandi í hérna Rimmugíu síðan í 2000 þar sem við vorum á Grænlandi saman. Þeir hafa fundið ykkur í fjöru á Grænlandi? Já, þetta var mjög skemmtilegur túr til Grænland sko. Og við fengum styrki úr drottningastóði, hún Margrét mín gaf mér þetta hempu hérna. Og við fengum föt og styrki og svo fórum við áfram í nokkra bæi og flugum í helikopter, þetta var voða ævintýri sko. En hvenær getur maður heyrt svona tónlistina? Eru þið með hérna tónleika? Við spilum hérna tvisvar á dag, restin af hátíðinni og svo náttúrulega bara þetta Spotify og hvað þetta heitir nú allt saman. Við bara minnum að þetta Krauka, K-R-A-U-K-A. Já. Krauka með augi. Takk fyrir í bili. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, þið kannski sáu frétt helgina hjá Stöð 2, fréttastofustöðvar 2. Þar sem að söngskólinn okkur þarf að selja frá sér dýrasta djásnið í krúnunni, Flíil Jórunnar Viðar, og varpaði upp spurningum stöðu söngskóla, tónlistarskóla og annara stofnana sem við kennum við listir. Við tekið eftir því að ríkisstjórnin sem situr núna, hún verðist tilbúin til þess að stórauka framlag Íslands til varnarmála, en þegar kemur að listrænni sköpun og listrænni menntun þá finnst manni eins og alltaf þurfa að berjast fyrir hverja einustu krónu og nú gæti svo staða verið uppi að skólastarf í söngskóla Sigurðar Demens sé hættu vegna fjárhags vandræða og vegna þess að hið opinbera ekki að styrkja hér listnám sem skildi, segja skólastjórnendur. Nú ég tók eftir því hér á dögunum að ég fekk bréf sem foreldri stúlku sem í MIT og þar var líka stór hækkun á skólagjöldum, ég heldum að það veri 46% á milli ára og talaði það að hið opinbera væri að draga lappirnar og kannski þetta bara út allt. Ég átta mikið alveg á því, en á sama tíma verast Íslendingar gíraðir í það að leggja fram milljarða og 20 milljarða í varnarmál. Það er spurning hvort þetta sé eðlileg forgangsröðun. En hingaði kominn góður gestur, Gunnar Guðbjörnsson. Þú ert skólastjóri söngskóla Sigurðar Demens. Og við sáum þarna í fréttunum helgina og svolítið hvað maður að segja, blúsuðu augnabliki að fjárhagur þinn skóla væri svo báur að þú ert að auglýsa eftir því að fá tilboð frá almenningi til þess að bjóða í þennan frábæra Flíil og svona ég gat ekki varist þeirri hugsun að
hvort þú værir komin í þá stöðu með sölu flíilsins að það væri svona eins og kartöflubóndi sem að það að selja frá sér útsæði. Þetta auðvitað á vissan hátt þannig en kannski samt ekki alveg vegna sem ég get auðvitað ef ég selja hennar flýir og einhverju til ég að borga fyrir hann kannski svolítið uppsprengt verð þá kaupi ég með brótýran flýil í staðinn sko. Við erum ekki í þessum bransa til þess að vera í einhverjum svona glamúr þetta er ekki þannig skólu einmitt við erum á síðustu árum dálítið mikið að breyta áherslum svolítið í því hvernig við komum fram við viljum vera skóli sem er þarna líka fyrir samfélagið og það hefur verið mjög held ég ábyrjandi í okkar starfi að söngur heilsueflandi hann ekki bara eitthvað sem að þú gerir til þess að búa til einhverja elítu heldur alveg þvert á móti þú ert í rauninni að finna leiðir til þess að búa til elítu úr fólki eða búa til kannski við slum ekki eins og kallað elítu búa til listamenn úr fólki og það getur verið á svo mörgum levelum við sjáum nemendur okkar fara víða inn í listaháskólan og ég veit að núna helgina þá verða útskrifa nemendur þaðan 2 frá okkur voru útskrifast úr skapandi skrifum eða semst úr sem leikritahöfundar þannig að það er sko alls ekki þannig að við séum að kannski alveg að fara á kaf þó við losum þetta hljóðfæri burtu það meira svona kannski tilfinningalegs eðlis þannig að Jórunn var auðvitað lykiltónskáld og það rómans í kringum hluti, það bara þannig, við erum alltaf að skapa ákveðna svona stemningu í kringum listir, það okkar hlutverk og það að geta sagt nemendum þegar þeir að syngja lag eftir hana, að geta sagt á tónleikum, það bara eitthvað til fróðlegs að þá erum við hér með í stofu númer 7, þar erum við með flíilin sem hún samti sömu lög á og átti frá, held ég bara stríðslokum, þar til hún lést. Og og það bara tenging við söguna, það svona bara ákveðið af því að tónlist eins og hún gerist í mómentinu og svo hún bara horfin en þarna getum við svona aðeins hlutgert það að þarna hafi verið tónskáld, hún var meðleikari starfaði mikið sem meðleikari með nemendum, söngnemendum í söngskólanum í Reykjavík og þetta svona aðeins kannski svona bara gerir það að það sé eitthvað fast í hendi það að tónlist sé til hljóðfærin það. Þetta náttúrulega fagurfræðilegur þáttur í starfseminni sem að varpar ákveðnum töfrum og ljóma á augnablikið, ekki satt. Og tengir við kannski á vissan hátt þá við verkefnin eins og allir með slögininnar að vita því að það sé hljóðfærið þetta sem að hún snerti með sínum góðu fingrum. Þannig að það svona að því leiti þetta svona tilfinningalegs eðlis líka mjög erfitt. En kannski minna þannig að við lendum í einhverjum stórkostlegum vanda út af því að við höfum ekki hljóðfærið. Við getum eins og ég segi, við getum alveg keypt flýir fyrir 150-200 skall, en bara ekki þessum gæðaflokki og við erum með annan flýil í salnum okkar af því að hann hentar betur fyrir þessa fjölbreyttu starfsemi sem við þurfum að vera með. Við erum með barnadeild, við erum með unglingadeild, við erum með alls konar söngvara sem eru kannski ekki endilega þar sem að þessi flýil kannski akkurat hentar ekki endilega fyrir þær rattýpur, þannig að við höfum svona flýil í salnum sem að kannski svona auðveldari að þjónasta þarfir allra okkar nemanda. Myndirðu upplýsa það hér og nú til dæmis ef ég myndi bjóða þér 2 milljónir eða 5 milljónir fyrir flýilin, myndirðu selja? Ég myndi ekki selja hann á 2 milljónir, ég myndi sannarlega selja hann á 5 milljónir. Sko, virði hljóðfærisins augljóslega meira tilfinningarslegs eðlis og bara sögulegs eðlis. Þannig að sko, ef það einhver sem á virkilega mikið peningum, þá ætti hann að borga með 10 eða 20 milljónir, einfaldlega bara til þess að bjarga skólan og hjálpa okkur að komast betur í gegnum næsta vetur. Því að þetta sem að ég kannski bregðast við núna í rauninni bara vandinn í sumar. Það náttúrulega þannig að sko, það sem gerðist í vetur það að við fengum á okkur launahækkanir sem að ég hef engin áhrif á. Ég sem ekki launahækkanir kennarana minna, en það var ég þá að semja mínar eigin, þannig að ég sem vinnuveitandi ég eiginlega beggja vegna borðsins, ég borga launin og þarf að standa að skila á þeim, gagnvart kennarunum mínum. En ég ekki í nefni samningarnefnd enga síður og hefur engin áhrif. Það samband sveitafélaga sem semur þessu laun og svo það í rauninni ríkið sem borgar okkur þennan hluta sem ræðir, sem eru 2/3 af kennslukostnaði. Í gegnum jöfnunni svo borgar ríkið þarna upphæðin sem svo bara einhvern veginn nokkurn veginn svo sama í 3 ár þar til að nýtt samkomulag eflingu tónlistanáms gert. Þetta þýðir rauninni það að sko upphæðin sem að við fáum, hún breytist ekki í samræmi við það
að launahækkanina verða í febrúar og eru meira þess að aftur virkar að hluta til þar í júní á síðasta ári. Heldur er það þannig að það er bara sama upphæð á mánuði núna alveg þar til í september og þá mögulega fáum við einhverja leiðréttingu sem er svona samkvæmt launavísitölu. En það er augljóst að launavísitalan nú er ekki 16% hækkun eins og þessi hækkun var. Og þaðan að síður er hún felur hún í sér þá leiðréttingu í svona eingreiðslu sem við borgum aftur í tíman. Þannig að ég er semst að horfast í augu við á kennslunni að það sé 10 milljóna tap á henni í efri stigunum. Það er ekki tap í grunnstíðinu sem að Reykjavík borgar, þess að þau borga sitt en það er rauninni hins vegar Reykjavík sem á sínum tíma hættir að borga þarna með í þessari púlíu þannig í efri stigunum og segir að þetta er ekki okkar að greiða vegna að þetta er menntaskólastig. Hins vegar virðist það svolítið standa í menntamálaráðuneytinu og þá væntanlega innanríkisráðuneytinu að viðurkenna að þetta nám sé menntaskólastig. Og það er það sem við erum kannski að berjast helst með í rauninni, það er það að það er alltaf verið að meta einingar og við erum meira búin að búa til menntaskóla brautir í skólanum sem erum að bíða í rauninni bara afgreiðslu í menntamálaráðuneytinu. Þetta er gert í samstarfi við menntaskólanum við Sund og þarna erum við í rauninni búin að formgera allt okkar nám þannig að það er einingavætt. Það er hægt að meta það mjög auðveldlega allt sem við kennum til eininga inn í kerfið hjá öðrum menntaskólum, hjá menntaskólum. Þar að leiðandi erum við náttúrulega augljóslega með allt okkar nám í raun og veru líka grunnstigið á menntaskólastigi. Það er mjög auðvelt að leiða rök að því. Og það óbreyttu stefnir í 15 milljóna króna halla næsta rekstrarár og þá er bara game over hjá þér. Já, það virkar þannig að ef ég fæ ekki einhvern stuðning bara allir að gera það, að þá þarf ég að skera niður nemendur fyrir þessum 15 milljónum. Það eru cirka 15 til 20 nemendur allt í það heila. Nú veit ég ekki hvað ég fæ í haust í leiðréttingu fyrir næsta vetur. Það getur vel verið að ríkið segja, við ætlum að borga þessi 16% sem voru og setja á 0 þar. Þá erum við alveg safe. Og ég veit alveg að ég var að kenna meira í vetur heldur en ég gerði í fyrra. Þannig ég fæ einhverja hækkun á stundum næsta haust. En ef ég fæ hækkun á stundum, þá þýðir það að ég þyrfti þá í rauninni kannski aðeins að skera minna niður. Af því að þá í rauninni get ég kannski haldið nemendafjöldanum. En ef ég held nemendafjöldanum, þá hef ég alltaf 30% sem að skeikar. Það er að segja, hver nemandi sem að ég er með, ég fæ í rauninni bara framlög fyrir 70% af kostnaðinu við hann. Þetta eru engatímar og það þýðir í rauninni það að mjög stór hluti af náminu, sem sagt meðleikurinn og söngnámi sjálft, það er bara 1 á 1 og það þýðir þá í rauninni það að ég verð að skera niður þessa nemendur algjörlega sem sagt bara burt og nota þá peningi til þess að borga tapið sem að þessi 30%, 20% kannski að því, 10% get ég kannski svona möndaði gegnum skólagjöld en 20% þarf ég að borga tapið af. Sem því þá er ég búin að fækka nemendunum og þá lækka skólagjaldatökisnar aftur og þá náttúrulega bara í rauninni algjör ég þetta skottið á mér þannig að ég get ekkert unnið en það er svona það veldur alltaf því hvað ég fæ mikið út úr heildar fjármagninu sem fer til eflingar tónlistarnáms í gegnum þetta samkomulag hvað verður það hátt, hvað eru margir nemendur á Akureyri eða Egilsstöðum í framhaldsnæmi, það getur bara verið það getur rokkað mjög milli ára þetta er allt svona heildar púlja yfir allt landið og svo er bara svona reiknuð einhver meðaltals prósentutala út frá stundur sem ég kendi árið áður yfir það sem ég fæ árið og eftir en ef ég náttúrulega kenni minna að því ég er að borga þessi 20% þá kenni ég færi stundir og þá hefur það áhrif á þann þjónustusamning sem ég fæ árið á eftir. Þá fæ ég bara færri stundir í þjónustusamningunum þá og þá fyrir þetta virkilega að býta í mig. Og þá gæti komið upp svo staða ef við erum ekki að fá eiginlega neina teljandi leiðréttingu á þessu sem að munar að þá erum búin að fækka svo mikið stundunum að við erum bara komin alveg niður í 80-75 nemendur. Vítaringur. Já, vítaringur. Og ef ég kom niður í 75 nemendur og við leigja húsnæði sem ég er með og vera með salin sem við erum með og svona, þá er ég bara ekki að fá nú að hára tekjur af skólagjöldunum til þess vegna sem ég er að nota svo mikið að því í laun fyrir kennara sem ég má ekki gera. En verða að gera af því að kerfið bara gerir ekki ráð fyrir kostnaðinu sem þetta kostar. Mér langar aðeins að kannski færa umræðuna úr þessum efnislegu þáttum sem hún nefnir bara yfir í svona heimspekilega pælingu
Ég nefndi hérna í inngangnum að útgjöld til varnarmála verast vera stórhækka á sama tíma og listalíf sumir segja að við séum að lepja dauðan og skel á ýmsum sviðum og fjárframlög til skapandi greina séu allt og lág og einhverjum kann að finnast þetta óréttmætur samanburður, bara epli og appelsínur og allt það, en sko Ísland smáríki, við erum herlaus, við munum sennilega seint láta að okkur kveða í alþjóða stjórnmálum, það svona ekkert sérstast að bendi til þess, en við höfum náð árangur í listum, við höfum rödd í listum. Það er kannski vandfundin betri leið gegn ógnarstjórn og ófriði en að bara standa upp og syngja og bara mótmæla ástandinu og óréttlátinu með skapandi listrænu framtæki. Í því ljósi þá finnst mér allt í lagi við veltum aðeins fyrir okkur sko hvernig við bregðumst við ástandi á hverjum tíma, hvernig við forgangsröðum fjárveitingum okkar, og mér finnst líka ákveðin mótsögn eða þversögn í því að alltaf þegar einhver Íslendingur slæri gegn á heimsmælikvarða, fær einhver verðlaun, Grammy, Emmy, eitthvað, þá koma hér ráðamenn og ráðherrar og þeir segja að þetta afrækstur okkar, það Ísland sem á þessi verðlaun. En á sama tíma og við erum með þessa tillidag umræðu og við erum stolt að því hvað margir skapandi barkar og listamenn hafa orðið til hér í landinu, þá ekki sama sem merki á milli, sem sagt. Þetta er hárrétt. Og ég held að sko, þó það sé klísja og þó það sé jafnvel því ég haldi fram að Churchill hafa aldrei sagt þetta, að þegar hann sagði sko, þegar átt að skera niður til listana, að fyrir hver erum við þá að berjast, sko, það er alveg jafn gott eftir sem áður, og ég held að hafi alveg verið hans skoðun, og ég held að hann sko, hvort sem hann sagði þetta eða ekki, að þá held ég hann hafi virkilega trúað þessu. Já, fyrir hverju erum við þá að berjast? Fyrir hverju erum við að berjast ef við ætlum ekki að hafa listir og menningu og hafa veg þeirra sem mestan. Þannig að maður getur svo sem alveg sagt það líka núna sko, að fyrir hverju erum við að berjast ef við ætlum ekki að mennta fólk til lista, einmitt líka nána á þessum tímu þar sem við erum sko í rauninu að horfast í augu við mjög mikla erfiðleika hjá ungu fólki og líka eldra fólki og líka fólki sem sko er jafnvel út af því að kerfið okkar pínlítið bilað, til dæmis og sérstaklega í þessum geira sem ég er að vinna í. Við höfum upplifað það sem þetta eftir að skólum en framhaldsskóla var breytt og þar var reyndar opnað mjög mikið á því í þeim nýju lögum, ég held hún hefði verið 2011 eða 12, að þá var opnað á þá leið í þeim lögum að það var meira frelsi til þess að meta hluti til eininga og meira frelsi til þess að í rauninni að nám gæti nýst inn í stúdentspróf. En á sama tíma þá var svona sett næstu tí svona hljóðlaus krafum það að allir kláru stúdentspróf á 3 árum og það sem hefur gerst það að kannski frelsið hefur ekki verið nýtt í nema örfáum skólum í menntaskólum en á sama tíma þá þessi krafum 3 árin hins vegar orðið afskaplega sterk einhvern veginn þó hún sé í rauninni alls ekki raunveruleg. Það að segja, nemandi getur alveg tekið stúdentspróf á 4 árum eða 4,5. Það gengur alveg upp. En hins vegar hefur þetta orðið til þess að margir nemendur þeir byrja hjá okkur og það sem gerist það að sko, allt komin í praktísku hlutina en það náttúrulega dettur alltaf saman, þetta verður alltaf saman og maður fer að velta því fyrir mig hvernig stendur á því, ég fór að velta því fyrir mig hvernig stendur á því að svona margir nemendur 16-17 ára hætta hjá okkur, fara og það sannarlega ekki af því að þau sé ekki að njóta þess að þau eru að gera en það út af því að þau byrja menntaskóla og það krafum það að þau klárir svona mikið af einingum á önn og séu búin að klára sína 200 einingar á 3 árum en á sama tíma ættu þau í rauninni að vera að taka þátt í námi hjá okkur sem í rauninni 100-150 eininga nám. Það að segja, þau eru þá komin í nám sem er svona cirka 350 einingar yfir þennan tíma svona í vinnuframlagi. Og þar að auki þá sko höfum við verið svo fjársvelt að við erum að rukka miklu hærri skólagjöld en æskilegt fyrir akkurat þennan aldurshóp sem þarf þá helst að vinna með þessum 350 einingur lega fyrir skólagjöldunum hjá okkur. Þetta er náttúrulega fásina, það segir sér sjálft. Sama tíma erum við með krakkan í grunnskólanum að syngja í söngleikjum og þau fá áhuga á þessu og þau vilja gera þetta og þau finna þetta þess að þörf hjá sér innra með sér að verða annarkvort leikari eða söngvari og leikari
og þau geta það ekki, þau sko flosna upp á náminu og hverju veldur þetta veldur kvíða, þunglindi og leiðindum. En fyrir ekki þetta líka bara mjög alvarleg þróun ef greiðslu geta heimilana stjættaskiptir því hverjir geta farið notið þess að ná því besta út úr sjálfu sér. Og ekki bara það, heldur líka þetta framlag. Og þess vegna fórum að búa til þessar deildir, þess vegna fórum að búa til þessar söngleikja deild sem að verið þá stúdisbraut inn í MS og svo klassísk braut eða einsöngsleikja deild sem að verið þá inn í MS sömuleiðis, en þau fengjum menntununa hjá okkur. Og til þess þarf við eitthvað fjármagn. En þetta getur komið í bakið á samfélaginu, þetta getur komið í bakið á ríkinu vegna þess að ef við fáum ekki útrás fyrir það sem við tikkum fyrir, þá verðum við óhamingjusöm. Ef við verðum óhamingjusöm, þá aukast líkurnar á að við þurfum að leita í sjóði, almannasjóði ríkisins, getum jafnvel enda bara sem öryrkjar og sko við höfum litið svo á náttúrulega tónlistarskólarnir á Íslandi, þeir voru nánast ókeipis hér fyrir einhverjum áratugum. Já, Gylfi Þ. Gíslason alltaf bjó til þessi lög á sínu tíma, 63 held ég það verið. Já. Og þar var bara svona ákveðin jafna, ríkið tók þarna kennslukostnaðinn, en rekstrakostnaðurinn átti að koma frá nemandanum. Og það er náttúrulega augljóst að þegar ég er komið með 70% kennslu í 2/3 skólan hjá mér, sem er það orðið bara kannski 50% af þessum kennslukostnaðum á þeim stigum, 45% cirka, að þá erum við auðvitað að tala um það sko, það gengur engan veginn upp að ég nota það til þessi 30% af þessum nefndum líka sérst að borga kennslukostnað með skólagjöldum og svo rekstrakostnaðin, leigu, hljóðfæri, hvað þetta allt heitir, skilur ramagn og hita og skrifstofukostnað, ásreikningagerð, þetta kostar allt peninga. Og ég hef ekki þessa peninga ef ég tek þá og nota þá í laun, þá hef ég það ekki til þess að reka skólan. Þannig að þetta er bara augljóst og þetta var aldrei það sem að Gylfi Þ. Gíslason lagði upp með. Hann vissi alveg hvað hann var að gera. Hann áttaði sig alveg á því að ef þetta vera nám sem væri fyrir fólki í landinu, úr hvaða stétt sem það kæmi, að þá myndi þetta ekki ganga upp. Það sem gerist hins vegar er það að krakkarnir detta út 16-17 ára gömul, en þau koma aftur og við erum að fá mikið nemendum 19 til 23 ára gamla sem að vilja koma aftur inn og klára þetta, byrja aftur og klára grunnstigið sitt og reyna svo fyrir sér að komast í einhvern leiklistaskóla eða reyna að komast í klassískt nám. Þetta gengur svona upp í mörgum tilfellum hjá strákunum, en hjá stelpunum er allt annar veruleiki í gangi. Það þurfa helst að vera bara 21-22 ára til að fara í inntökuprófi í erlendum háskólum eða alltaf í klassíkin allavega, og það er líka dálítið svona, það er svolítið veruleiki líka þegar þau eru í leiklistanáminu, þau sem vilja fara í leiklistanám til Bretlands eða eitthvað annað. Þannig að við erum að sjá í rauninni það að þetta fólk, það er bara búið að missa strætó. Stelpurnar sérstaklega eru búin að missa strætó. Þau eru að fara út kannski 25-6 ára gamlar og það er bara orðið og seint. Það er bara, samkeppnin úti er það mikil að það er ekki möguleika að fá námsplássinu sinni. Ég fyrir þá séu orðið mjög góðar. Það hefur ekki endilega með það að gera. Það er bara svo mikið til að fólki. Og þú veist, og þá náttúrulega bara takaði það sem er aðeins yngri, en þess að ekki aðeins meira móta það, mótanlegra fólk sem listamenn. Það er ákveðin ráðgáta að þjóðarframleiðsla hefur aldrei verið meiri, sko. Og við ættum að hafa meira fé til þess að dæla í listir og menningu og skapandi greinar og þetta sem við erum að ræða þetta nokksinni. En flestir sem ég tala við og horfum öxl og áratví eftir tíman, þeir segja, til dæmis einu sinni tók ég viðtal við Þórhildi Þorleifs, leikstjóra. Hún myndist á það að þegar hún var að vinna í hvort það var Þjóðleikhúsið eða Leikfélag Reykjavíkur, það var alltaf til peningur bara fyrir svona kvöldbakkelsi á æfingum bara, og sáttum það en svo var það skorið og það bara einhvern veginn allt skorið inn á beini á sama tíma og við verðum ríkar og ríkar sem þjóð, við fáum meir tekjur. Hvað rugl er þetta? Hvað formansluðum þetta? Ég get ekki svar fyrir það. Svar svo mikið yfirst. Nei, ég veit ekki hvað þetta er. En þetta nútíminn er þetta mikil breyting, en það er líka hluti af því sem við erum að horfast í augu við með unga fólki okkar. Það er þessi breyting. Við höfum svo margt annað sem við erum að kaupa. Við erum að keppa við aðra hluti. Við erum að keppa í unga fólkinu við tölvunar og síman og allt þetta. Við vitum alveg að við þurfum mikið á því að halda að þegar neistinn kviknar hjá krakka sem er 14 ára í grunnskólanum sínum og fer og syngur hlutverk í einhverjum söngleik þar, sem er mjög algengt að gerist, að þá þurfum við að geta veitt þessu barni
möguleikar á því að fara í nám áfram. Af því að ef það sko fer í eitthvað annað nám, þá ég ekki viss að lífshamingjan sé það sem að býður þessa barns. Nei. Það bara, ég bara get því miður ekki trúa því. Og eins og ég segi, ég að sjá fólk fara í gegnum háskólanám og vilja koma svo aftur til okkar. Nú hefur sko borgin til dæmis breytt því að það ekki hægt að læra söng á grunnstígi sem að þau fjármagna, borgin fjármagnar. Það ekki hægt að læra það eftir 25 ára aldur. Getur ekki farið í söngnám eftir 25 ára aldur nema á efri stigunum. Þar getur það ennþá. En ekki í þessu svo kallar grunnstígi. Og við erum að sjá fólk koma og það jáfnvel að fjármagna sjálfnámið sitt og ég ekki endilega að segja að það sé ekki alveg í lagi að fólk bara fjármagni alveg kennslunum sína og allt það. En við erum að sjá þetta fólk koma aftur af einhverju ástæðu. Það er vegna þess að það er ekki búið að uppfylla drauminn sinn. Það langar alltaf að gera þetta. Það veit allt, þetta fólk veit að það er ekki að fara að vinna við þetta. Nema þá kannski einhver mjög takmörkuðu leyti eða svona með annari vinnu. En það er að uppfylla drauminn sinn og við eigum auðvitað náttúrulega að gefa því fólki sem vill uppfylla draumana sína einhvern séns að það sé mögulegt. Jáfnvel þó það kosti vinnu og svona harðfylgi. En það er auðvitað sko, það tækifæri líka fara ef við hverfum. Þannig að við erum ekki bara, það eru 110 cirka nemendur í skólanum hjá okkur núna, en þeir eru alveg 120-125 sko, jáfnvel 30 stundum. Af því það eru svo margir sem eru í áhugamannadeild, kórdeild, svona hálfgerði, eða eru í þessari B-leið til þess að reyna að klára grunnstigið sitt og að fara í tónfræði líka og allt þetta, bara til þess að reyna að komast inn í miðstigið og geta þá haldið áfram námi sínu. Þetta er allt saman að hverfa og þetta er þetta tel ég vera mjög stóra í rauninni svona, hvað maður að kalla það, stórt tækifæri fyrir svo marga sem hafa látið sér dreyma það að gera eitthvað í sínu lífi sem að það langaði alltaf til að gera. Það þarf ekki að verða á einhverjum forsendum heimsfræðar. Það er ekki á forsendum einhvers glamúrs. Heldur það bara á forsendum þess að fólk á sér alltaf einhverja innri þörf. Og það vil svo til að það er talsverður hópur að núti sem hefur þá innri þörf að syngja og leika eða syngja og leika samtímis. Og við getum líka sko spurt okkur hvort við séum ekki að verða af þeim tækifærum afburðafólks sem að sko vegna efnahags getur ekki stundað sína list. Það er alveg klárt og það er búið að vera þannig dálítið langan tíma. Já, fyrir hvern og einn sem við missum úr leik sem hefði geta orðið afburða einstaklingur af því að þótt þú sért aðalega að tala fólk sem að kannski ekki verður afburða einstaklingar heldur bara það sem að það gefur okkur að sinna okkar, þá þurfum við líka bara að vera með elitíska alvöru umræðu það hvernig búum við til afburða fólk vegna þess að einn afburða einstaklingur í list sem gerir heila þjóð svo stolta að hún einhvern veginn finnur bara tilgang með sjálfri sér vegna sigra sem einn einstaklingur vinnur. Þetta skiptir líka samfélag mjög miklu máli. Það er kannski ágætt að halda því til haga sko. Við erum til dæmis með 3 einstaklingar svona Hildi Guðna, við erum með hann Víking Heiðar og við erum með Laufey í Linn. Þetta er fólk sem sko kemur úr tónlistarskólakerfinu okkar, það gleyma því ekki sko. Og við erum í rauninni að drepa það sko. Reykjavík er að skera niður 7% líka til grunnstigsins í Reykjavík. Það er önnur staðreynd. Það er ekki að gerast í nágrannasveitarfélögunum, þau eru bara að halda sjó. En Reykjavík sér ekki endilega þörf á því að halda svona sjó. Og það var sko síðast niðurskurður var í gegnum þessa 25 ára reglu held ég fyrir 3 árum síðan sko. Þannig að það er alveg saumað að úr öllum áttum því miður og skilningsleysið algjört. Og það er mjög sorglegt til að sjá þetta gerast núna, 7% af niðurskurð á sama tíma og við fáum þetta högg með þessi launahækkun í efri stigunum. Og svona kannski, þetta bara kannski vera skilaboðin að bara maður sætti sig við þetta og lokið þessum skóla á næsta vori. En ég er ekki alveg tilbúin í það ennþá vegna þess að sko, það er þannig þrátt fyrir allt að þegar ég tala svo við fólk beint og þegar ég segi fólki frá verkefnunum sem við erum að gera eins og þessu heilsueflandi söngnámi. Við gerðum könnun í vetur, í vor, af því að við fengum smá fjármagn frá menntamálaráðuneytinu til að sinna heilsueflandi námi og notum náttúrulega stóran hluta því í kennslu en líka stóran hluta því að reyna að lækka skólagjöld hjá fólki sem við vissum að hefði ekki mikið á milli handana. Þannig að við bara reyndum að koma til móts við þetta fólk
og hérna það sem að hérna niðurstaðan úr þessari könnun var í fyrsta lagi að nemendur í skólanum voru yfir 50% með greiningar. Já. Með sem sagt þá ADHD, athyglisbrest, kvíða, þunglindi, einhverfu. Og nokkuð margir einstaklingar með einhverfu inn á einhverfurófi. Og það sem að sko ég get alveg vitnað að því ég þekki náttúrulega þetta fólk hefur flest opnað sig með sínar aðstæður, að þetta er hæfileika fólk. Þetta er ekki síður hæfileika fólk heldur en eitthvað sem ekki með neina greiningu. Og svo það bara líka fullt af fólki þarna úti sem ekki með neina greiningu. Og það líka fullt af fólki sem svaraði ekki könnuninni því að við fengum bara 65% svarhlutfall. Þriðjungur skólan svaraði ekki. Það stundu verið sagt að því strákar sem eru með ADHD að helstu erfiðleikarnir við að fá greiningu séu það að ADHD-krakkarnir þeir gleyma svo oft að fara í tímana, sálfræðitímana og svona sem þeir að fara í greininguna sína. Þetta er svolítið fyndið. En það er víst talsverður sannleikur í því. Og ég ger alveg ráð fyrir því sko að þessi 35% einhverjum hluta séu sko nemendur sem að hafa ekki fengið greiningu eða hafa fengið greiningu en glemdu bara að svara könnuninni. Þannig að þetta getur verið mun stærra hlutfall þegar öll kurl kæmu til grafar ef það væri skoðað. En þetta eru þetta náttúrulega sko skilaboð. Þetta eru skilaboð. Það er líka skilaboð að fólki sem að og ég gerði það nú að mínu umræðefni í skólaslitaræðinu minni núna í vor að þessi krakkar sem eru svona hæfileikarík að þau eru í rauninni ekki bara að vinna með sína hæfileika til þess að verða betri því sem þau eru að gera. Þau eru í rauninni fólk á öðrum rásum. Það er ekkert að þessu fólki. Það er ekkert að megnuna fólki með einhverju rófi. Þetta er bara fínt fólk og þetta er bara yndislegt fólk og bara allt í fína lagi með það. Það er bara kannski aðeins öðruvís en hinir. En það er nú svo gott að ef við búum í opnu og góðu samfélagi þá má maður vera öðruvís en hinir. Í gamla daga kölluðum við þetta fólk sem var öðruvís en hinir, við kölluðum það listamenn. Og það kannski segir, þarna er ég kannski komin að kjarnanum, að það að vera öðruvísi en aðrir er oft bara vísbending það að þú sért með hæfileika sem eru óleikir þeim hæfileikum að setja yfir Excel alla daga eða rýna í texta eða hvað sem þú gerir. Þú ert með listræna hæfileika. Það er mjög þekkt í myndlistinni að mikið af myndlistamönnum eru með dyslexíu. Lesblindu og sem eflir skinn þeirra á öðru sviði sem að gefur þeim í rauninni bara með þau á öðrum rásum heldur en hinn eru og ég held að það sé alveg augljóst að söngvarar og leikarar, söngleikarar þeir eru mjög oft með ADHD virðist vera og það fylgir oft ADHD þessi kvíði eða þunglindi eða svo getur það náttúrulega líka verið inn á þessu einhverfu rófi og svo eru náttúrulega bara alls konar aðri hlutir sem að fólk er að glíma við. Kynvitund til dæmis er eitt af því og bara hvar til er ég og fólk ratar í ákveðna erfiðleika með sjálf sig út af því að það er að leita sér sjálfum og þetta fólk hefur líka verið að koma til okkur og finna sig og þarna erum við bara í rauninni með stað sem er bara svona svolítið greiðastaður fyrir fólk með ýmis mál hjá sér og það finnur út úr þessu og finnur talentir sinn og fer að lifa betra lífi og það er kannski það sem mér er mest í mun að bjarga. Ég er ekkit endilega svo fixeraður bara það að sé einhverjur óperusöngvarar sem að geta farið að syngja í París eða Róm eða Vínus en svo gerist það líka og það er líka svo gaman. Ég elska það að Sveinn Dúa sem er einn af mínum persónlegu nemundum, hann er að syngja út allt í Þýskalandi núna, hann er að koma að syngja Vínatónleika næsta vetur. Við höfum báða söngvarana á skólanum hjá okkur sem er að syngja á Vínatónleika nú næst, Eyrún Unnarsdóttir sem er í Luzern. Og þú veist, það er gaman, þetta er skemmtilegt og ég meina það eru fjórir nemendur frá okkur í Ágastakörfunni niður í Hörpu núna. Það eru 2 nýir nemendur í leiklistadeildinni í LHÍ eru frá okkur og svo enn fleiri í söngdeildinni og það er enn aðrir í ritlistadeildinni. Ég held að ríkisstjórn þetta er fullt af fólki sem er að fara að út og gera hluti og það er 2 nemendur að fara til Bretlands í nám í haust og í háskólanám og þú veist, svona get ég endalaust fabúlir og sagt frá. Til hamingju með það. Ég held að það er ekki stóramáli. Stóramáli er það sem er að gerast í skólanum núna, ekki það sem við erum búin að gera, heldur það sem við þurfum að gera í framtíðinni. En ríkisstjórn og borgarstjórn hvers tíma þær ættu að hafa einhvers konar menningarstefnu að leiðarljósi sem að eykur líkurnar
á að þau sem að hafa mesta hæfileika og sinna sínu námi að mestum dugnaði hafi alla burði og án hindrana nái að verða afburða fólk af því að við þurfum afburða fólk í öllum geirum samfélagsins, ekki síst í listum og mér hefur fundið svolítið svona vanta á skilning í þessu til dæmis bara ef ég hugsa mín fréttaviðtöl við talsmenn Reykjavíkurborgar á síðustu áratugum, mér hefur fundið svona svolítið að hérna fólk hefur verið að stinga upp á hóptímum sem leysi af einkatíma og eitthvað svona fínt, frábært bara það er mjög mikilvægt og algjörlega skulum við hérna nota það úrræði en hendum ekki sko hugmyndin einkatíma fyrir róða á grunni einhvers miskilnings. Það er nefnilega bara að því þú talar einkatímana þá má við til með að koma því að sko þegar þú erum unga nemendur sem eru að koma í hljóðfæranám eða einsöngsnám þá eru þetta 36 tímar á ári 36 klukkutímar í enganámi og svo kannski helmingurinn af því í meðleik reyndar eitthvað minna í hljóðfæranáminu í meðleik en þetta er umtalsverður tími þar sem að nemandi er að eyða tíma með einhverjum fullorðnum einstaklingi og það myndast mikið og sterkt trúnaðarsamband þarna á milli þessari tveggja einstaklinga í tímunum og það hefur verið mjög fallegt að sjá það og ég þekki það bara frá mínu eigin söngnám á sínu tíma hversu mikil trúnaður myndast og fólk er að trúa kennaranu sinu fyrir sínum vanda og því líður stundum illa og þú getur ekki sungið þegar þið líður illa og allt þetta og þá fyrir að tala vandaðinn og þannig getur kennarinn líka sko orðið til aðstoð. Þetta er hluta því sem við erum að vinna með í heilsueflandi hlutanum að það er það að við getum líka þá hvart nemandi til að leita sér hjálpar ef við finnum að vandina sér að verða of mikil söngurinn er ekki ná einn og sér að hjálpa skilur, þannig að þetta er sko að því leitinu líka svo mikilvægt að enganámið sé líka til staðar af því það myndast trúnaður, það myndast traust og ég held að við söngvarar sem svona almennt sé frekar gott fólk og frekar velmeinandi fólk og sérstaklega þegar við erum að kenna söngin okkar þannig að það er mjög mikilvægt og nefndir þetta með þessa engatíma, þeir eru mikilvægir þeir eru greiðara stór mengi stór hluti inn í menginu. Akkurat. Svona rétt í lokin Gunnar ég heyrði sögu í heitapottinum í Vesturbæjarlauginni fyrir nokkrum vikum sem að mér fannst afskaplega sorgleg það var hérna á nemandi sem að hafi sótt mjög flottan tónlistarskóla virtan tónlistarskóla með mjög háum tónlistargjöldum nemandinn held ég fór í 3 pröfur 3 utanlandsferðir frá Íslandi til Bandaríkjanna og svo koma góðu fréttirnar færði eingöngu, bara örfáir nemendur og hérna en þá kom í ljós að samkvæmt sögunni í heitapottinum, ég sel hann ekki dýrar en ég keypti það ég ætla ekki að nefna neinu öfn og ég ætla ekki að nefna skólan bara svona til þess að vernda viðkomandi en hérna þá sem sagt kom á daginn að vonum einhvern styrk hún hérna varða engu og nemandi þurfti að afþakka vistina í skólanum eftir að hafa sannarlega með blóði, svita og tárum komist á þann stall að nemandinn gat komist inn í úrvalsdeild bestu nemanda spurningin er hafa skólagjöld í betri skólum utan landsteinana verið að hækka og er að verða erfiðar en áður fyrir hæfileika ríka einstaklinga að komast inn í Sko ég þekki ekki alveg hvernig það er í Bandaríkjunum en ég veit að í Bretlandi hækkaði það talsett við það að þau fóru út úr Evrópusambandinu. Já, og þá bara hækkaði hlutur sem sagt þeirra sem að koma frá útlöndum þá vorum við í rauninni í raun og veru komin á sama stað og áður en að EES-samningunum var til. Royal College, það er mikil hækkun skólagjöld. Mikil hækkun. Og ég veit að þau eru svolítið í streði oft þessi krakkar sem eru að fara til í leiklistanám til Bretlands. Það fara mjög margir frá okkur. Það er alveg stór hópur af krökkum sem fara til Bretlands í leiklistanám því það eru bara góði skólar og það eru flotti nemendur sem koma þann og það vilja allir fara þangað og það líka dreymir allar kannski svolítið um það að eiga þá kannski einhvern séns á að meika það úti eftir að námi loknu þannig að maður skilur það mjög vel en það eru háar upphæðir sem að fólk er að reyða þar á hendi en það er út af Brexit en ég held að sé ekkit sko ég veit ekki hvort það hafi orðið breyting á eða hækkun á skólagjöldum hjá Bandaríkjamönnunum en ég veit þetta og ég veit að sko það er mun auðveldara og það kannski skýrir stóran straum af
íslensku nemum til Skandinavíu síðustu ár. Það hafa mjög margir kosið að fara þangað í sitt framhaldsnám. Þýskaland hefur virkað mjög, náttúrulega Þýskaland hefur líka verið að opnast. Já, það hefur verið. Og það gæti verið góð hugmynd fyrir sko krakka sem hafa framhaldsnám að læra þýsku. Já, ég hvet eindregið til þess. Og það er líka kannski bara út af því að sko oft fáðu tækifæri í framhaldsnáminni. Ég var svolítið þar. Ég reyndar var í Bretlandi og fekk tækifæri þar á sínu tíma og það var einmitt þegar samningurum var gerður og það opnaðist svo leið fyrir mig að hafa atvinnuleyfi, þá fekk ég svona smá umbunni. Ég var akkurat á skilunum og búinn að gera samning við Þýskaland af því að það var ekki komin þessi EES-samningur. Þannig ég var ekki með atvinnuleyfi í Bretland og ég var þreyttur að ég fá alltaf græna kortið í hvert einskipti sem ég baði jobb, reyna að fá jobb. Þannig ég var komið með samning í Þýskalandi en ég fekk nokkur jobb í Bretlandi eftir það án nokkur að vandræða og það munaði mjög miklu en það er auðvitað það sem sko, er svo gott í Þýskalandi, það er svo risastór markaði fyrir klassísku söngvarinn allavega en það er auðvitað aðeins öðruvísi fyrir leiklistarnemendun og við erum alveg komin með svona púlían þar er eiginlega orðin stærri heldur en í klassísku söngvarunum sko. Þannig að því það er bara svo margir sem að taka þetta svo mikil alvöru þar og koma inn með miklum krafti þannig að hitt er svona lengri tíma prósess og þar get ég ekkert neitt sko falið það að þar hefur orðið hvað maður að segja fækkun eða hæging á árangri einfallega vegna fjársvelds en sem höfum bara ekki haft pening til þess að kenna þessu fólki en ég get alveg líka upplýst það að ég veit að í öllum öðrum söngdeildum í Reykjavík hefur orðið fækkun í klassísku námi og það er ekki af áhugaleysi það er einfallega vegna þess að skólarnir, söngdeildirnar í tónlistarskólunum þær hafa bara verið svo mikil kostnaðarliður fyrir þessa skóla að þau hafa svona vísvitandi má segja verið að leggja minna og minna áherslu á það þá náttúrulega fækkar í því hjá okkur höfum við hins vegar náttúrulega haldið sjó við erum frekar sterk við vorum með umfæsta töðraflötun í vor sem er ekki auðvelt stykki fyrir nemendur að setja á svið við mönnuðum öll nema 2 hlutverkin úr skólanum af þeim sem að við gerðum ekki fulla versjón af því en við gerðum hluti af söngurunum var tvímennaður þannig að það voru 3 sýningar 2 sýningar sem 2 köst og við fengum 2 fyrrverandi nemendur til að vera með sem kom í svona smá endurmenntun þannig að þetta voru allt nemendur úr skólan sem að voru þáttakundur Og hefði Mozart orðið stoltur? Mozart hefði verið ánægður, já. Ég held það og við vorum eiginlega sko dálítið hissa á því hvað þessi sýning tókst vel sönglega séð ekki síst vegna þess að það er reyndar eitthvað sem við verðum eiginlega alltaf það kemur okkur alltaf óvart þegar við sjáum nemendur okkar fara á svið bæði í söngleikadeildinu og í óperudeildunum að það verður alltaf svo mikið framför þegar við saminum þessar 2 listgreinar að syngja og leika leið af því að söngur er svo líkamlegur og það er eitt af því sem við glímum átt sem söngkennara við það er að nemendurnir leyfi líkamannum að taka þátt í því sem er að gerast og leyfi augunum að vera með og allt þetta og leikurinn er auðvitað kafar hún í kjarnan á því sem þú ert að syngjum og þú ert að hreyfa þig og leika og það gerir það að allt í einu koma framfæriðnar sem voru svona miklar í söngtímanum þar fara alveg hinga þegar leiklistin bætist við þannig að það bætist svo rosalega við og það sáum við í törnurutinni gerast sáum alla þessar krakkar sem voru að taka þátt fara langt fram úr sér Ég held að það sé eitthvað stórkostlegt aftur að gerast núna hvað varðar bara krakka, ungt fólk eftir COVID og eftir snjallsíma hvað maður að segja svona grifjuna og úrræðaleysi foreldra gagnvart nýrri tækni og þar sem enginn vissir nákvæmlega hvað ætti að gera ég finn fyrir því bara núna á göngu hverfi bæjarins borgarinnar að það eru fleiri börn úti að leika og syngja og skapa heldur en bara í fyrrasumar og það er ekki bara veðrið sem munar og við þurfum að nýta þessa bylgju Við þurfum að nýta þessa bylgju en þá þurfum við líka að hafa skólana til stað allir að nýta hana Það er nákvæmlega þannig Ef við ekki enda bara á því, Gunnar Guðbjörnsson Ég held það Kærlega fyrir að bjóða mér Sömuleiðis og kæra þakkir til ykkar hlustendur, góðir og áhorfendur að hafa fylgst með okkur í kvöld enn eina ferðina við Rauðaborðið Við minnum á það á morgun er þjóðhátíðardagurinn 17. júní þannig að þá verður ekki dagskrá hér við Rauðaborðið. Við viljum ennfremur minna þau ykkar sem að hafi velt í fyrir ykkur hvernig þið styrkið samstöðuna
að minna ykkur á það að ef þið viljið gera alvöru úr því þá getið þið farið inn á vefslóðana samstöðin.is, skrolla þar niður og fundið hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn mjög svo hóflegu mánaðarlegu gjaldi aðeins 2750 krónum getið þið haft allt það að segja að samstöðin haldi áfram að búa til efni fyrir ykkur. Hálfur hamborgari í miðbæ Reykjavíkur, það nú ekki meira. Mánaðarlegt gjald. En kæra þakkir fyrir samverðinni í kvöld. Ég vil líka þakka Pétur Fjellsteð og viðmælendum kvöldsins og öllum þeim sem að koma að því að hjálpa okkur við að dreifa efninu kærlega fyrir. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.